Fimmtudegi mitt sumar. Það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá ætlar hann Björn Þorláks að halda áfram umfjöllun sinni áfengisneyslu ungmenna og áfengisneyslu í kringum ungmenni. Hann fær núna Katrínu Ellu Jónsdóttur sem sálfræðingur og fagstjóri sálfélagslegu meðferðarinnar á Vogi og þau ætla að ræða einmitt þetta mál, bæði svona viðbrögð við ofdrykkju ungmenna og hvort það sé aðgengja þeim til einhverjar meðferðar eða einhverjar umsýslu og líka hvernig svona samfélagið tekur á þessu og hvort að við séum kannski að víkka aðeins út öll mörk út frá hagsmunum þeirra sem að græða á því að selja áfengi og meðal annars börnum. Ragnheiður Davíðsdóttir gamalreynd fjölmiðlakona. Hún ætlar að vera hérna með viðtöl við rauðaborðið svona næstu vikum allavega og hún ætlar að ræða við fólk svona reynslu þess af heilbrigðiskerfinu og félagslega kerfinu, hvað gerist þegar við lendum í heilsubresti og þurfum á þessum grunnkerfum okkar að halda. Hérna eftir að þá ætlar hann að ræða við Ólaf Sigurðsson, hann faðir uppkomins einhvers geðfatlaðs manns sem Ólafur hefur staðið í mikilli baráttu við kerfið að fá þjónustu fyrir son sinn. Það gaman að fá hérna nýjan liðsfélaga, Ragnheiði Davíðsdóttur hér á eftir. María Lilja, hún fór á stúfana og ræddi við almenning annars vegar Evrópusambandið, hvort að fólk vilja að Ísland gangi inn í ESB og svo eitt af svona málum dagsins að það var fréttir af því að eldislaxar væri að ganga upp ár og hún ætlar að spyrja afstöðu almennings til strandeldis. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem ekki á Akureyri núna, heldur hann í Bangkok í Tælandi. Ég ætla þó ekki að tala við hann Asíu, heldur það sem kannski mest rætt í heimspressunni í dag, það fundur Putin og Trump í Alaska á morgun. Ég ætla að spyrja hann svona hvaða væntingar hver aðili hefur til fundarins og kannski líka þeir sem ekki við borðið, sem Úkraínumenn og Evrópuleiðtogarnir, að þeir hafa sett ákveðna kröfur hver niðurstaða þetta vera. Þannig ég ætla að spá og spekulera í þennan fund með hjálp Hilmars Þórs sem nú einn snjallasti greinir alþjóðamála sem við eigum. Áður en að því kemur þá kemur hann Ingólfur Gíslason, hann lektor við menntavísindasvið, mikill baráttumaður gegn þjóðarmorði í Gaza og hann hefur svolítið verið í fréttunum undanfarið. Það verið, við getum sagt að ráðist á hann fyrir að hafa tekið þátt í mótmælum vegna fyrirlestrar sem tilstóð að halda í þjóðminjasafninu. Það var ísraelskur prófessor sem þar ætlaði að ræða gervigreind en Ingólfur og fleiri mótmæltu, þannig að niðurstaðan var sú að fundinum var frestað og ekki varð á honum. Ég ætla að ræða við hann þetta vegna þess að í tengslu við þessi mótmæli þá hafa spunnist upp umræðu akademískt frelsi og málfrelsi, hvar svona mörkin liggja. Ég ætla að spyrja líka það hvort það sé kannski kominn tíminn til þess að Háskóli Íslands lýsi yfir að skólinn muni hætta öllum samskiptum við Ísrael vegna þjóðarmorðsins sem á sér stað í Gaza. Ég ætla líka að ræða við hann svona borgarlega skyldu okkar, svona venjulegs fólks gagnvart þjóðarmorðinu, hvernig við eigum að akta og hvort það skiptir máli að við leggjum okkar litla sandkorn í baráttuna, hvort það sé möguleiki að við saman getum jafnvel breytt afstöðu á Vesturlöndum og sem kann að leiða til þess að stjórnvöld í Ísrael neyðist til þess að breyta sinni stefnu eða Bandaríkin neyðist til þess að hætta stuðningi sínum við þjóðarmorðið á Gaza. Þetta prógrammið í kvöld, allt áhugavert efni, hvet ykkur til þess að staldra við og hlusta, en áður en að ég hleypi hér að auglýsingum og fæ Ingólf hingað inn í stúdíóið, þá vil ég minna ykkur á að það eru þið, áhorfendur góðir, sem hafi byggt upp samstöðuna.
bara með því að hlusta og horfa og breyta spjallin okkar í fjölmiðlum, líka með því að benda vinum og vandamönnum á áhugavert efni sem þið sjáið hér, hvet ykkur til þess að gera sem mest af því, dreifa því á Facebook eða á kaffistofunni eða hvað sem þið farið, því að þannig leitar fólk efnið okkar uppi, finnur okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarinn.is er á netinu, svo spilar líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensku útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síminn. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit það ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem knýr samstöðuna einkum áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem hefur áttað sig á því að samstöðun er mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi okkar. Það er mikilvægt að hafa samstöðun og þá umræðu sem hér er og hún verður ekki nema að góður hópur af fólki leggja okkur lið. Þú getur slegist í þennan hóp, bakkjarla samstöðurinnar með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir mánaðarlegum greiðslum, 2750 er grunnáskriftin og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn hér örstuttum auglýsingum og svo kemur hann Ingólfur Gíslason hingað og við ætlum að spjalla við hann afstöðu almennings á Íslandi til þjóðarmorðsins á Gaza. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðun svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við höfum svolítið fjallað svona átök í Háskóla Íslands í kjölfar fundar sem að prófessor frá Ísrael ætlaði að halda í þjóðminjasafninu en var truflaður og fundunum var aflýst eftir 20 mínútur ef ég maður rétt. Síðan hafi verið svona nokkur umræða og átök innan háskólasamfélagsins þetta atvik, afstöðu háskólans til þjóðarmorðsins í Gaza og þar fram eftir göttunum. Stór persóna í öllum þessum málum er Ingólfur Gíslason sem er lektor við menntavísindasviðið. Þú varst þarna á fundunum? Ég var á fundinum, eða þetta var auglýst sem fyrirlestur. Það er fyrirlestur. Já. Og ég bara mætti þangað og ætlaði svona að láta mótmæla á þess að ég hefði sérstaklega fyrirfram gefna hugmyndum hvernig það yrði sko. Ég jafnvel bara átti von og hann myndi halda fyrirlesturinn og ég myndi horfa svona stíft og ílskulega á hann og Þú varst vopnaður palestíska fánanum? Og þegar ég kom á mótmælinn þá var einhver sem var með svona fána og bað mig að halda á honum. Svo ég bara sagði ok, ég held á honum og ég stóð bara þarna aftast og átti sjálfur sér aðalega vona að bara geta spurt hann þá í lokin eða á einhverjum tímapunkti. Veit ekki í lokin, kannski hefði ég truflað hann, ég veit það ekki, en einhvern tímann ætlaði ég að spyrja hann hvernig gervigreind sem að var auglýst efni fyrirlestararins hefði nýst Ísrael til þess að drepa börn. Hvort það hefði gefið góðan árangur eitthvað svoleiðis. Einhver mjög svona kaltaðin spurning hjá mér. Og síðan ég veit ekki á ég að segja frá þessum hvernig þetta gekk til eða Endilega. Já, svo tínist inn fólk og það voru kannski 20-25 mann sem ætlaði að koma að hlusta á fyrirlesturinn og svona álíka margir mótmælendur sem stóðu svona í kring og 1 eða 2 með Palestínu klút eins og ég með núna í bara áhorfenda
sætum og svo þetta sem sagt, svo ég segi frá, þetta einhver stofnun sem að heitir hefur enskt nafn og snýst eitthvað svona rannsóknir á lífeyrissjóðsmálum sem að virðist tengjast Háskóla Íslands og ég ekki alveg viss nákvæmlega hvernig, en í stjórn þessa félags eru háskólaprófessorar eða háskólaprófessor Gylfi Zoga í hagfræði og einhver aðili frá Seðlabanka Íslands, segir man ekki hvað heitir. Þannig að þetta er svona stofnun sem hefur einhvers konar tengsl við Háskóla Íslands og hann auglýsir fyrirlestur í í Þjóðminjasafninu og það mæta þarna nokkrir vel kunnir hagfræðingar og svo þegar Gylfi Zoga sem ætla að stýra fundinum og kynna fyrirlesarann býður góðan daginn að þá eru einhverjir mótmælendur sem að bara taka af honum orðið eða bara grípa svona fram í og segja hann að þegja og svoleiðis og upp frá því hefst svona það eru einhvers konar skoðanaskipti, það eru við mótmælendur eða mótmælendur segja eitthvað og spyrja jafnvel þennan fyrirlesara hvort hann styðji þjóðarmorðið og hvað hann sé að gera og annað þess áttar og meðal annars þá tókst mér að spyrja hann hvort hann sæti ekki í stjórn stofnunar sem heitir Begin Sadat stofnunin og svona einhvers konar áráðusvél fyrir Ísrael, þar sé hún þetta skilgreind sem svona einhvers konar stofnun sem að fjallar öryggi og frið en þessi stofnun gaf út sem sagt núna í júlí síðastliðnum skýrslu sem að bara segir í titlinum að Ísrael sé ekki að fremja þjóðarmorð, það sé bara vitleysa og þessi maður er sem sagt í stjórn þessara stofnunar og ég held að hann hafi reynt að koma því að framfæra hann væri það ekki lengur af því að hann var það, því að hann var sviðsforseti í einhverju deildi í háskólanum sem einhvern veginn er með þessa stofnun og en að öðru leyti þá vildi hann aldrei ræða neitt hvort hann styddi hernaðinn og þjóðarmorðið neitt svoleiðis og alltaf þegar hann var spurður að því að þá sagðist hann ekki vera komin til að tala pólitík. En hann átti orðaskipti við ykkur, mótmælendur? Já. Þannig að við í raun og veru bara breyttum aðeins dagskrá fundarins þannig að þær eruðu ekki, fundurinn varð ekki hans hugleiðingar gervigreind heldur þennan fund og hans stöðu og þú veist hvað eiginlega væri í gangi með að halda þennan fund í vegum Háskóla Íslands eða einhverju tengdum Háskóla Íslands og hann í rauninni við hann komst ekki í það að tala gervigreind og Gylfi sem stjórnaði fundinum tók þá ákvörðun að fresta honum og hvað svona ákvörðun var það? Var það vegna þess að það var bara ekki fundafært út af látum í ykkur eins og ykkur geti orðað? Já, það var náttúrulega ekki beinlínis lætið, þetta var bara truflun þannig að ég hugsa þetta þannig ef að hann hefði virkilega ætlaði virkilega viljað halda þennan fund þá hefði hann auðvitað getað kallað til lögreglu og látið fjarlægja okkur væntanlega. Hann kaus að gera það ekki heldur bara fresta fundinum og hann hefur kannski talið að það væri það bara einmitt allt í lagi að frestunum og halda hann bara seinna ég veit ekki, kannski hefur búinir að halda fund einhvers staðar í leyni því að mótmælin snúast að sjálfsögðu ekkert inntak þess sem að maðurinn hafði að segja við okkur er alveg sama hvað hann hefur að segja þetta snýst ekki að hindra það að upplýsingarnar sem hann hefur ef hann hefur einhverjar mikilvægar upplýsingar eða framlag til vísinda og fræða snýst ekki að hindra það komist þú veist út í loftið eða til annara akademikara heldur bara að hann fá ekki þennan elítu vettvang til þess að hvítþvo í raun og veru sitt ríki því að það að fá að halda fyrirlestur á vegum háskólastofnunar gefur trúverðuleika og virðingu sem að þú færð ekki til dæmis ef að þú mætir bara í hlaðvarp til dæmis eða heldur fyrirlestur í Hörpu þar sem þú selur inn, ég menna það er ekkert mál hann hefði ekkert að gert það hafa aðrir fyrirlesarar og fræðimenn komið þar. En má ég ekki skjóta því en hefði þú ekki mótmælt þar líka? Að sjálfsögðu, ég hefði mótmælt Það var þetta með mótmælt þegar Hillary Clinton kom út af tengslum hennar við
Já, ég meina ég hefði Ísrael. mótmælt, Já. en ég hefði ég held ekki keypt mér miða til þess að fara inn í salinn, sko. Nei. Og auk þess náttúrulega það allt annar vettvangur. Svo valkostu náttúrulega bara fjarlægja þig að þú kemur að mótmæla. Ef að þú ert að raska frið fundarins, að þá hægt að sækja dyraverði og ef ekki vill betur þá lögreglu og fjarlægja þig. Já, það náttúrulega alveg hægt, sko. En það breytir eðli, þú veist, fundarins, sko. Þar með þetta ekki lengur orðin svona viðurkendur trúverðulegur háskólafundur, þar sem að er sama lögmæti, sko. Þú veist, ef þú ert búin að loka fundinum eða gera einhverja svona ráðstafanir, sko, þá er það orðið allt annað, sko. Þú veist, hann hefði alveg geta haldið fund og haldið sín fyrirlestur í kjallaranum hjá Hannesi Hólmsteini eða, eins og ég segi, í Hörpu þess vegna eða í Hlaðvarpi hjá Þórarni Hjartarsinni eða whatever, sko. Bara En samt sem áður hefði alltaf geta komið mótmælendur, jafnvel í Hlaðvarpið hjá Þórarni Hjartarsinni, eða séu það, geti staðið fyrir utan og meinaðum engungu eða hvað sem er. Ég bara velta fyrir mér að því þú gerir greinamun á því hver staðsetningin er og hver umgjörðin er. Já. Það breytir eiginlega engu mótmælendur, að þau geta mótmælt í að maðurinn sé að hvítþvo aðgerðir Ísraelsmanna og þjóðamorðið, bara með því að vera í samskiptum, vegna þess að þú og þið líklega lítið svo á að við eigum ekki að vera í neinum samskiptum við Ísraelsmenn, ekki menningarlegum, ekki íþróttarlegum, ekki taka þátt í Eurovision með þeim og þarfram til göttunum, nema að það kæmi kannski ísraelskur ríkisborgari sem vildi gagnrýna stefnu stjórnvalda, að þá myndu þau líklega taka þeim fagnandi. Líklega, já. Og þá er líklega afstæðan svo að ísraelskur ríkisborgari sem ekki beiti sig gegn þjóðamorðinu, hann er samþykkur því. Já. Og með því að bjóða slíkum manni til landsins sem er ísraelskur ríkisborgari og ber skylda til þess að berjast gegn þjóðamorðinu en gera það ekki, að þá er hann að styðja og með því að bjóða honum að þá eru við jafnframt að styðja. Þetta er svona, já, ég þyrfti kannski að hugsa þetta ef það kannski er hægt að finna einhverja núansa en þetta hljómaði mjög samfærandi, já. En ég hef kannski lagt líka áherslu á það að skiptir reyndar ekki öllu máli hvort að þessi til svona maður sé ísraelskur ríkisborgari því að þó ef hann hefði verið danskur eða jafnvel Íslendingur, ef hann hefði gegnt þeirri stöðu sem hann gegnir. Ég ætlaði nefnilega að spyrja því, vegna þess að það hefur komið fram og sumuleyti eftir á þessi tengslans. En þú segir að þú hefur vitað þessari stofnun og vilja spyrja hann það. Já. En það hefði svo sem ekki komið fram í fréttum í aðdraganda fundarins að þetta væri maður sem að gegndi einhverju, ég myndi nú kannski ekki segja lykilstöðu, en hann hefði verið í stöðu þar sem hann var með verkum sínum og orðum raunverulega hvetja til þáttöku í þjóðamorði. Já, það er kannski hægt að segja einmitt, þú veist, það er að ræða eða hafna afneitun á þjóðamorði. Já, það er kannski hægt að tala sko, gera greinamun eða ég veit ekki, þú veist, við hefðum mótmælt jafnvel þó að þessi maður hefði ekki komið í ljós, en svo kom náttúrulega sumt einhvern veginn í ljós bara smám saman og jafnvel eftir á nákvæmlega hvaða þú veist, á hverju hann ber ábyrgð og hvað stöðu hann gegnir, sko, bara jafnvel þó að það hefði ekki verið allt svoleiðis, þá hefðu við samt mótmælt, sko. Þess vegna var ég að nefna það með ríkisborgararéttin, sko, hvar eru mörkin á því að þú ert til í að mótmæla hingakomu eða fyrirlestri ísraelsk ríkisborgara. Það er þess að ef hann hefur andmælt stefnu stjórnvalda og ef hann er viðurkennt þjóðamorðið, þá er þetta til að hlusta á hann. Ef hann gerir það ekki, þar eru línur. Þannig hann þarf ekki að hafa verið í stjórn einhverju stofnunar, hann þarf ekki að hafa skrifað bréf og lagt til að fjárhagslegan stuðning við ungviði sem að vil taka þátt í þjóðamorðinu eða neitt slíkt. Já, sko, þetta er kannski svolítið flókið af því, og ég myndi alltaf segja að ég þurfti nú kannski fyrir hvert einstakt tilvik þá er þetta hægt að ímynda sér eitthvað, ég veit það ekki, einhverja flækjur. En ef við myndum fara eftir reglum eins og voru settar í samband við Suður Afríku eða aðferðir þegar Suður Afríka var sniðgengin, að þá var það bara svona, þá var bara Suður Afrískur ríkisborgari, eða ég held að hafa verið þannig, að þá áttu bara að vera úti, sko, og það er engar, þú veist, það skiptir engu máli í raun og veru hver staðin er og þú veist, í raunin ekki einu sinni hvort þú ert með eða móti, sko, það er bara, sniðgangan er bara gegn Ísrael, punktur basta. Og taktíkin, ef við orðum þannig, er þá að fólk komi aftur heim
með það sögu að við erum eiginlega hvergi velkomin út af stefnu þessar stjórnvalda og við erum að breyta stefnu stjórnvaldana ef við ætlum að fá að vera bara borgarar í þessum heimi. Það er búið að hafna okkur. Já, ég allavega sé það svolítið þannig, sko. Já. En ég vil kannski segja að fólk sem hefur áhuga á þessu, það ætti að kynna sér sniðgangur hreyfingu BDS, eins og hann heitir, sem er sniðgangur hreyfing á vegum Palestínumanna, af því þetta að sniðganga Ísrael er samstaða með Palestínu og Palestínumenn hafa beðið þetta og ekki, þetta er ákall frá Palestínumennum stuðning, sko. Þannig að, og ég vil sýna þeim samstöðu og ef ég vil sýna þeim samstöðu, þá fer ég eftir þessu ákalli í stað þess að fara að hugsa sjálfur eitthvað svona eitthvað já, nú kannski einhverja viniðan í Ísrael sem þeir eru nú kannski ekkert að fara að kjósa Netanyahu sjálfur eða eitthvað svona, þú veist, þetta er bara sniðganga og það er, mér langar að segja margt fólk en auðvitað er þetta hlutfallslega ekki margt fólk í Ísrael sem er á móti Ísraels ríki sem slíku, það er að segja Ísraels ríki sem ríki þar sem að einn tiltekinn hópur hefur yfirburðastöðu yfir aðra, sko. Það er samt margt fólk, sko, það er fullt af fólki sem er þannig líka, þó að það sé hlutfallslega mjög lítill hluti Ísraelsmanna og það fólk, ef það er í raunverulega þessara skoðunar, þá kallar það líka eftir þessari sniðgöngu. Þú veist, ef að akademikar í Ísrael er raunverulega á móti þjóðarmorðinu, þá vill hann sniðgöngu og líka á sjálfum sér. Ég meina, hann veit að það bitnar á honum sjálfum. Er það þannig að nú verðum við að búa til ímyndudæmi? Já. Það voru mannúðarsamtök í Ísrael sem að lýstu yfir því að verið þjóðarmorð í gangi og þar var forstuðu fólk og hélt blaðamannafund í Ísrael og svolítið áberandi hvað þeim var mikið niðri fyrir og var augljóst að þetta var þungskref fyrir þau persónulega. Þau voru að kalla yfir sig fordæmingu mikils meiri hluta íbúa Ísrael Algjörlega. Og kannski eitthvað ógn gagnvart sér og fjölskyldu sínum. Ef að þetta fólk kæmi og vilja halda fyrirlestur í þjóðminjasafninu, þá myndi það ekki óska eftir því að þetta boykottað fundurinn. Myndi ekki hvetja því til þess að mótmæla sinni veru, þannig það er ekki alveg þannig. Já, það fer eftir, ef að þau væru hérna til þess að tala þetta mál, þá myndi þau sennilega ekki gera það. Nei. En hins vegar bara hafa birst bréf það birtist bréf í Guardian fyrir ekki svo löngu þar sem að 31 Ísraelsmaður og þar á meðal nokkrir háskólakennarar og það voru svona rithöfundar og svona frægt fólk í Ísrael að það kallaði eftir það sem var, í Guardian kallað crippling sanctions gegn Ísrael, sko. Það er auðvitað eitthvað sem mun bitna á þeim sjálfum sérstaklega og ef að það gert svona þvinganir, sko. Alveg sama hátt og gerðist í Suður Afríku, það voru einstaka hvítir sem að studdu aðgerði gegn apartheid stefnunni. Þú vísar til þessi sögunni að því að þetta er nú eins og þekkir þetta er eiginlega tekið sem dæmi eina tilfelli þar sem að svona refsiaðgerðir virkuð og kannski verðum við að fara að skoða það að stundum eru til svona þjóðsugur sem að ganga en það er svona viðurkenndur sannleikur í dag að þetta hafi virkað. Og þetta virkaði að hluta til vegna þess að þetta náði til allra stofnana, íþróttahreyfingarinnar, til stjórnvalda og eitthvað fleira. En það á ekki við hvatningu Palestínumanna að beita sömu aðferð gegn Ísrael. Já, þóttu að það hafi ekki verið tekið. Það er ekki komið jafnt langt í bara okkar heimsluta. Það er ekki eftir viðurkennd. Þótt að þú segir að ég ætla ekki, ég tek áskorunu þeirra að beita mínum refsiaðgerðum gegn Ísrael. En þá er það ekki eins viðtakt að segja og eflaust gæti eitthvað sagt að það var nú einn Palestínumaður sem var nú ekkit sérstaklega hrifinn af þessu og þar fram til götunum, þannig það er ekki alveg jafn skýrt og ljóst. Og kannski er þetta kaka sem er valla hálfbökuð og þá eru kannski komin að ekki komin að þá stöðu að það er háskólinn sjálfur sem ætti að taka afstöðu og segja að Háskóli Íslands ætlar að rjúfa öll tengsl við Ísrael á meðan á þessu þjóðarmorði stendur. Ég veit ekki hvernig. Það væri rétt að gera það. En af hverju hefur hann ekki gert það? Já, það er örugglega hægt að ræða það.
Ég bara velta, það Já, þannig já. í íslensku samfélagi að það sé bara þykir vera svolítið óljós hvort að þarna sé þjóðarmorð. Það þykir kannski þessi sök Palestínumanna svo mikil að þau eigi að þjóðarmorðið skilið. Já, Af hverju heldur að ef við berum þetta saman við apartheid, af hverju hafa stofnanir á Íslandi ekki tekið jafnt afgerandi afstöðu gagnvart þjóðarmorðinu á Gaza og apartheid stefnu ríkisstjórnar Ísraels? Já, það einhvers konar rasismi á bakvið það, held ég, sko. En það getur alltaf verið í samanburði við apartheid í Suður Afríku, því þar ertu með enn klárari hvíta og svarta. Já, en sko við rasismin beinist þessu tilviki gegn Arabum, sko. Já. Arabar eru á þennan hátt bara undirsettir og kúaður og fyrirlitnir. Svipað og svartir voru í Suður Afríku. Já, en það bara var þannig í hinu vestræna heimi að það var einhvern veginn varð ofan á að hafna þeim rasisma, en við höfum ekki hafnað Ég er bara að velta þessu fyrir mér. Við höfum ekki hafnað þessari araba andúð, en það linnulaus áróður hefur verið, sérstaklega frá árásunum 2001 á Bandaríkin, sko. Það hafa náttúrulega verið linnulaus áróður fyrir því að við lítum á araba sem annarsflokks fólk og ég menna að það allir hrættir við araba, sko, eða þú veist, ég segi allir, ég ekki meina það bókstaflega, en það inngróið inn í kultúr okkar heimshluta. Það er bara mjög inngróið og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ráðherra, hún sko talar alltaf með þeim hætti að hún minnist alltaf á Hamas eins og þeir séu eitthvað vandamál í þessu dæmi, sko, og sem að gefur svona í skinn einhverja réttlætingu á þessu þjóðarmorði og þessi svo gíslar sem að hún einhvern veginn talar eins og þessi eitthvað lykilatriði í þessu. Já, þetta svona, hún að segja raunverulega að Palestínumenn hafi kallað þjóðarmorði yfir sig með því hafi ekki varpað af sér Hamas. Og meðan þau varpa ekki af sér Hamas, að þá verður þau eiginlega búa við þjóðarmorð. Já, það eiginlega textin ályktun sem hægt að draga því sem hún segir, og hún náttúrulega bara að segja það sama og allir aðra leiðtogar allra aðra vestræna ríkja sem hafa komið sér saman að þetta sé línan, sko. Það alveg rétt. En svo bara hefur verið mjög mikil sko Ísraels ríki hefur eitt alveg gríðarlegri orku og fjármunum í að verjast sniðgöngunni. Og Ísrael, náttúrulega í samhengi og samstarfi við Bandaríkin hafa gert það alveg sérstaklega. Þannig að sko sniðganga bönnuð sniðganga á Ísrael bönnuð mjög víða í Bandaríkjunum í alls konar samhengi. Í sumum ríkjum. Það bara bannað að sniðganga Ísrael. Og þá ég meina bara eins og að hætta að kaupa vörur þaðan út af því að það Ísrael. Og sama má segja Þýskaland sérstaklega. Þannig að þarna bara beinlínis efnislega búið að hindra fólk í því að sniðganga. Við tala nú ekki sko eitthvað ef að einhver sko lönd eða ríki myndi vilja taka upp einhverja sniðgöngu, sko. Það svona óravegur frá því. Ef ég má halda áfram að bera saman, að þá kannski vendipunktur í afstöðu á Vesturlöndum til Suður Afríku kannski Sovétó, eða ekki, það sem var fóru út myndir að það sem var verið að myrða börn. Ég man ekki hvernig það var. 84, 85, eitthvað. Allavega var Ronald Reagan í forseti. Og hann nú, hefur nú verið teknir birtar upptökur af honum að tala leiðtoga Afríkuríkja sem apa. Hann var að tala við Nixon þegar hann var fylkisstjóri. Eftir sem áður að þá var andúðin svo gríðaleg sem að var á Vesturlöndum gagnvart framferði og svona augljósum af mennskun afríkanska stjórnvalda á svörtu fólki, þetta sjálfsagt að myrða börn, að hann tók þátt í Ronald Reagan, samþykkti viðskiptabann á Suður Afríku. Og ég spyr, ég bara að velta, ég ekki að rukka því þetta, ég bara að velta fyrir mér. Af hverju við svona skammt á við komið þegar við erum að horfa á miklu hryllilegri atburði? Dag eftir dag. Já. Og eiginlega eitthvað geti sagt hryðjuverk og Hamas og eitthvað fleira, en ég meina afríska þjóðaráðið, það var hryðjuverk, skilgreitt sér hryðjuverkasamtök. Já. Nelson Mandela satt í fangelsi fyrir hryðjuverk. Já. Ég bara
já, ég meina ég bara brýt heilan þetta bara mjög mikið, sko. Já. Og þetta hluta af þessu er það hvernig fjölmiðlar og vestræn stjórnvöld, sko, en alltaf lykilatriði í þessu, kannski áður en ég gleymi því, að Bandaríkin styðja Ísrael. Þú veist, þau styðja þjóðarmorðið. Þau vilja það. Þetta er þeirra skoðun, sko. Þú veist, og það eru kristnir síónistar sem eru kannski aðalþungin á bakvið þetta, vegna þess að þeir eru miklu fleiri heldur en einu sinni gyðingar sem að auðvitað margir eru síónistar. Þannig að, sko, aflið sem að Bandaríkin hafa er auðvitað svo gígantískt, sko. Og í fjölmiðlum og fjölmiðlar, fréttamiðlar á öllum Vesturlöndum og kannski bara víðar, sko, þeir taka sitt, sko, frá þessum fréttaveitum Bandaríkjunum og BBC og þar bara mjög ákveðin, þar eru bara síónistar, sko, sem að bara ákveða við ætlum að fjalla svona þetta. Þú veist, á BBC enn þann dag í dag alltaf talað heilbrigðisráðuneyti Hamas þegar eitthvað talað dauðsföll sem að heilbrigðisyfirvöld á Gaza tilkynna. Og þetta bara sérstaklega gert til þess að fólk gleymi því ekki þeirri hugmynd, það sé Hamas að kenna að þetta sé í gangi, sko. Þetta er til þess að vefengja raunverulega allar upplýsingar sem koma frá stjórnvöldu Palestínu. Já, þetta er til þess að vefengja það og tengja það við hryðjuverk, sko. Og hryðjuverkastimpillinn, hann er svo rosalega áhrifamikill að bara nota orðið, sko, terrorist. Þetta eru bara terroristar. En síónistar eru hryðjuverkamenn. Vissulega. Og það er bara vitað í sögunni og það er bara viðurkennt í sögu Ísrael og ég meina að fólk getur bara að lesa sögubækur. Já, þú veist, allt þetta má segja að fólk getur bara að lesa sér til, þetta er þarna allt saman, þú getur farið bara á Wikipedia, sko, þetta er ekki leyndarmál, en ef þú bara fylgist með fyrirsögnum fréttamiðlana dag eftir dag, þá bara veistu ekkert að þessu. Við höfum náttúrulega verið að fjalla þetta mál hérna við rauðaborðið og eitt sem að við höfum verið að gera, við höfum verið að tína til svona sem eru merki þess að séu einhver viðhorfsbreyting á Vesturlöndum og þá erum við að tína til óttalega sandkorn og þú veist, einhver sagði eitthvað og eitthvað hlera. En samt er samfella í þessari frásögn hjá okkur að það er kannski ekki margir mánuður síðan að í fyrsta skipti mátti heyra það inn í breska þinginu. Hérna verið að tala þjóðarmorðið af einhverju ákjafs. Og þá ræddum við það og þetta væri eiginlega sérstakt. Þannig að fyrir þann tíma að þá sá þingmaður sem hefði gert þetta, hann hefði kallað yfir sig, sko, gríðarlega árásir á sig persónulega. Og þú nefndir hann að BBC og fjölmiðla og sömuleitt er það þannig líka með fjölmiðlana. Það er þessi ógn að ef að þú stígur fram og andmælir þessum söguþræði sem að Ísrael lobby eða hvað við erum að kalla það, setur fram, að þú kallar yfir þig. Algjörlega, þeir eru með mjög öflugt lobby og það er bara gríðarlegur þrýstingur alltaf, þú veist, leið og eitthvað gerist þá bara færðu sko á þig stimpil, þú veist, þú ert gyðingahattari, þið eru gyðingahattarar. Stuðningsmaður hryllilegra þið eruð Hamas, þú veist, það er bara allt þetta, sko. Þú styður þá sem að rista upp óléttar konur og grilla fóstrið á. Já, allar þessar legar, sko, þú veist, þú styður það greinilega og hvað er ég eftir? Ég er en það hefur orðið, sko, ég meina breytingin er alveg rétt, sko, þú veist, það er eitthvað að hliðrast til. Þú veist, ég held að það var ekki bara í gær og þá fór fram einhver leikur í einhverju keppni Evrópusambands Evrópska knattspyrnusambandsins. Það er ekki úrslitaleikur meistaradeildarinnar eða eitthvað svo leiðis á vorin, þetta er einhver annar leikur. Þú ert ekki mikill sportistiður í þig? Jú, ég horf alveg á fótbolta, sko. Ég bara mér langar til þess að segja ekki UEFA, minnst það svo aðstæðlegt. En sem sagt, þetta voru Tottenham og einhvern annan liðið sem ég man reyndar ekki hvað er. Og það var borði á vellinum. Ég veit ekki hvort þú sást þetta. Það sem það voru risastórir borðar og þetta er opinber leikur á vegum þessa knattspyrnusambands.
og þar stóð á borðanum eitthvað svona eins og Stop Killing Children og þetta hefur sko bæði til marks að það sé, þú veist, það einhver breyting að verða, það bara fólki ofbýður þetta því að þetta bara heldur áfram endalaust en Evrópska knattspyrnusambandið hefur líka fengið á sig mikla gagnrýni vegna þess að gerandinn ekki nefndur og það á við náttúrulega óteljandi svona fréttir og fyrirsagnir sem að ég og fleiri höfum gagnrýnt mjög mikið þegar þú veist að það talað hörmungar og það talað látin börn og það talað allt mögulegt og jafnvel talað sko að börn séu drepin en gerandinn ekki nefndur, hann ekki dreginn til ábyrgðar í sjálfu þú veist, á sjálfum borðanum sko. Þetta var úrslitaleikur í Supercup á vegum Evrópsku knattspyrnusambandsins á milli Tottenham og Paris Saint-Germain. Einmitt, en ég held að Supercup sé ekki svona einn aðalkeppni. Nei, þetta er svona auka, þetta er oft svona í það sem eru sigurvegarar í öðrum keppnum koma saman, þetta er oft svona upphafið af sísoninu eða hvað að kalla. Já, þetta er samt sko virðingar, sko, þú veist, þetta er samt. Já, ég fletti þessu upp vegna þess að ég held að þetta væri kannski skotarnir eða sem mæta oft með Palestínufána. Þetta ekki áhorfendur, sko, þetta á vellinum, þetta á vegum sambandsins. Já, þetta er merkjum þessi sandkott sem við erum og sem að gæti verið breyting og við erum kannski of ungi til þess að muna eftir hugarfarsbreytingunni kringum Víetnamstríðið. Kannski getur eldra fólk reynt að bera þetta saman því að þar tókst að breyta einhver leyti hugarfari almennings sem að varpaði af sér stjórnarstefnu. En svo líka þú getur skoðað svona skoðanakannanir og annað þess áttar, sko, að Ísrael nýtur ekki meiri hluta stuðnings í flestum vestrænum ríkjum, sko, eða hvað þá annars staðar, sko. Nei, valla meðal republikana í Bandaríkjunum, samkvæmt einni konum. Já, sko, valla það. Þannig að þú veist, almenningur hefur, almennt séð tekið sér, það að minnstakosti á móti þessu þjóðarmorði, sko. Og það sem að ég óttast síðan í framhaldinu einhvern veginn að það verður bara einhvern veginn látið lítið þannig út að þetta sé Netanyahu og það þurfa að losna við hann og svo þarf það búið að losna við hann og hann búin að bera einhver ábyrgð kannski og einhverjir aðrir sko svona öfgamenn að þá sé kannski bara allt í lagi og þá bara tökum við Ísrael í sátt aftur og þetta bara eiga þeir að fá að vera þannig í friði, sko. Já. Sem ekki mín skoðun. Nei. En kannski gæti þú barist með fólki sem væri með þá skoðun til þess að stoppa þjóðamorðið, til þess að koma mat til þeirra sem að svelta. Sjálfsögðu, það náttúrulega bara forgangsatriði númer 1, sko. Já, þannig að það ekki þannig að allir þurfi að vera með nákvæmlega sömu skilgreininguna á Ísrael, hvort að það sé En þetta með almenningsálitið og við erum til þess á Íslandi að þá hefur verið mikill stuðningu við Palestínu. Það var reynda að gera könnun núna hjá Gallup þar sem að kom í ljós að það voru eitthvað svona milli 40 og 50%, það náði ekki 50, svona 44% sem að vildu harðari aðgerðir íslenska stjórnvalda til að stöðva þjóðamorðið. 33 eða svona cirka þriðjungur taldi að vera nógaðgert en rétt rúmlega 15 taldi að við ætlum að gera minna. Við höfum gert of mikið gegn Ísrael. Og mér kom á óvart hvað þetta var raunverulega lítill stuðningur við Palestínu. Ég hefði fyrirfram spáð meiri afgerandi stuðningi. Já, ég hef nú ekki séð þetta en ég meina, mér finnst þetta ekki svona í samræmi við aðrar kannanir sem hafa verið gerðar. Þetta sem sýnir oft svona 72% stuðning við frelsisbaráttu Palestínu. Já, einmitt. En það, þú veist, ég veit það ekki. Já. Kannski heldur fólk að sér verið að gera meir en verið að gera. Ég veit það ekki. En þetta er alltaf mjög skrítið að 20% fólks vilji ekki gera neitt, sko. Það er bara... Það er oft 20% af fólki með mjög sérstakar skoðanir í kannunum. En ég að dvelja svolítið við þetta því að þetta snýst afstaða almennings og svo erum við með stjórnvöld sem ekki að vinna í takt við almenning. Þetta er mjög áberandi til dæmis við förum bara til Bretlands eða eitthvað, þar sem að stjórnvöld að reyna að vera með harðlínustefnu og bara geta raunverulega ekki farið með hana lengra vegna þess að út af andstöðu almennings.
og það að brotna undan þeim og þeir verða að breyta með einhverjum hætti og endaði með að Keir Starmer sagðist alltaf viðurkenna Palestínu einhvern tímann í haust gegn einhverjum skilyrðum. Já, já. En hann svona að láta undan. Og þá var ég ennþá í spurningunni þarna með að á leiðinni til þess að fá stjórnvöld í okkar heimsluta til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að stöðva þjóðarmorðið. Að þá ætti að vera liður á þeirri leið að Háskóli Íslands rífur öll tengsl við Ísrael. Já. Hvað, nú fórst þú á mótmæltir þessum manni, en hefur þú gert eitthvað innan háskólans til þess að fá háskólan til þess að líklega þá háskólaráð til að samþykkja einhverja slíka ályktun? Já, sem sagt... sem að myndi banna Gylfa Zoëga að bjóða ríkisborgar Ísrael. Einmitt, akkurat. Já. Ég hef í minni deild, og nú veit ég ekki hvað ég að fara út í að útskýra skipulag háskólans, því að háskólinn mjög svona, hann svona svolítið svona eins og amaba eða ég veit ekki, sko, en það í raun og veru þannig að endanlegt forræði yfir kennslu og í raun og veru rannsóknum hjá deildum. Og í mín deild, sem ekki menntavísta svið, heldur deild faggreina kennslu, svo deild hefur samþykkt sniðgöngu ályktun sem að ég stóð fyrir ásamt öðrum kennurum í minni deild. Og það eru aðrar deildir, að minnstakosti ein, og þetta fer frekar lágt, sko, þetta bara svona innan háskólans einhvern veginn, en ein önnur deild að minnstakosti, og ég held að allar deildir, og nú kemur í ljós að ég þekki ekki skipulagið alvegnilega sjálfur, það annarkvort 3 eða 4 deildir innan menntavístasviðs, en allar deildir innan menntavístasviðs, held ég örugglega, hafa samþykkt sniðgöngu ályktun, þar sem að deildin bara ákveður að hún muni sniðganga ísraelskar stofnanir. Og þessar... En bindur þessi ályktun starfsmennina, þannig að þeir mættu ekki? Ég veit ekki ég held að deildin hafa ekkert vald til þess að gera neitt og að starfsmenn fari ekki eftir henni, ég veit það ekki. En stjórn sviðsins eða háskólaráð hefði það vald að banna samskipti við Ísrael? Ég held að háskólinn, háskólaráð þyrfti þá líklega að samþykkja það, það yrði gert, já. Ég gerir ráð fyrir því. Ég veit samt ekki alveg nákvæmlega hvernig það virkar lögfræðilega eða hvernig það útvært, en það er mjög sterk yfirlýsing, ef það er þannig yfirlýsing að Háskóli Íslands ætlar að sniðganga við sniðgöngum og ef einhver síðan brýtur það þá er hann að gera það og ég háskólinn getur ekki tekið viðkomandi og sett hann í fangelsi, en hann getur sagt þetta er ekki í lagi, þetta er brota á því sem við höfum samþykkt og það væri mjög gott að fá eitthvað slíkt og það sem við erum að reyna að gera er að reyna að láta þetta láta fleiri deildir þá samþykja eitthvað svona til þess að auka þrýstingin og fara með það upp á svið sem er næsta level þar fyrir ofan og láta sviðið gefa út einhverja ályktun eða tilmæli eða svona einhvers konar bann eða sniðgöngu tilmæli og þá sviðin eða háskólinn þá allur myndi þá líka fara út í eitthvað svoleiðis, já. Og það er markmiðið að fá sem flestar stofnanir og fyrirbrigði bara í íslensku samfélagi til þess að gera slíkt og endanum Íslenska ríkið. Ég gerir ráð fyrir því að ef við erum að hugsa þetta út frá einhverju virkni þá er miklu öflugra ef að ríkisstjórn Íslands bara ákveður að setja viðskiptaþvinganir og bara hætta að flytja inn vörur frá Ísrael til dæmis. Jú, en það getur verið á leiðinni til þess að komast þangað að þá er gott að háskólinn myndi gera þetta og ríkisútvarpið. Já, við viljum bara allir hlutir. KSÍ og HSÍ og það saman. KSÍ, Körfuboltinn, Íþróttasamband Íslands og Ólympíu nefnd og og Eurovision og allar menningarstofnanir og allt svoleiðis, já. Og það er svona pólitísk barátta sem er öðruvísi heldur en kannski svona stjórnmál götunar þar sem þú mætir með palestíska fánan og klútinn á fund. Og það er svona eilítill munur á þessu vegna þess að í umræðinni hefur þú hefur líklega verið sakaður hvað heitir þetta? Það hægir mann dyggðaskreitingu. Að það sé raunverulega þinn ávinningur
að koma á fundin, sýna þig sem andstæðing þjóðarmorðs og þar með þitt erindi eiginlega lokið. Þú kannast við það hefur verið að gagnrýna þá sem eru að standa í mótmælum, að þeir séu raunverulega ekki í mótmælum til þess að ná fram einhverju breytingu á einhverju ástandi, heldur séu þau að merkja sjálfa sig inn í samfélaginu fyrir einhverju dygðir. Já, ég meina þú getur þá bara mert hvert sem ætlar að gera eitthvað gagn þannig, sko, ég meina. En þetta mjög áberandi í kringum akkurat þetta mál. Já. Það sem þegar ég nefndi við að hvort væri að koma hingað, þá vildi ég fá að tala við þessi svona óskaanstæðing þeirra helstu síonistana á Íslandi, sem að nota meðal annars þessi rök til þess að grafa undan þínu málstað. Það sé eiginlega ekki að marka þig, af því að þú ert raunverulega bara að flagga góðmennskuðinni. Já, ég er bara að reyna að öðlast vinsældir einhvern veginn til þess að ég veit ekki. Ég veit ekki hvaða hagi þetta beinlínis hafa þessu, en það er líka vegna þess að það er áhætta svona, ég meina, það sem að ég til dæmis lendi í núna, þar sem að það skrifaður leiðarum í Morgunblaðinu, sem er miðill sem hann er til 1000 manna, þó að kannski meiri hluti Íslendinga viti að maður tæki ekki marka á því sem stendur þar. Það er gerðar birtar fréttir af mér, eða fréttir mig og myndir af mér með orðinu gyðingahattari á Vísi. Það er fjallað í Bítunu á Bylgjunni, þar sem að Þórarinn Hjartarson, hatturs hlaðvarpari, fær að níða mig með því að lýsa einhverju þvælu yfir mínar rannsóknir og kennslu, sem að koma þessum mála ekkert við einu sinni. Þú veist, og fyrir utan Hannes Holmsnýr Gissurason sem verðist vera að koma með mig á heilan og tekur skjáskot af því sem ég skrifa á Facebook og birtir annar staðar og öðrum þráðum. Ég meina að þetta er ekki skemmtilegt, sko. Þetta er ekki hagur fyrir mig. Nei. Þetta er ekki eitthvað sem ég óska mér. Og svona í stærra samhengi þá náttúrulega bara er ástæðan fyrir því að mjög margir sögðu mjög lítið, mjög lengi og kannski ennþá er ótti við einhvers konar refsingu. Við vorum að ræða hérna áðan þegar ég var að taka dæmi af bresku þingmönnunum eða blaðamönnum. Já. Það er ótti við að fá þetta yfir sig. Já, en það er líka ótti við að missa einhverjum tækifærum, sko, að vera útilokaður. Þú veist, bara að fá ekki fyrir utan að verða þetta rekin, eins og hefur verið kallað eftir með mig. Að fá ekki einhver tækifæri, fá ekki einhver styrki, fá ekki að koma á einhverja ráðstefnu eða, þú veist, greininni er að hafna einhver staðar, af því að það eru einhverjir sem eru hliðhollir síonismannum sem að sjá, þessi, þannig nú á móti Ísrael. Við skulum bara ekkert vera að láta hann fá, sko. Og svo er hringurinn umverulega svo stór að það er líka þannig að, Ingólfur það er alltaf eitthvað vesinn í kringum hann, skilur, þannig að þetta getur líka kallað yfir svona einhvers konar útilokun eða takmarkaðri tækifæri út af þeim illindum sem að andstæðinga þínir magna upp. Þegar ég býst ekki við að þú hafi verið að ráðast á Hannes og Þórarinn Ekki þannig, sko. Ég meina, ég bara getur vel verið að ég hafa einhvern tímann mótmælt Hannesi eða einhver sem hann segir mjög kröftulega, sko, en ég meina, ég held ég hafa nú aldrei sagt neitt um hennan Þórarinn, sko. Ég aldrei bara get vitað af honum. En þú veist, en það er mjög fyndið kannski að þessir hægri menn sem að dygða skreita sig, þá geti ég sagt, með því að þykjast vera miklir málsvarar málsfrelsis og móti slaufun og allir svo leiðis. Þeir vilja slaufa mér. Þeir vilja láta reka mig. Þeir eru harðastir í slaufunum. Og það er sko raunverulegt. Það er ekki einhver svona slaufun neytenda á einhverjum tónlistamanni eða einhverjum fyrirlesara eins og menn hafa miklar áhyggjur af, sko. Heldur það raunverulega slaufun á vegum valds, sko, bara sem að getur bara beinlínis rekið þig. Þú ættu þá að vísa til bara Íslandssögunnar sem að það sem að langan tíma þá gátu hægri menn beitt svona slaufunum á þau sem voru óæskilega skoðanir. Að fólk fekk ekki lán eða ekki uppgang í starfi og þannig ég hef tekið þessu dæma því að í grunnskólum Reykjavíkur sem að hétu kannski bara barnaskólandi þá, að þá var aldrei yfirkennari sem ekki var sjálfstæðismaður. Vinstri menn komust ekki, þeir máttu kenna, en þeir gáttu aldrei fengið stjórnunarstöðu. Menn fengi ekki lán, menn fengi ekki lóð, menn fengi ekki að fara í nám til Bandaríkjanna
og þar fram eftir götum. Já, þetta allt rétt og bara takk fyrir að rifja þetta upp. Þetta var ekki það sem ég hafði í huga, sko, en já, þetta allt rétt. En ég er kannski að vísa í það sem hefur gerst meira erlendis, eins og í Bandaríkjunum og Þýskalandi og Bretlandi, sko, að akademiski starfsmenn eru reknir fyrir að tjá sig gegn Ísrael. Bara bókstaflega reknir og sumum og mörgum fundum og fyrirlesturum hefur verið aflýst í Þýskalandi þar sem að fræðimenn hafa viljað koma til þess að ræða Ísrael og Palestínu og þeim aflýst og eins og með Ghassan Abu Sitta sem er frá Bretlandi að honum var beinlínis bannað að koma til Þýskalands þegar hann átti að fara að halda þar erindi. Þú veist, þannig að þú veist, fræðimennum allan heim, þú veist, óttast þetta. Já, en þá getur eitthvað sagt, það er ekki alltaf þannig að illt skal mýdlu útreka, þannig ef við ætlum að svara slaufunum á þá sem að vilja fá að tala þjóðamorðið eða frelsisbaráttu Palestínumanna inn í háskólasamfélaginu í Þýskalandi eða í Bandaríkjunum og þeir fá það ekki, þá kannski ekki svarið okkur, Ingólfur, að stoppa ríkisborgara Ísrael til þess að tala gervigreind. Já, það er bara ekki sambarlegt, sko. Það er bara, það er réttlætanlegt að slaufa þeim sem eru að vinna í þágu þjóðamorðs en ekki mér, sko, ekki öðrum. Þetta er ekki svona abstrakt lögmál þar sem að gildir bara samum alla, sko. Þú veist. Þannig að þú ert ekki að segja það þessi brot gegn tjáningafrelsi að viðkomandi fá ekki að fara til Þýskalands, heldur það einfallega bara stuðningur við þjóðarmorðið að banna það. Já, það er það náttúrulega. Þetta er ekki málfrelsismál eins og... Já, þú veist, auðvitað kannski getur fólk kynnt sér hvað hann hefur að segja. Ég meina það getur hlustað á hann á öðrum vettvangi. En þetta er það sem ég er að segja málfrelsi er að, þú veist, málfrelsi er ekki þær aðstæður að það sé fólk í einhverju svona jafnri stöðu og allir geti annarkvort tjáð sig eða ekki tjáð sig. Það skiptir öllu máli á hvaða vettvangi, úr hvaða stöðu og þú veist hvaða vægi það hefur að vera í þeirri stöðu og í raun og veru sko hver hlustar, hvernig færðu fólk til að hlusta á þig. Þú veist, ef þú færð slott á bylgjunni þá eru einhverju þúsundum manna sem að hlusta á þig. Ef þú færð að halda fyrirlestur við Humboldt háskóla í Þýskalandi að þá gefur það einhverja svona vikt og vægi og þá veit fólk annars staðar, já, þetta er eitthvað sem við þurfum að hlusta á, þetta er mikilvægt og þetta er traust og trúverðugt og hefur einhvern svona status en þú veist, það er ekki að sama að fara út á götu og byrja sko að tala bara við fólk þar, sko. Nei. Þannig að við erum sko, þú veist, það skiptir máli vettvangurinn, það er það sem við erum og samingið, sko. Dægurlag kannski skiptir ekki máli í sjálfum sér en dægurlag á vegum Ísraels í Eurovision hefur bara allt aðra merkingu. Algjörlega frábært dæmi. Sérstaklega þegar það er í gangi sko, apartheid og þjóðamorð. Já, þetta er bara dæmi sem var datt í hugja sjálfum, sko, að þú veist, ef einhver Ísraeli vill senda eitthvað dægurlag og fólk getur hlustað á það einhvern veginn, hann getur sett það á Bandcamp eða einhverja vefsíðu, Spotify, whatever, sko. Það er allt annað heldur en að hafa hann í Eurovision. Það var kosningum rektor í vor, eða síðlega vetrar, eða vor, og þau komu hingað sem að bauðu sig fram í þetta verk og meðal annars Silja Bára og líka Magnús Karl. Og það kom alltaf inn umræðina því að þá var Trump að þrengja að háskólum í Bandaríkjunum og það var verið að reka nemendur sem höfðu tekið þátt í mótmælum gegn þjóðamorðinu og það var verið að hóta því og sem síðar varð að draga tilbaka fjárveitingar ef að háskólarnir hegðuðu sér ekki í takt við vilja stjórnvalda. Og þetta kom svolítið til umræðu hér og hvort að við byggjum einhvern veginn við sömu ógnir, en líka, þú veist, hvort að við þurfum að taka tillit til þess einhvern veginn, hvort að það væri hlutverk háskólans að taka þátt í andstöðu gegn þessu. En svo náttúrulega
Íslendingar eru með tengsl við háskólasamfélagið í Bandaríkjunum og maður velti fyrir sér sko ef að Háskóli Íslands myndi gera þess að þú vilt hvort að það geti haft einhverja afleiðingar fyrir háskólan hvort að sá sem er rektor sjáu fram á það að auðvitað væri þetta skref sem að við myndum vilja stíga en hins vegar það þannig að það geti kallað yfir okkur að væri rofin tengsl við bandaríska háskólasamfélagið og þetta geti valdið prófessorum og öðrum starfsmönnum háskólans erfiðleikum, fengi ekki að fara til Bandaríkjanna og þar fram til götunum. Heldur að sé eitthvað slík sjónarmið sem í gangi að þessi öfl séu bara svo sterk að háskólinn sé ekki alveg frjáls með að taka afstöðu. Já, ég held að þetta sé sjónarmið sem maður þarf að hugsa sko. Og ég myndi ekkit útiloka að það einhverjar refsingar á móti. En já, mín afstaða væri að við ættum samt sem aðra að gera það sem er rétt, sko, en Þú vilt stíga yfir þröskuldin, ég bara velta fyrir mig hvort að þröskuldin sé þarna og hvort hann getur truflað ákvörðun. Það alveg örugglega eitthvað sem að fólk hugsar sko. Og en sko þetta sjálfstæði háskóla og þú veist, akademískt frelsi sem svona hugtak og markmið verður til í Þýskalandi þar sem að það var í raun og veru notað til þess að reyna að losa slíta á það að háskólanir væri bara að vinna í þágu stjórnvalda þannig að hugmyndin var að háskólakennarar, háskólarannsakendur yrðu ekki háðir vilja ráðamanna sko. Það svona grundvallaratriði í akademísku frelsi en það er alveg örugglega ekki þannig í reynd að það ríki þetta algjöra akademíska frelsi neinstaðar sko, af því að háskólar eru allstaðar háðir peningum, fjárframlegum, hvort sem þeir eru einkareknir eða ríkisreknir og ef þeir eru eða einhver blanda því sko, þannig að háskólarnir í Bandaríkjunum eins og þú varst að nefna hafa aldeilis fengið að finna fyrir því hvað gerist ef þeir eru ekki þóknanlegir stjórnvöldum að þá geta stjórnvöld skorið niður fjármuni og í raun og veru þvingað háskólana þá til þess að beina rannsóknum og kennslu í einhverjar ákveðnar áttir og í Vestur-Evrópu kannski meira ríkisháskóla og þetta víðar heim sko. Og þar alltaf svona undirliggjandi einhver valdatengslana þar sem að háskólafólk veit að það getur ekki alveg kannski verið öruggt það að ríkið mun ekki beita sér einhvern veginn með einhverjum breytingum á fjárframlagi og þetta kannski misjandi eftir löndum og ég held að skipti máli ég veit bara til dæmis í Svíþjóð þar hefur orðið dálítið svona rekistefna eiginlega það hver beri ábyrgð á því hvort háskólar taki einhver afstöðu með Palestínu eða á móti þessu þjóðamorði vegna þess að svona háskólarnir hafa einhvern veginn jafnvel bara opinberlega einhvern veginn sagt að í raun og veru geti þeir ekki tekin eina afstöðu nema að sé komið einhvers konar grænt ljós frá ríkisvaldinu. Á meðan segir ríkisvaldið en háskólarnir eru frjálsir, þeir eru að taka sína eigin afstöðu. Þannig að þetta er svona svolítið furðulegt samband sko. En það má kannski segja að þú veist það kannski þó að ég segi að best væri bara að Háskóli Íslands ákveður bara algjörlega slíta öll tengsl, algjör sniðganga hvað sem það kostar en auðvitað hægt að gera þú veist, það kannski stórt róf þar sem að þú veist, það hægt að gera eitthvað en kannski ekki annað og það hægt að setja einhverja fyrirvara og þú veist, það hægt að finna eitthvað sem að okkur eða háskólaráði myndi finnast svona minnka líkundur á því að Bandaríkin myndi bara hefna sín með einhverjum refsiaðgerðum sko. Ég meina það hafa margir háskólar út í heimi samþykkt einhvers konar sniðgöngu eða man aldrei íslenska orðið sem það fundið upp fyrir divestment að taka fjármuni út úr einhverjum fjárfestingum en það svo furðulegt að bandarískir háskólar til dæmis fjárfesta mjög mikið í alls konar hlutum út allan heim virðist vera og háskólar annars staðar og sumir háskólar hafa sem sagt tekið fjármuni út úr ísraelskum fyrirtækjum
og þú veist, og gert svona einhverjar sniðgöngu ráðstafanir og stundum þetta svona eins og að við munum ekki starfa með þeim sem eru á hernumdu landi og þá verður að tala land sem var hernumið 1967, svo Vesturbakkanum eða Gaza. Það er til dæmis einn háskóli í Ísrael sem heitir Ariel háskóli sem er byggður á Vesturbakkanum eða á ólöglega teknu landi og það kannski áhugavert að koma fram að sá háskóli var útibú frá Bar Ilan háskólanum sem hann einmitt frá hann fyrirlesaran okkar góði sko. Og hann er markvisst búinn til, settur upp einhvers staðar á óbyggðulandi, á hernumdulandi til þess að síðan byggja upp sko stúdendagarða og byggja í raun og veru upp borga eða sko þéttbýli og samfélag á þessu stolna landi. Þannig að sko háskólarum er beitt þannig beinlínis í landvinningarskyni í Ísrael. Og það er kannski einhver háskólar á Vesturlöndum sem hafa sagt við munum ekki starfa með neinum fræðamönnum í þannig háskólum. En fara kannski ekki alla leið með Ísrael. Svo er takmarkanir á frelsi háskólana, það getur verið formlegt eins og þú ert að benda á, getur verið stuðningur eða afstaða ríkisvaldsins, það er líka samfélagslegt og mér finnst það nú stundum að prófessorarnir og starfsmenn háskólans mættu nú aðeins vera frjálsari í tjáningu í samfélaginu. Mér finnst oft ríkja svona ótti og uggur við að hvernig er tekið á málunum og hvort að sé við hæfi að ég sé að segja þetta og menn svona skreppa yfir með ákaflega mikla innri ritskoðun sem ég býst við að sé byggð upp í kringum kannski svona áróður eins og beint gegn þér að menn eigi ekki að vera að tjá sig nema svona þrengstu fræði og sé ekki vinsælt að vera að tjá sig út í samfélaginu og sumurleyti er bara valdabarátta í samfélaginu á milli einhverja þekkingar sem að verður til innan háskólasamfélagsins og svo þekkingar sem er verið að dreifa út úr svona think tank auðurs fólks og áróðursmaskína eins og viðskiptaráðs eða SA og nóg til af þessu í Íslandi og ég held að háskólinn sé nú bara hálfgett kot við hliðina á þessum batteríum í íslenskri umræðu almennt. Þannig að mér finnst þessi innri ritskoðun háskólana að háskólafólki gæti kannski nýtt betur það frelsi sem er þó hugmyndin að þau hafi til að geta tekið þátt í heiðarlegri og opinskári umræðu. Já, ég held að bara í samfélaginu eða í þessu áróðustríði eða hvað maður kalla að það er rosalega auðvelt að ráðast á háskólaprófessor sem að segir eitthvað sem er kannski ekki staðfest af rannsóknum eitthvað svo leið. Leið og þú ferð að segja eitthvað þá er þetta bara einhver skoðun og þá ert þú að fara út fyrir þitt verksvið og þá er svona mjög auðvelt að berja á þér út af því Því þú kemur auðvitað fram sem einhvers konar fræðimaður og það hefur Þú ert líka borgari, Já, okkur ber að taka þátt í mótun samfélagsins og tala nú ekki í frammi fyrir svona fyrirbrigðum eins og þjóðamorðin og Gaza. Það ber okkur að taka þátt. Ég held bara að margir leggi ekki í það því að þeir vita að það mun alltaf koma svona högg á einhvern hátt, eins og þú hefur fundið fyrir. Það sem að þú ert svona skammaður fyrir að segja eitthvað eitthvað sem er ekki þitt endilega sérsvið eða eitthvað svoleiðis og stundum svo eru kannski aðrir prófessorar sem að verða kannski bara mjög frægir fyrir það að tala lýsa yfir mjög sterkum skoðunum og alls konar hlutum sem þeir hafa ekkert vita á en reyna að nota áru fræðimannsins til þess að auka svona slagkraftinn. Þannig að þetta er bara mjög svona, þetta er svolítið svona trikki. Svona eins og að Snorri Sturluson hefði kosið Sjálfstæðisflokkinn og stutt Davíð Oddsson ef hann hefði verið á lífi. Já, ég veit eitt sem hefur gert það, hann hefur líka lýst í að Jesús hefði verið frjálshyggjumaður. Jesús sé eiginlega sami maðurinn. Það er nú ekki hægt að hlæja því vegna þess að það er eiginlega allir sem að skrifa Jesú og fjalla Jesú eru eiginlega að reyna að sannfæra okkur að Jesú sé eiginlega eins og þeir. Það er sannlega rétt, Heyrðu, akademískt frelsi. Nú, þeir sem hafa gagnrýnt mótmælin og þetta fundarrof, þeir segja þetta svo, einhverjir þeirra. Þeir segja að það má vel vera að þetta sé góðu málstaður hjá þér, Ingólfur. Og auðvitað, ég á móti þjóðamorðin líka og er andstæðingur síónista og allt það.
En hins vegar verður við að vernda það sem mikilvægast í okkar samfélagi. Og það sem mikilvægast í okkar samfélagi málfrelsi og tjáningafrelsi og fundafrelsi og akademísfrelsi. Þannig að þín mótmæli, þú getur unnið því að fá háskólan til þess að samþykkja sniðgöngu og öðrum hætti. En þegar að þú ert komin og ert byrjað að rjúfa fundi og trufla fundi, eðlileg samskipti manna, skoðanaskipti, sem að háskólinn byggir á og bara okkar samfélag byggir á, við verðum að geta átt skoðanaskipti, að þá ert þú að eyðileggja í þínu heilaga stríði, eyðileggja kannski verðmæti sem eru jafn heilug eða heilagri. Hverju svarar þessu? Ég er með nokkur svörin þessu. Í fyrsta lagi þjóðarmorð algjörlega einstakt fyrirbæri og það þessi virði að brjóta ýmis önnur lög til þess að reyna að hafa einhver hindrandi áhrif á það með einhverjum hætti. Þið ber að gera allt sem í þínu valdi stendur. Mér ber að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að reyna að stöðva það eða draga úr því eða hversu lítið sem það ef það gerir það og ef það hægt að rökstyðja að það hafi einhverja meiningu í þeirri viðleitni og þá ég bara alveg tilbúin að taka á mig stöðumæla sekt eða eitthvað annað Ég meina, það var ekki neitt ofbeldi að ræða, skilur, það var ekkert líkamlegt fór fram, ekkert var skemmt, það var ekkert slíkt að ræða, og síðan myndi ég vilja þá hefja svona umræðu hvað eiginlega átt við með málfrelsi, eins og ég var að koma kannski aðeins inn á áðan, það ekki verið að þagga niður í einhverjum þegar við erum að neita honum tiltekin vettvang og það þetta þannig að flest kannski almenningur á Íslandi, hann hefur ekki aðgang að því að halda fyrirlestur á háskólavettvangi. Það völdum mér misskipt í þessu. En ef ég reyna að hugsa eins og gagnrýnendur þínir, að þá getur þeir sagt sér svo, já, þú ert búin að taka dæmi það að þessi vettvangur hafi verið og viðurkenndur. Hann má mæta í hlaðvarpi hjá Þórarni Hjaltarsyni, en þetta viðurkenndur. En þá erum við komin með svona samfélag þar sem viðurkenndur vettvangur og líklega RÚV skildir öðru máli heldur en Þar inni mega bara vera viðurkenndar skoðanir sem að falla þér að skapi. Ég ræði náttúrulega ekki hvað skoðanir, Nei, en þú ert að segja að skoðanirnar skiptir. Skoðanir, kannski mikilvægast að skoðanarskiptin inn á þessum viðurkenndu vettvangi. Já. Því annað bara hróp í einhverjum skotgröfum. En þannig það, Það þannig sem að fólk lítur á hlutina. Þannig það. En, það ekki skoðanirnar sem við erum að mótmæla. Við erum ekki að mótmæla skoðanum eins og gervigreind. Ég veit ekkert hvaða skoðanir það eru. Við erum bara að mótmæla því að ísraelskur fræðimaður fái vettvang Háskóla Íslands til að tjá sig. Að sjálfsögðu myndi ég mótmæla sjálfsagt á öðrum vettvangi líka, en ég meina, ég hef samt ekkert að segja það hvað hann segir í einhverjum lokuðum rýmum, Ég meina, og ég ekki að móti því að hann komi sínum hugmyndum gervigreind á framfæri einhvern veginn, ég meina, hann getur gert það. Herðu, talandi svona, að okkur ber að gera allt sem í okkar allir stendur. Ég stundu ekki dæmi að því þegar maður að labba í göngu með til stuðnings baráttu Palestínumanna og gegn þjóðamorðinu að það var svolítið sérstakt að við sem erum í göngunni erum eiginlega með sömu kröfur og alþjóðadómstóllinn og svona alþjóðasamfélagið ætti að hafa. Já. En það furðulega að þetta bara einhverjur hópur hér fyrir utan sem að líta á þetta eins og þetta séu einhver svona hliðarskoðanir. Þetta ætti að vera ríkjandi skoðanir í okkar heimsluta. Það eitt. En ég tók eftir því að mjög fljótlega þá stekst þú fram og varst að posta á Facebook og gott ef ég varst ekki bara að reyna að posta eitthvað hverju degi eða eitthvað. Já, einhvern veginn var það mjög nálega því alveg. Já, ég held að ég sé bara með það nokkurn veginn, Já. Af hverju? Hvernig veit maður nákvæmlega ástæða þess sem maður gerir, ég veit það ekki, en þetta einhver kannski þetta já, ég hef sagt, ég kannski ætla ekki að gera neitt þennan daginn, ég kannski bara tek mér frí frá því að posta og svo ég bara eitthvað að skrolla á netinu og rekst á eitthvað
og mér bara finnst ég verð að segja frá þessu, ég bara verð að koma þessu út, sko. Þannig að og þetta er á einhvern nátt, sko, einhver vettvangur til þess að bara hugsa upp á þetta, bara til þess að skrásetja og segja. Þú veist, þetta er bara eitthvað sem mér liggur bara greinilega mjög mikið á hjarta. Ég bara átta mig ekki alveg á því, þú veist, af því að ég meina ég á vini sem að segjast ekki alveg eru ósammála mér það að þetta skipti einhverju máli, þar að segja það skipti engu máli hvað eða við segjum, sko, þetta verði ekki stöðvað og náttúrulega reynslan hingað til kannski bendi til þess að þetta skipti engu máli. En ég hef svona haft á afstöðu að ég bara einhvern veginn verð að gera þetta þó að þetta muni ekki kannski á endanum skipta neinu máli. Eitt er það að gera sitt, en síðan tekja þér á þér og það eru fáinir aðri sem að mér finnst vera að gera það með svipuðum hætti. Að það er þarna að vera að skrá sögu sem er ekki sögð í samfélaginu. Og það hlýtur að benda til eitthvað svona eiginlega meinsemdar í okkar samfélagi. Að þeir sem að bera mest ábyrgðina og þeir halda fram með réttri sögu eins og Ríkisútvarpið, ég veit ekki hvort það er ekki kröfur til Morgunblaðsins, að þessi saga er ekki sögð þar. Nei. Og sagan sem er sögð þar, hún er ótrúlega skökk. Hún er bara alveg gjörsamlega fáránleg. Og ég var alveg, ég veit ekki hvort það er dregið úr því núna, en á tímabili var ég að það skildi alltaf koma ráðamaður í Ísrael í hverjum einasta kvöldfréttatíma Ríkissjónvarpsins til þess að réttlæta sínar aðgerðir. Ég bara náði ekki af hverju er þetta svona? Af hverju er þessi maður þarna? Akkurat. Að réttlæta morð, barnamorð, þjóðamorð. Aldrei talsmaður Palestínumanna. Já, þetta er bara, þú veist, þú getur sett í samhengi við málfrelsi. Ég meina, hver hefur málfrelsi hér? Hverjum er veittur einhver vettvangur til þess að koma sínu á framfæri? Það er þessum Ísraelsmönnum. Palestínumenn hafa þeir ekkert málfrelsi. Ég meina, þú getur sagt, einhverjum abstrakt skilningi hafa þeir málfrelsi. Það gæti komið Palestínumaður, hann gæti talað, hann gæti farið á Austurvöll og talað og kannski gæti hann beðið mig eða einhvern svona vinsamlegan að búa til atburði Háskóla Íslands. En hann er ekki í RÚV á hverju kvöldi, sko, eða neitt. Með táknmyndir síns ríkis. Og þú veist, ég hef líka, kannski ekki frá upphafi, en svona farið að hugsa að það sem að ég hafi eitthvað annað fram að færa heldur en bara það sem að, þú veist, það eru þetta mjög margir núna að posta fréttum og hneykslan og tilfinningum og svona, en að ég gæti kannski reynt að kynna fyrir fólki hluti sem að ekki allir kannski hafa beinan aðganga eða hugmynd sem er eins og til dæmis fræðilega greinar og svoleiðis, rannsóknir sem að umhverfið sem ég þekki ágætlega sem háskólamaður og þess vegna hef ég mjög oft postað sagt frá einhverjum greinum sem að birtast í ritrýndum vísindatímaritum og meðal annars eru til rannsóknir og eru þetta að fara fram núna, það er ekki náttúrulega búið að birta á fjölmiðlun, á New York Times og BBC og fleiri svona virtum miðlum sem eru svona búa til söguna svolítið og ég meina allar þær rannsóknir sína að hallinn er alveg gigantískur á það sem mikill munur á Ísrael og Palestínu, hvernig það er sagt frá hlutum bara þú veist eitthvað eins og þú telur hversu oft er talað hvern látin Ísraelsmann á móti Palestínumanni, þá er það svona alveg 100-falt eða ég veit ekki hvað er komið upp í núna, sko. Bara líf þeirra er verðmættara. Líf þeirra er bara miklu verðmættara og annað sem er gert er að greina lýsingarorðin sem eru notuð, sko. Þú veist, er talað bara að einhver hafi fallið eða er talað að það hafi einhver hafi verið drepinn með hryllilegum hætti, eitthvað svoleiðis. Og ég man ennþá eftir einhverjum morgunþætti á Rás 1 þar sem ég heyrði Boga Ágústsson útskýra að þetta hefði nú allt hafist með skelfilegri hryðjuverka árás Hamas og þú veist, og það að nota orðið skelfilegt eða hryllilegt eða blóðbað eða þú veist, öll þessi lýsingarorð og það er bara sýna það og telja, það er bara gert þegar Hamas gerir eitthvað þá er það hryllilegt, skelfilegt hræðilegt og þeir bara fara líka við, sko, maður sér bara í þessum yfirlýsingum að þessara ráðherra stundum að þeir fara bara í orðabókina til þess að reyna að finna nógu sterk orð til þess að lýsa Hamas og á meðan
sko Ísraelsmenn eru bara í einhverjum aðgerðum og Ísraelsmenn segja að þetta hafi verið hryðjuverkamaður og hann tengist Hamas og bla 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 og þetta er bara alveg svakalegt. Hafna meira að það hafi verið árás eins og Bjarni Ben gerði þarna á blaðamannafundinum. Sagður árás. Já, sagður árás. Það þeirra verið að drepa fjölda fólks já, akkurat. í flóttamannabúðum. Eins og þú nefndi sko hérna, þú veist, maður myndi vilja og eiginlega skilji bara ekki alveg hvað Ríkisútvarpið hefur staðið sig illa í þessu. En ég held að það stafi bara því að þeir herma eftir BBC og New York Times og svo bara, þú veist, AP og Reuters kom eitthvað svona inn í þetta. En hérna, það sem ég ætlaði að segja var, sko, Morgunblaðið, þó að hérna, svo ég segi, flestir vita að það er ekkert að marka það sem stendur í Morgunblaðinu í dag, þá er það samt einhvers konar paper of record, sko, og það er geymt á tímarit.is og fólk mun í framtíðinni geta flett Morgunblaðinu á tímarit.is og sé þar fjöldan allar af leiðurum sem að réttlæta þetta þjóðamorð og segja ég sé gyðingahatari og þannig að hérna, já, mér finnst það að vera hérna, já, þetta er eitthvað. Talandi svona framtíðina að skoða samtíman. Við höfum skoðað hérna fortíðina og við vitum að íslensk stjórnvöld hefðu getað staðið sér svo miklu, miklu betur varðandi þjóðamorðinu í Þriðja ríki Þýskalands. Já, ég meina... Þar brugðust íslensk stjórnvöld. Já, þú meinar eins og að taka móti flóttamönnum. Taka móti flóttamönnum, já. Og það er hérna, ég held að sé svona, þótt að við höfum kannski ekki gert svona stórt uppgjör að það verða svona svolítið vitað í þjóðarsálinni að þarna brugðust við og hefum getað staðið okkur betur. Það hefur ekki að hafa áhrif á okkur í dag. Þannig að þessi hugmyndum aldrei aftur svona hugmyndin, hún einhvern veginn virkar ekki og kannski það tengt þessum rasisma sem þú varst að vitna í að það eigi bara við ef það beinist gagnvart einhverju sem við getum skilgreint sem hvítt fólk, að það verða aldrei aftur. Já, ég meina ég ætla ekki að útiloka að það verði einhverjir hvítir líka fyrir því í framtíðinni, sko. Ég meina það er bara einhvern veginn er einn hópur tekin fyrir útilokaður, afmennskaður og eins og ég segi, Arabar hafa verið afmennskaður alveg hreint sundur og saman. Bara það, svo hugmynd sem að fólk hefur af arabískum kallmanni er bara, þú veist, það er bara helmingslíkur á þetta sé hryðjuverkamaður, það er bara það sem að fólk hugsar, held ég. Lemur konuna sína. Já, sjálfsagt, sko. Kúar konur og lemur börn, sko. Veist, þetta er bara hugmynd sem fólk hefur og það bara er tilbúið til þess að skrifa upp á loftárásir á Íran til þess að bjarga konunum þar, sko. Þú veist, þetta er bara, þú veist, svo frámunalegt að hérna, já. Herru, en aðeins hérna varandi svona hérna borgarlega skildur og þú ert að posta þessu og með einhvern veginn að skrá söguna, kannski bara ekki, þú er ekki sem stöðu og Morgunblaðið sem er geymt á tímarit.is þú ert að hrópa bara svona, opnar gluggan og hrópar eitthvað út og telur þið byrja skildi til þess. Og þú varst að segja að vinið þínni segja stundu hvernig hérna stendur í þessu, þetta hefur engin áhrif. Við vitum þá í baráttu er það oft þannig að fólk gefst upp, sko rétt áður en að sigurinn vinnst, það er allavega til svo kenning að fólk gefst oft upp að þrautseigjan sem að getur unnið. Hvernig hérna sér þú fyrir þér hérna að mál geti þróast? Hefurðu trú á því að ég talaði við hann Kusai Odei sem er núna staddur í Jerúsalem og hann sagði þetta verður ekki stoppað nema með hervaldi. Og hann var eiginlega búinn að missa alla trú á einhver svona viðsnúning alþjóðasamfélagsins og eitthvað svoleiðis. Það verður ekki hægt að stoppa Ísraelsmenn og þeir munu ekki láta stoppa sig. Þeim er alveg sama þótt að hendur þeim út úr hérna Eurovision og ég verð að svekkja þeim með því að þeim er alveg sama þótt að hann hérna Epstein fá ekki að koma hingað og halda fyrirlestur. Þeim er alveg sama. Og það er þeir þóla alveg að komi fólk heim og segja það er allir á móti okkur, það er bara fínt. Eina leiðin til þess að þetta verði stoppað er að komi ykkur her og gangi á milli og reki ísraelska herinn út úr Palestínu. Já. Ég er ekki að segja að þetta sé, er ég bara að lýsa hvaða tilfinningar hann hefur, hann er á Vesturbakkanum og það er náttúrulega miklu harðari aðgerði núna heldur en verið bara áratugum saman, hryllingur í gangi þar. Já. Nei, ég þekki Kusai, þetta er alveg, þú veist, ég bara hugsa, þú veist, mínar máttlausu aðgerðir séu einhvers konar örlítið korn í einhvern mæli einhvers staðar, til dæmis bara til þess að hérna auka
auka þá þann stuðning sem að, þú veist, til þess að það sé hægt að beita hervaldi, þá þarf líka einhverja stemningu og samþykki. Leiðin að því. En ég meina, ég veit það ekki. En sérðu fyrir þér einhvern veginn hvernig þetta getur endað? Ég bara sé það ekki og ég hef ekki hugmynd um það og í rauninni, ég meina eins og kannski margir, þá hélt ég eftir 7. október að nú myndu Ísraelsmenn hefna sín og þeir myndu ganga eins langt og þeir gætu í því að eyðileggja Gaza en að á einhverjum punkti hlyti jafnvel Bandaríkjamenn sem að geta þetta bara sagt stopp og þá er þetta búið. Þeim hlyti að ofbjóða. Það getur ekki annað verið á einhverjum tímapunkti. Það hefur ekki gerst ennþá. Og Biden fór bara algjörlega af heilum huga í það að styðja Ísrael í þessu þjóðamorði. Og já, maður hélt kannski að þetta myndi standa í nokkra vikur og það eru kannski 1000 drepnar og gríðarlega eyðilegging, en svo myndi Bandaríkin segja ok, nú er þetta komið gott og við höfum nú ennþá hérna svona eitthvað ætlum að halda því fram að við séum að reyna að búa til einhverja tveggjaríkja lausn eða eitthvað svoleiðis. Það hefur ekki gerst. Og núna sé ég náttúrulega bara, já, ég meina ég veit ekki hvað, ég bara veit ekki hvað á að gerast, sko. Og þú ert með þitt Sandkoll og hérna ert ekki með stórmennsku brjálæði, þannig að ég er til að gera eitthvað eða breyti heiminum, þú ert bara til að leggja þitt Sandkoll inn í þetta. En finnst þér að kannski síðustu 2 árum eða svo, að það hafi þessi breyting í því að séu fleiri að koma með sitt Sandkoll, hérna bara í okkar nærumhverfi? Já, alveg algjörlega, það er allt öðruvísi, sko. Þegar ég var að posta haustið 2023, það var bara mjög lítið, það var bara mjög lítil umræða og ég sá mjög lítið á Facebook og ég held að fólk hafi hikað mjög mikið við að koma fram með einhvern stuðning við Palestínu vegna þess að það var svo svakalega þungur áróður og lega áróður þetta þar á móti sem að málaði Palestínumenn og Hamas upp sem einhver svona ómennsk skrýmsli og bara hvernig getur stutt Palestínumenn þeir afhöfðuðu 40 börn, settu barn í ofnin, bla bla bla, skera fóstur úr ólitum konum og nauðgæðum, sko. Þú veist, þetta var bara allt svona. Þannig að það er mjög erfitt að segja eitthvað svona, heyrðu halló, þetta er nú kannski eitthvað orðum ekki, þú veist, þetta svo reynist þetta náttúrulega bara allt vera bara hrein lygi, sko. En þær fréttir voru kannski ekki sagðar. Það voru sagðar upphaflega, sko, með lýsingunum, en þegar kemur í ljós að þetta er lygi og rangindi, að þá er þetta ekki leiðrétt. Nei, bara allavega mjög litlu leyti. Þú veist, þetta fær einhvern veginn að hanga þarna, sko. Og þú veist, áróður virkar þannig að meðal annars þannig að legar virka líka, sko, vegna þess að þú veist, þú veist, svo segja fólki, já, þetta er kannski ekki alveg nákvæmlega, þú veist, ekki akkurat þetta kannski, eitthvað svona smá nákvæmt, en þú veist, almenna tilfinningin er samt þetta hafi verið svona gjörsamlega, sko, hryllilegt að það bara því verður ekki morðum lýst, sko. Já, þannig að ég held að sko, svona, í dag verði ég var við miklu, það er mjög margir að posta um þetta alveg reynd út og, sko, daginn út og inn og hérna, þú veist, það hefur bæst mjög margir hafa bæst á minn vinalista undanfarið og bara smám saman, sko. Og fólk hefur sagt mér, nú tala ég næstum svo stjórnmálamaður að þú veist, ég hef hitt margt fólk bara sem ég þekki lítið eða ekkert og það hefur sagt, sko, að það hafi lært eitthvað, þú veist, að þakka mér fyrir að hafa komið fram með einhverjar upplýsingar sem hafa skipt einhverju máli fyrir það sjálft, sko. Þannig að ég er þá að minnstakosti að vonandi þá minnstakosti að fræða fólk um það sem er að gerast á einhvern nátt. Og það er kannski einhvers virði þó að það stöðvi ekki þjóðamálið, sko. Ég ætla að fá að þakka þig fyrir það sem að þú hefur gert. Áberandi og mikilvægt. Okay. Og takk fyrir að koma hingað að ræða svona ýmsar hliðar að þessu. Takk fyrir. En við ætlum að vera hér áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og samfélagið og okkur sjálf kannski í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætlum við að slá á þráðinn til Bangkok í Tælandi, þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er. Vertu velkomin, Hilmar. Sæll, góðan dag. Ég ætla ekki að tala við Tæland eða Asíu, ég ætla að tala við það sem að, er á forsíðum allra blaða og er í umfjöllun í öllum fjölmiðlum í heiminum. Það er fundurinn sem að verður á morgun í Alaska milli Trump og Putin. Ef við ekki bara byrja á því að spyrja hvað mun koma út úr þessu? Ég held að eiginlega ekkert koma út úr þessu fundi. Reyndar það kemur út úr þessu fundi að Putin hefur alltaf viljað og forseti Rússlands vilja geta staðið jafnfætis forseta Bandaríkjanna opinberlega og það verður mikið af fallegum myndum sem koma sem hann getur dreift í Rússlandi líka en svo vill náttúrulega Trump hafa mikla fjölmiðlaathygli þannig að það kemur út úr þessu þannig og svo geta það kannski talað um einhverju önnum málum sem Miðausturlönd og þau geta talað um Asíu eflaust þannig að það getur verið gagnlegt fyrir það að hittast að því leyti en varðandi Úkraínu þá held ég að séu allar nokkuð sem kemur út úr þessu þannig að það er ekkert sem liggur fyrir hvað á að gera þarna og líka það að leiðtogar Evrópusambandsins kanslari Þýskalands og forseti Frakklands og allir þessir ráðamenn í Evrópu eru að keppast í það að það megi ekki semja neitt, það má ekki breyta landamæri með að semja nokkuð skapaðan hlut nema Zelenský verði þarna og hann verður ekki þarna og Trump vill hvorki hafa Zelenský og það vill Putin ekki heldur og heldur ekki hafa leiðtoga Evrópu þannig að ég sé ekki að það komi neitt út úr þessu. Putin er búinn að segja það, hann sagði það í júní 2024, hvaða kröfur hann gerði. Það er ekki að verða við neina af þeim, það á bara að tala um vopnahlé sem hann vill ekki, það hann vill að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem hann er löngu búinn að tala um. En það hefur ekkert af því til umræðu. Þannig að ég sé ekki að koma neitt út úr þessu. Svo líka er talað um einhverja refsiaðgerðir gegn Rússlandi ef það ekki gera eins og stöðva stríð og gera afverði vopnahlé. Þá á að breyta senator í tælandi Kína og Indlandi og það þýðir ekkert að kúga Kína. Kína er að selja Bandaríkjunum sjaldgæfa málma sem Bandaríkin þurfa að halda og utanríkisviðskipti Kína við Bandaríkin er mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin líka. Og svo er Indland búið að segja að það þeir ætli ekki að hætta að kaupa olíu í Rússlandi sama hvað Bandaríkjamenn gera og síðast að öllu sem Bandaríkjunum vantar er að ýta Indlandi í faðminn á Kína og Rússlandi og hann er reynda líka að ýta Brasilíu sem er stærsta land Suður-Ameríku í fangið á Rússlandi og Kína. Þannig að ég bara sé ekkert út úr þessu. Mér er alveg furðulegt að leiðtogar Evrópusambandsins og Evrópu og NATO komi hver af fætur öðrum að segja að það sé ekki að semja neitt. Það má ekki ræða eða semja neitt af þeim kröfum sem að Putin hefur sett fram. En það eins og má segja það að það sé gagnlegt sérstaklega fyrir Putin að geta staðið jafnfætis Trump á bandarískri grund og þetta er auglýsing fyrir hann í Rússlandi. Hins vegar þá held ég að Trump, þetta sé viss áhætta fyrir Trump og hann fær auglýsingu en hann getur ekki, ég held að koma ekki með neitt út úr þessum fundi. Já, ef við förum þá yfir málsaðila, eins og þú bendir á að þá er bara að fundurinn er viss sigur fyrir Putin og það nýtist honum heima fyrir og styrkir umverulega stöðu hans. Hvað svo sem kemur út úr honum og ef það kemur ekkert út úr honum, þá er það bara ágætt niðurstaða fyrir Putin. Fyrir Trump getur þetta varla verið það. Hann fer á fundinn og hann hlýtur að þurfa að koma með eitthvað tilbaka. Niðurstaðan gæti verið svo að það þýði ekkert að tala við Putin, að hann hafi ekki séð sálinn í augum hans eins og Bush hafði einu sinni séð og þess vegna verði að beita hörðum aðgerðum. Hefurðu trúað því að það geti orðið niðurstaða? Já, sko, þegar að Bush sá sálina í Putin, þá leist hann mjög vel á sálinni í honum og taldi að vera mjög traustan mann og þetta var áður en að Rússland tók Krímskagan. Ég held að það sem getur gerst í þessu máli er það að Trump gæti gengið frá málunum, bara sagt við leiðtoga Evrópu og Úkraínu að hann sé tilbúinn að semja eða finna einhverjar lausnir en það er engin sveigjanleiki og það sem vekur athygli það að Witkoff sendimaður
sendimaður hérna, Trump búin að fara nokkra ferðir til Moskvu og ég algjörlega viss það að Putin tók sjálfur á móti honum og hann búin að skýra út til hann alveg í smáatriðum hvaða kröfu hann að gera. En svo kemur þessi fundur núna, bara eins og svona þreifingafundur, á þess að sé nokkuð búið að setja á blað hvernig niðurstaðan getur orðið, eða það eins og Trump viti ekkert hvað hafi gerst á þessu fundum með Witkoff. Þannig að raunverulega þá það sem getur komið þessu fundir það að Putin fær tækifæri til að segja Trump nákvæmlega hvað kröfur hann gerir í þessu máli og það bendir allt þess núna að hann er með yfirhendin á vígvellinum og að sækja fram og svo sóknar að herðast. Þannig að hann telur sig ekki þurfa að gefa neitt eftir í þessu. En ef það á ekkert að gefa eftir og svo bara tala Evrópuleiðtogarnir það verður erfitt að samfæra þá að gera einhverja breytingar á þessum landamærum þarna sem óhjákvæmilegt að gera einhverja breytingar og einhverja samninga það og Zelensky, hann vitnar bara í stjórnarskrána og segir að hún megi leyfi ekki að það sé neitt gert en hann breytti henni var reynda breytt til þess að Úkraína geti farið inn í NATO og ESB á sínum tíma, þannig að það breyta henni. En ég get ekki séð, þetta er þreytið að hlusta á leiðtoga Evrópu segja þetta, því þetta þýðir það að fundurinn er dauða dæmdur. En Evrópa er ekki aðilega að fundunum, og Trump veit það og hann vill ekki hafa Evrópu við fundunum, þannig hann er að reyna að ná einhverju samkomulagi við Putin, kannski trausti þess að hann geti þröngvað ofan í kokið á Evrópu, kannski ég trausti þess að hann geti bara sagt að þetta er niðurstaðan sem ég setti mig við og ef þið setti ekki við það, þá er ég bara farin frá Úkraínu. Heldur það sé eitthvað slíkt sem að Trump sé með í huga? Já, það er alveg hugsanlegu möguleiki, ég held varla, en það er alveg hugsanlegu möguleiki. Hann er búin að vera í símtölum við Evrópuleiðtogana, helstu Evrópuleiðtogana og Zelensky og hann virðist vera að tala að það verið alvarlegar afleiðingar fyrir Rússland ef það er ekki samþykkja vopnahlé og afleiðingar er þessi secondary tariff. En það er bara hlægilegt, það virkar ekkert, það myndi virka svo illa fyrir Bandaríkin og Evrópu, það myndi ekki virka, það gengur ekki. Sko, málið er það að söngur Evrópu sem var að það var ekki að semja við Putin því hann verið svo Hitler og það var ekki að tala við hann og ætti ekki að tala við hann og ætti bara að sigra á vígvöllunum. Trump er búin að henda þessum talpunktum í ruslið og vill semja og það hefur verið talað einhverja breytingar á landamærum og það geti verið sett í einhvers konar búning tímabundið eða Úkraína yrði meira eins og federal state, það var allavega þannig staðar en núna er bara að krafa Putin að hann taki þetta 4 oblast pluss Krímskagan og ég vil meira en það sem hér sem hann er ekki búin að taki. Ég auðvitað gæti Trump gert þetta en þetta myndi ekki skila neinum árangri og segja sem hann myndi setja kröfur fram og Putin myndi hafna þeim bara og segja að þetta kom ekki til greina og þá myndi slitna upp úr fundunum. En hvað ætlar hann þá að gera þegar það er búið? Hvað ætlar hann þá að gera? Ætlar hann þá að ganga frá málinu og skilja Evrópu einu eftir? Hann gæti gert það. Ég hugsa að það sé kannski ekki ólíklegt að Bandaríkin fari að segja það við Úkraínu og Evrópuleiðtogana að hann sé komin á endastöð, hann geti ekki meira og hann verði að hafa eitthvað svigrúm til þess að semja. En það er Evrópa og Úkraína sem að Evrópa styður Úkraínu og Úkraína sækir alltaf stuðning til Evrópu eftir að hafa fengið einhverja svona fundi fyrir því að Trump og Bandaríkin er að reyna að fara með málið á einhvern annan veg. Evrópa lítur svo á að það megi ekkert gefa eftir gagnvart Úkraínu, að ef það verður gefin eftir þau héröð sem Rússar hafa þegar náð og voru náttúrulega undir höndum uppreisnarmanna eða hvernig sem við viljum orða það fyrir stríðið að það verði litið á sem ósigur og það er kalli á það að Rússar muni nota þessa stöðu til þess að sækja síðan fram innan tiltölulega skamms tíma og séu ógn bæði við Úkraínu og Evrópu. Þess vegna geti Evrópa aldrei samið við Rússland. Heldur sé eiginlega eina niðurstaðan sem að Úkraína og Evrópa sætti sig við fullnaða sigur á vígvellinum eða einhver staða þar sem að Rússland í svo veikri samningsstöðu að verða að sætta sig við kröfur Evrópu.
Bandaríkin sagt að hafa ekki verið sammála þessu mati, til þetta mat bara byggt á einhverjum rángindum, horfa fram á stöðunu á vígvellinum og öðru slíku, horfa fram hjá því að það ekkert sýnt að vesturveldin geti stutt Úkraínu til þess að sigra á vígvellinum og þá maður að velta fyrir sér hvernig sér Evrópa fyrir sér að framaldi geti orðið, segjum bara næstu missurum? Evrópa að setja fram frekari refsiaðgerðir gegn Rússlandi sem einhverja 19. sem hefur ekki virkað. Evrópa gat ekki komið með Evrópa reyndi að hjálpa Úkraínu í upphafi stríðsins að skaffa þeim vopn, þeir getur verið með vorsókn og tekið allt land tilbaka, hún gat það ekki heldur. Þannig að Evrópa hefur engin vopn í hendi. Núna talað að Bandaríkin eigi að vera með vopn í hendi að setja viðskiptabann á Indland og Kína sem fáránleg hugmynd. Þannig að það engin tæki og land sem búið að missa, þegar Úkraína búin að missa svona mikið land, það ekki, þeir hafa ekki hermenn lengur, vopnasendingar að minnka, vopnin ekki til, þetta algjörlega óraunhæft. Ég skil alveg að þeir ekki bleita landamærum, þeir hafa engin tæki til þess að hjálpa Úkraínu eins og ætluðu að gera. Og Bandaríkin eru búin að átta sig á þessu og Witkoff og Trump hafa öðru hverju talað það, að tala landsvop, að skipta landi eða gefa eftir landi, tala það, að gera það, en þeir geta það ekki og ég meina, þetta bara patt staða að mínum dómi og þess vegna hlýtur að koma því að Trump, að hann lætur gengur frá þessu máli og það líka eina ástæða kannski fyrir að Trump að bjóða Putin til Bandaríkjanna það að hann vill ná Rússlandi aðeins meira á fangi Kína, vill ekki sé þess áberandi. Hann þarf samvinnu við Rússland í Miðausturlöndum. Hann þarf samvinnu við Rússland í Asíu, það sem ég nú Austur-Asíu, hann þarf að hafa það. Og hann kannski að horfa á þetta í stærri mynd. Úkraína skiptir ekkert svo miklu máli fyrir Bandaríkin og Evrópa ekki heldur. Og ég segi svo að Bandaríkin þannig að þau eru dóminierandi stórveldi að mörgu leyti. Þau eru ráðandi í Norður-Ameríku, eða bara í Ameríku allir, Norður-Ameríku, Mið-Ameríku og Suður-Ameríku, eru mjög ráðandi, þó að Kína hafi vaksin ásmegin vegna fjárfestinga og viðskipta við Suður-Ameríku. En þeir ráða þar. Segjum ef að Trump héldi að Putin myndi taka Evrópu, bara alla Evrópu, Austur-Evrópu, alla Evrópu, þá myndi hann hegða sér öðruvísi. En ég held að hann trúi því ekki að Rússland sé að fara að taka alla Evrópu. Það tekur hluta Úkraínu og árásir og frekari á NATO-ríki eru ólíklegar. Hann metur það sem að þessi ekki mikil hætta. Hann í vandræðum í Miðausturlöndum út af Ísrael, út af Gazasvæðinu og út af Íran. Og svo hann í mestum vandræðum í Austur-Asíu sem Kína að verða mjög ráðandi og það það sem ógnar Bandaríkjunum. Hann vill losa sig frá Úkraínu sem alveg skiljanlegt og það getur verið ein ástæðan fyrir að hann vill hafa fund með Putin. Hann vill hafa meira samband við Putin og þú tókst eftir því á G7-fundunum í Kanada á G7-leiðtogana fyrir að hafa rekið Putin úr hópnum. Þetta var G8. Ég held að það sé eitthvað sem að Trump áttar sig á og þetta hefði Henry Kissinger áttar sig á. Að það ekki hægt að halda sig lengur áfram og það ekki til vopn til þess að sigra Rússlandsviðlunum, það ekki til mannafli og Bandaríkin ekki að fara að senda hermenn inn í Úkraínu. Og svo líka Evrópa í óttalegu skrítið ástand. Til dæmis það að við vitum það að eina aðalkrafa Putin varðandi þetta mál það að sé ekki verið að raða NATO-hermönnum inn í Úkraínu. Við vilja það ekki og þetta náttúrulega eitthvað sem að stórveldi öll eru þannig. Ég meina, við vitum það að Kínverjar vilja ekki að sé vera að raða bandarískum hermönnum við Norðurlandameri í Víetnam, við landameri í Kína. Við vitum svoleiðis staða, við vitum alveg að þetta Bandaríkin vil ekki sjá erlenda hermenni, erlend herlið í Kanada eða Mexíkó upp í landamenni hjá sér. Rússar vilja það ekki heldur. En svo breskur forsætisráðherra sem kemur upp með hugmyndinu að countries of the willing, eitthvað viljugar þjóðir, og þá að fara að raða friðargæsluliðum sem náttúrulega NATO-hermin inn í Rússland. En þetta alltaf tóm vitleysa. Það alveg sama hvernig þú lítur á þetta. Og það það sem maður alveg hættur að skilja þetta því að Evrópuleiðtogarnir alltaf að biðja eitthvað og þeir koma aldrei það sem að Putin sagði fyrir rúmlega í júní 2024 það aldrei tekið á neina þeim málum
Það alltaf bara að tala vopnahlé. Það bara, sko, það vonlaust mál að fara að tala vopnahlé án nokkur að skilja það. Auðvitað vill Pútín að honum sé svarað. En það þýðir ekki það þurfa að verða við öllum hans kröfum, en það þarf að taka kröfurnar hans hverja á færið annari og segja, ok, við erum tilbúin að fallast á þetta en ekki þetta. Og þetta mun enda þannig, að náttúrulega, ef það verður samið, þá fá Rússar ekki allt sem þið vilja, en þeir fá eitthvað að þeir vilja, allavega töluvert mikið. Úkraínumenn fá eitthvað en miklu minna vegna þess að þeirra staða vígvillunum bara miklu veikari og það alltaf að vera ljósara og ljósara. En ég get ekki séð það að það verði niðurstaða sem fundi þannig að ef að Trump segir hann alltaf fara að beita einhverjum hörðum refsiaðgerðum gegn Rússlandi ef að það verður ekki vopnahlé. Ég bara spyr því hvað getur það verið? Ég veit ekki hvað það getur verið. Já, en þarna eru við sáum það alveg. Þannig ólíkir hagsmunir og ólíkt mat. Þú ert að lýsa því að Bandaríkjamenn þeir hafa enga sérstaka hagsmuni í Úkraínu. En Evrópuþjóðirnar hafa skilgreint það að þeir hafa raunverulega bara tilvistarlega bara öryggissjónarmið það að Rússar geti ekki enda þetta stríð með einhverju sem þeir geta skilgreint sem sigur eða sem ávinning. Og þetta bara himinn og haf þarna á milli. Trump virtist ætla fram eftir árinu að þröngva ofan í Evrópu samkomulag sem að hentaði honum. Það sem að eru bara slögt á þessu stríði, Rússarnir fengju eitthvað út úr þessu og hann geti byrjað að hafa eðlileg samskipti við Rússland og hægt og bítandi yrði Rússland dregið aftur inn í alþjóðlega viðskipti og alþjóðlega diplomatíu. En það virðist vera að Trump eða stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi metið það að þessi leið sé ekki fær vegna einarlegs andstöðu Evrópuríkjana og það sé ekki kostandi að brjóta þann trúnað og samvinnu sem að þar hefur verið á milli Evrópu og Bandaríkjana út af þessu máli. Þess vegna hefur hann farið frekar í þá átt að færa sig nær sjónarmiðum Úkraínu og Evrópu heldur hann var fyrir nokkrum mánuðum. Getur það ekki verið að staðan sé einfaldlega þannig að hún sé óleysanlega pólitískt þannig að allir aðilar hafi raunverulega bara hagað því að þetta stríð bara malli áfram. Það hagsmunir Evrópu vegna þess að þeir geti ekki knúið fram þá niðurstöðu sem þeir vilja fá. Það á endanum hagsmunir Bandaríkjanna vegna þess að til þess að knýja á einhverja niðurstöðu það gæti leitt til meiri upplausnar innan NATO og þar fram til götunum og svo í sjálfum sér að þá hefur Pútín og Rússland alveg þrek til þess að halda þessu áfram, sérstaklega það sem að hægt og bítandi yrði líklega minni líkur á því að Vesturveldi myndu auka hernaðaraðstoð sína við Úkraínu, þannig að rússneski herinn myndi vinna einhverja 10 kílómetra á viku eða eitthvað slíkt. Er það ekki bara líklegast að niðurstaðan er svo að allir hafi raunverulega því að enginn getur fengið það sem þeir vilja, þá hafa allir næstbesti kosturinn að bara halda þessu áfram? Já, og ég held að það muni gerast og það verður líka ekki gleyma því að innan Bandaríkjanna eins og Marco Rubio, utanríkisráðherra, hann sá sem er raunsæjastur í þessu held ég varðandi stöðuna varaforsetinn, en hann virðist ekki hafa í vans, hann virðist skilja að þetta stríð sé tapað. En utanríkisráðherrann það ekki og Trump er með í sínum stjórnarliði aðila sem að vilja ekki semja á nótum Pútín og vilja halda þessu áfram. Ég held fyrir Evrópu, þá hugsaði Evrópa sem þannig, ok, það betra að við látum Úkraínu hafa öllu vopn sem við getum og fjárhagsaðstoð því að við erum að eyða peningum og vopnum en við erum ekki að fórna mannslífum. Þess vegna, og við erum að veikja Rússland, þannig að það minnkar líkurnar að það hafi verið ráðist á okkur, eða allavega tíminn fyrir það til að Rússland ræðist á okkur síðar, hann mun lengjast af því þeir verða veikari. Fyrir Bandaríkin fyrir Bandaríkin samt slæmt að vera svona í stórvelda samkeppni og svo líka einhverja vonir með að finna það bæði í Evrópu og Úkraínu að rússneska hagkerfið sé að hrynja. Ég var að skoða bara áður við byrjum að tala saman hvað alþjóða gjaldeyrisjóðurinn segir þetta. Hagvöxtur á síðasta ári í Rússlandi var 4%. Þeir spá að hægja á honum á þessu ári, hann verði svona til 2030 svona 1%, 1,5%. Það land sem hefur verið með neikvæðan hagvöxt 2023, 2024, 2025 spáð
það er Þýskaland og er svo mjög hægan hagvöxt í framhaldinu. Þannig að þessi hugmyndum að Rússland muni hrynja efnahagslega, ef maður skoðar alþjóðagjaldeyrissjóðinn og sér, ég sé það ekki. Zelenský er alltaf að tala um það. Ég treysti alþjóðagjaldeyrissjóðnum best allra varðandi að spá, þó að það er mjög erfitt að spá náttúrulega fyrir það eru vel ekki hægt, en ég treysti þeim best til þess að meta horfurnar, og horfurnar í Rússlandi er ekki, það er örugglega, það er alls konar vandamál. Hagkerfið sem hefur hrunið er Úkraína. En ég held eins og staðan í dag, þá sé þetta rétt mat hjá þér, að það eru allar líkur á því að niðurstaðan verði bara svo að þetta stríð haldi áfram og úrslitin muni ráðast á vígvellinum. En þá eins og við höfum rætt áður, að þá held ég að Úkraína muni bara tapa meira landi, hún mun tapa aðganginn að Svartahafinu og hún mun taka Kharkiv. Ég held að hún muni ekki tapa allir Úkraínu, eins og sem Evrópuleiðtogar að halda fram að öll Úkraína muni falla. Ég hef ekki trúað því að Rússar geti það eða vilji það. Þeir eru ákveðin héruð sem þeir eru að hugsa aðgang að Svartahafinu, þeir eru að hugsa ákveðin héruð þar sem eru miklar auðlindir og þeir eru búin að kortleggja það. Og þeir eru ekki, Hilmar, að þeir eru hugsa hér og það sem hlutfall Rússa af íbúunum er það stórt að þeir geti raunverulega haldi völdunar, sem væri ekki niðurstaðan ef þeir færu vestast í Úkraínu, þar sem eru miklu færri Rússar og þeir væri raunverulega eins og hernámslið þar, en þeir geta alltaf að tali sér trú um það, að þeir geti haldið völdum á þeim svæðum sem eru búin að taka og þeir ætla að taka í sæmilegum frið við íbúana. Já, og svo líka eru bara kolanámur og málmar og alls konar hluti sem þeir eru búin að kortleggja í Austur-Úkraínu. Og Austur-Úkraína er mjög innvætt í samanburði á afganginu Úkraínu og þeir eru náttúrulega, þetta var hluti af Sovétríkjunum. Það veit engin meira um þetta utan Úkraínu heldur Moskva, hvað er þarna, og það er það sem þeir eru að taka, breyta Úkraínu í einhvers konar svona ríki sem verður svona failed state, getur ekki stað á einn fótum. Við verðum með lágmarksher, taka aðganga, gera það landlugt, taka stórar borgir af þeim eins og Kharkiv og Odessa. Trump sagði það í frægum fundi þegar hann rífast við Zelenský, ég man ekki betur en hann sagt ef þú heldur áfram í 3 ár, það var ég held að Rússar séu með skilgreitt markmið hvað þeir ætla að ná fram og ég held að Putin fari ekki á hann að fundi í Alaska í einhverju pressu að semja fljótlega. Ég held að hann telji sig hafa yfirhöndina og hann sér ekki neina pressu á að ljúka þessu. Og ég get ekki séð, ég er búin að reyna að segja, þú sér það, ég er búin að reyna að segja hvaða aðgerðir getur Trump gripið til að refsa Rússlandi umfram það sem er orðið. Ég sé það ekki, enda getur ímyndað að Biden var mjög hliðhollur Úkraínu og lét að hafa mikið af vopnum, fór síðast með vopnapakka upp á $60 milljarðar í gegnum þingi sem tók langan tíma og var mjög erfitt. Ef það hefði verið til einhverja refsiaðgerðir sem myndu duga á Rússland, þá hefði hann gripið til þeirra og Evrópusambandið er að semja eitthvað 18. 19. pakkan, það gengur ekki. Þannig að ég held að staðan sé svo, það er svo skrítið samt með Evrópuleiðtogana. Já, það má kannski vera rétt mat hjá þeir að þeir viti það að þeirra kröfur þýði það að það verði barist áfram og það sé það sem þeir raunverulega vilja. En maður hefði ekki kannski vilja að trúa því þetta þýðir algjöra eyðingu Úkraínu. Þú sett bara mannfallið, allt þetta fólk sem það er ekki bara mannfallið, eins og kannski 3-4 fleiri sem að verða örkumla af þeim með það sem falla og með eyðileggingu í landinu, alla innviði ónýta. Landið að missa aðganga að Svartahafinu og svo framvegis ef það verður sem mann vissi ekki ólíklegt, þá verður Úkraína ein rjúkandi rúst og ég veit ekki, það getur vel verið að Evrópuleiðtogar telji það skárri kost heldur en að semja breytt landamæri núna. En þetta er ekki góð kosti fyrir Úkraínu, ég get ekki séð það. Úkraína er bara í svona eitthvað damage control. Já, en þetta eru kostir sem að bara fólk þekkir og fólk stendur stundum frammi fyrir að það er valkostur eða eitthvað sem allt sem ég vil eða allt sem þú vilt sem er bara óhugsandi fyrir mig og ef ég tel mig ekki hafa afl til þess að ná því sem ég vil, þá sætti ég mig bara við óbreytt ástand. Stundum er þetta kallað að sparka dósinni niður veginn en þetta er í mörgu tilfellum það sem að niðurstaðan það er ekki hægt að knýja fram niðurstöðu sem að fólk setti sig við og þá er bara óbreytt ástand sem er valkostur
og ég meina við höfum lifað við þetta í nokkur ár og ég meina stjórnmálamenn í Evrópu, já ég kannski lifið út kjörtímabilið og það er alltaf betra heldur en að kyngja einhverju tapi eða koma til minna kjósenda og segja allt sem ég sagði hingað til að við myndum ekki sætt okkur við neitt nema fullnaða sigur á vígvellinum og brjóta niður Rússland, að það reyndist bara ekki rétt og ég verða að segja ykkur það að við verðum að gera samning um þetta og allt er að forsendur heldur ég hef verið að tala um í 3 ár. Þannig að þetta er bara skref sem að mann sér ekki hvaða stjórnmálaleiðtogi í Evrópu getur tekið. Nei, þetta er alveg rétt. Já, þetta er voðalega skrítið staða sem er komin upp og líka það að fara að tala um að senda, sko því að við vitum það að Putin hefur alltaf sagt það að eitt af það sem hann vill að Úkraínu sé hlutlaus sem sé ekki í NATO. Það er ekki tekið neitt mark á því. Og þá kemur bara svarið frá Bretlandi, sendum NATO-hermenn inn og köllum á friðargæsluliða í Úkraínu. Maður skilur þetta ekki. Þetta menn get ekki, hvað er þessir aðilar að hugsa? Þá getur vel verið þessi réttarsögt að segja að hann viti það, það þýðir það að stríðið bara heldur áfram. Og það er það sem ég finnst líklega. Sýnist mér á þessum fundi að það muni ekkert koma út úr honum og með þess að Lavrov hefur sagt að hann hefur bara gert grína þessum refsiaðgerðum, til dæmis þegar Trump bara tala um 50 daga og svo stytta hann í 10 daga og Lavrov sagði einhvern tíðan voru að tala um sólarhring, einhvern tíðan tölur um 100 daga og við séum þetta allt áður. Þannig þetta er allt saman bara, þetta er ekkert að skila neinu, þannig að mér finnst þetta hálfgerður farsi og mér finnst leiðilegt að segja þetta þegar ég sjálfur tilheyri þeim hluta sem var Vestur-Evrópa og maður vill Úkraínu vel, ég hef verið að kenna þarna og maður sá að þetta land hafði mikla möguleika, staðsetning landsins, auðlindir landsins, mannauðinu sem landið átti, möguleikan sem landið átti, þetta er milli Asíu og Evrópus, þetta er mjög mikið kostaland en hvernig þið búið að eyðileggja þetta allt og það er engin endir á þessu. Evrópa með algjöru óhrifa hugmyndir mjög lengi og einhverjir ennþá með einhverja slíkar hugmyndir að Rússland muni hrynja eða það muni eitthvað breytast á vígvellinum en ég meina, ég veit ekki hvort að til dæmis þessu Eystrasaltssamningnum því ég var þar síðast, þá fannst mér að þeir sögðu bara það verður bara árás á okkur eftir nokkur ár og þessi lönd hafa gengið einna lengst í að reyna að aðstoða Úkraínu og þau kannski hugsa svo ef að það betra stríðið haldi áfram ef að það tefur árás á okkur og þau eru að byggja sig upp og það er verið að byggja alls konar varnarvirki á landamærum og mikil stríðsótti og svo líka hefur þetta miklar afleiðingar fyrir efnahag þessara landa vegna þess að við sjáum bara það þegar Bandaríkin er að semja við Evrópusambandið varðandi tolla. Evrópusambandið er ekki í neinni stöðu til þess að semja neitt, það er bara að taka því sem þeim er bara sagt að gera 15% og fjárfesta í Bandaríkjunum og það er að gera fjárfesting sem á að koma frá Evrópu sem Evrópusambandið hefur engin ráð yfir, kaupa síðan rándýrt gas sem er ein ástæðan fyrir því að Þýskaland er ekki 3 ár í röð, ég meina engan hagvöxt, það gerir alltaf að minnka hjá þeim. Þannig að þetta er náttúrulega afar kostir og þetta er náttúrulega sem ekki eins og þetta séu góðir kostir fyrir Evrópu, en Evrópu er bara á hnjánum. Þú sér bara sem í Kína þegar að Bandaríkin fara þangað í harðar viðræður, það bara mæta þeir bara stáli frá Kína og þeir bara ákveða að fresta tollanum í 90 daga. Það sem ég er núna hins vegar, ég er í Tælandi og þú veist að Tæland var, þú ætlar ekki að fara að tala um Asíu, Tæland var í átökum við Kambódíu og Tæland er svona 4 sinnum fjölmennari en Kambódía, herinn eða svona 7 sinnum meira til varnarmála, Hargeir er svona 10 sinnum stærra, þannig að Kambódía hefur ekkert í Tæland að gera og Tæland er náttúrulega ferðamannaland og mikið ferðamannaland og þeir, það er mjög slæmt fyrir þá ef það verður að tala um styrjöld í landinu eða einhvers staðar í landinu og forsætisráðherra Tælands sagði á tími að vilja að geta bara orðið allsherjar stríð og Kambódía er náttúrulega miklu veikar og hefur engan flug hér þar að auki meðan að Tæland hefur bæði F-16 og hafa líka verið að kaupa sænskar Gripen flugvélar, þeir eru mjög öflugan flug hér til loftarása
En hérna Trump gat í þessu tilviki, hann gat haft áhrif því þessi lönd eru bæði í miklum utanríkisviðskiptum og það talið hérna að stjórnvöld í Tælandi hafi vegið mjög þungt í þeirra mati, þessi tollar sem voru, sem átt að leggja á Tæland, 39-40%, fóru inn í 90% sem þeir voru mjög ánægðir með bæði Kambódía og Tæland. En þar hafði Trump áhrif, af því að hann hafði áhrif, en svona áhrif hefur hann ekki eitthvað Kína. Því Kína grípur bara til refsiaðgerða og bara neitar þá að selja þeim bara sjaldgæfa málma sem þeir þurfa í sína hátækniðina og sín hernað. Þannig að í sumum tilvikum geta tollar og svona þvingunaraðgerðir dugað, en í sumum tilvikum bara virkar þetta að vera þveröfugt. Og það virkaði í Evrópu, ekki af því að Evrópusambandið og Evrusvæðið er mjög stórt hagkerfi, töluvert stórt í samanburði við Bandaríkin, en vegna Úkraínustríðsins, það sem að Evrópa er bara í tómu rugli, stefnulega séð, og svo bara hefnaðan mér í lassessi og þetta er í að það hefur Trump slíkra. Að Rússland er utanríkisviðskipti 3 milljarðar milli Rússlands og Bandaríkjanna og það hefði aðalega ábyrgður, en það hefur minnkað mjög mikið síðan. Það er ekki einhver skapaðan hlutur. Og þessi sekundari tarif, það er bara, eitthvað sem er algjörlega fáránlegt. Ég skil ekki hvernig nokkur manni dettur það til hugar og þú sér það bara að Kínverjarnir þeir eru það sterkir að ef þeir fá ekki það sem þeir vilja þá er bara samið frest í 90 daga. Og ég meina, það er ekkert vogararp sem Bandaríkin hafa. Þess vegna skil ég þetta ekki, því maður vill einhvern í alþjóðasamskiptum geta skilið hvað að gerast. Ég er alveg hættur að botna í þessu máli. Nema eins og þú ert að segja að menn séu bara sammála það að hafa þetta allt saman ómavitlaus og halda stríðinu áfram og þessi skásti kost. Það er ekki skásti kosturinn, það er eini kosturinn vegna það er ekki góð kostur fyrir Úkraínu. Það er eini kosturinn til þess að forða því að vondi kosturinn verði ekki. En að því að þú ert í Asíu og ég var í gær að tala við Ragnar Baldursson sem er mikill sérfræðingur Kína og ræddi með hann annars svona viðhorf Kína til stríðsins í Úkraínu sem að hann lýsti sem að Kímverjar litu á þetta sem bara stórkostlegan harmleik. Það væru bræðravíg og þarna væri Evrópa bara að veikja sig og litu á þetta sem bara harmleik, þetta stríð og hvernig það hefði þróast. Kímverjar? Já, Kímverjar. Hvernig fólk í Asíu, hvaða viðhorf hafa þeir til Úkraínustríðsins? Það fólk sem þú hefur búin að vera að tala við. Það er ekkert mikið fjallað þetta hérna. Ég ætla að flytja fyrirlestur Úkraínustríð í september. Í háskólanum sem ég er hjá þá á ég að flytja 3 tíma fyrirlestur með nemendum Úkraínustríð og fara yfir þetta allt saman með þeim. En ég held að fyrir Kínverja þá sé þetta stríð, það sé hagstætt fyrir Kínverja þetta stríð og hagstætt að það haldi áfram fyrir þá. Vegna þess að því það Bandaríkin eru upptekin í Evrópu, get ekki farið til Austur-Asíu, það veikir Bandaríkin í Asíu, þannig að fyrir Kína er þetta fínt mál og fyrir Kína er þetta fínt mál að þetta haldi áfram. Harmleikur og ekki harmleikur, ég veit það ekki, en ég held að þetta sé bara gott mál í augum Kínverja. Þeir eru í stórveldasamkeppni og það er líka fínt mál að fyrir Kínverja að Bandaríkjamenn séu í átaki við Íran. Þetta dregur athygli Bandaríkjanna frá Austur-Asíu. Bandaríkin vilja og Trump er búinn að átta sig á því að hann verður að slökkva Úkraínustríðinu út af Austur-Asíu. Því að Kínverjar eru að vera sterkari og sterkari og farin að þjarma löndum, sérstaklega Filippseyjum, en fleiri löndum, Indónesíu og ég meina lönd við Suður-Kína hafa finnað mjög fyrir þessu. En ég meina alltaf út frá Kína þá er þetta fínt. Fyrir önnur Austur-Asíuríki sem hallast að Bandaríkjunum, eins og Japan, eins og Suður-Kórea, eins og Ástralía, þá er þetta slæmt mál. Því að Bandaríkin get ekki veitt en þann stuðning og þá athygli sem þau þurfa. Og svo vekur það spurningar hjá bandamönnum Bandaríkjanna í Asíu. Hvers vegna er það sem að Bandaríkjunum gengur svona illa í Asíu, í Úkraínu, að leysa það mál? Að þetta er allt stríðir, NATO er að tapa stríðin í Úkraínu. Og hvernig það er allt í klessu hvernig stendur á því og hvað getum við treyst á Bandaríkin? Hvað er það Tævan hugsi? Eða þessi lönd sem eru, eins og segi, Suður-Kórea, Japan, Ástralía. Ég er ekki prófessor í Ástralíu. Það er líka lærdómur sem að þjóðir voru að draga af Afganistan, þar sem að Bandaríkin yfirgáfu þá sem sóttustur að venda.
Já, ég meni það var skelfilegt og það var Trump sem að ákvaða að draga sig út úr Afganistan, en það var hins vegar gerðist á tímabili Biden og hún var kennt það. En það var vonlaust stríð eins og Sovétríkin voru eins og þú veist áður í stríði við Afganistan og það er megin ástæðan fyrir Sovétríkin féllu og það stríð reyndist þeim gríðarlega dýrt og á efnahag Sovétríkjanna og þau féllu 91. Fyrir Bandaríkin var þetta líka, þetta var 20 ára, þetta lengsta stríð sem Bandaríkin hafa verið í 20 ára stríð, gríðarlega dýrt, miklu dýrara en Úkraínustríðið og skilaði nákvæmlega engu. Og svo getum við, að því ég er í Asíu, getum talað Víetnamstríðið. Það var líka eins, stóð lengi yfir og það var ekki bara stríð í Víetnam heldur líka í Laos sem er hérna nágrannaríki og Kambódíu sem fór mjög illa út úr stríði við Bandaríkin. Þannig að en allavega það vekur spurningar hjá þessum löndum og það er prófessor sem ég kannast við í Ástralíu sem segir bara Ástralía verður bara að standa ein, ég meina við erum að sjá það að það er ekki tækt að treysta endilega á Bandaríkin í stríði við Kína. Og en ég veit ekki hvort að viðmælandi sagði að Kínverjar líta á þetta sem harmleik. Ég veit ekki hvort það er stjórnvöld eða almenning. Ég held að ef ég væri leiðtogi í Kína og í stórveldasamkeppni við Bandaríkin, þá myndi ég vilja hafa Úkraínustríðið áfram og ég myndi vilja hafa átök milli í Miðausturlöndum og ég myndi vilja hafa átök milli Pakistan og Indlands. Vegna þess að þá eru þessi lönd upptekin, Indland er upptekið út af Pakistan og svo framvegis, þannig hugsa þessi stórveldi, þannig þá hafa þeir meiri áhrif og ég held að Trump átti sig á þessari stöðu að hann þarf að draga sig þarna út úr þessu, en ég held samt sem ára fyrir hvað sem að Kínverjar að segja opinberlega að þá sé í samhengi stórveldasamkeppni Úkraínustríð að það dragist á langinn, ég held að stjórnvöld í Peking gráti ekki yfir því raun og veru. Hörðu, Hilmar, takk fyrir að taka síman í Bangkok í Tælandi að ræða fund sem verður á morgun í Alaska. Ég fæ að ringja til þín aftur seinna, kannski ræðu við þá einmitt þessi lönd, Tæland, Víetnam, Kambódíu, Laos og svona stöðu þeirra í breyttum heimi. En takk fyrir í bili og góða nótt segi nú bara því að það er nú komið langt fram á kvöld í Bangkok. Takk. Já, takk hérlega, takk að það fyrir. Herðu, þetta var spjall og ævintýri raunverulega að það sé hægt að eiga svona myndsamtal þvert yfir heiminn. Það voru smá truflanir en við látum það ekki á okkur fá að við bara erum hissa á að þetta sé yfirleitt hægt. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, ég heiti Árni Már Þótt Miðarsson. Hvað finnst þér Evrópusambandið? Mjög stór spurning. En ég held að það sé mjög jákvæmt að skoða þetta til hlítar. Hvaða hluti er sá jákvæðasti? Sá jákvæðasti? Ég held að sé stöðuleiki. Ég held að það sé stöðuleiki í efnahagslífinu. Það getur verið svona það sem við þurfum líka kannski koma mest aðhald í. En þér, Uni, hvað finnst þér Evrópusambandið? B. Já. Takk alveg fyrir þetta. Það er búið að vera aðeins í fréttum með eldislax í dag. Það hefur verið svona sloppið í laxveiði ár. Hefur eitthvað fylgst með þessu í dag? Jú, ég borða ekkert nema bara lax og krakkar mínir og ég var einu sinni flytta út lax til útlöndum. Já, til Egyptaland og New York. Einu sinni, sko. Og hvernig líst þér þá á þessi eldi? Já, hvað kom fyrir? Ég veit ekki hvað, ég vilkast ekki alveg. Nei, það verðist, já. Ég köpti þetta ekki, ég er búin að borða þetta ekki, en ég vilkast ekki hvað koma fyrir. Ég menn eftir eitt strákur sem ég var veslið með í gamla dag, þetta er Árni sem hann koma með lax.
út á landi og svona nokkru sem voru einu sinni þegar ég var að versla með silfurstjörna og svona. En ég fylgist ekki mikið með núna af því svona mikið að gera, en ég kaupa bara mikið lax, en ég fylgist ekki mikið með fréttir. En kaupirðu svona sjóeldislax? Nei, ekki mikið af þessu. Hann var að bjóða mig í gær, ég fann hann svolítið lítil, frekar ég veit ekki, nei, ég kaupa ekki þessu eldislax, eins og segja. Já, finnst þér að við ættum að fylgjast betur með þessum laxeldum í sjó? Að sjálfsögðu, allt sem gera gott fyrir fólki verður fylgjast með og svona gera best. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Góðan dag, þetta Rauða borðið og ég heiti Ragnheiður Davíðsdóttir og ætla að fjalla hér á næstunni heilbrigðismál og félagsmál og þetta fyrsti þátturinn og í dag ætlum við að skyggnast aðeins undir yfirborðið og tala við mann sem hefur reynslu af syni sínum sem veiktist fyrir 20 árum, það ekki, Ólafur? Já, 15-20 árum og kynnast því hvernig það að eiga aðstandanda sem bæði einhverfur og með geðræna sjúkdóma. Ólafur Sigurðsson, vertu velkominn. Mér langar að byrja því að spyrja þig bara hvernig drengurinn greindist og hvað hann var gamall? Já, hvað ég að segja, hann verið 14, 15, já það verið að segja 2006, nei hann verið rétt 20 fyrir. Hann þá sem hann fær þessa greiningu að hann væri á einhverju rófi. Það að segja rófið svona frá 1-10, hann kannski svona 7 og þannig að það var stofa sem hérna í Kópavogi sem að sérhæfði sig sem að tók að sér að greina og tilkynna það að hann myndi sennilega aldrei geta lífa eðlilegu lífi og hann virði sennilega aldrei annað en bara eins og hann virðist vera í dag að hann væri þroskaheftur, einhverju leyti, þroskaskertur eða eitthvað, mann það, og geti hann aldrei gifst, myndi aldrei giftast og aldrei vinna fyrir sér og fleira. Og þetta brá mér, pappan. Það ekki svolítið sérstakt að segja þetta við fyrstu greiningu? Jú, það var mjög skrítið. Það var mjög skrítið og hún var mjög hörð þessi. Var það af einhverju af gefnum tilefni sem að ykkur var farið að gruna að væri ekki að? Já, hann var búinn að loka sig inn í dálítið mikið. Hann var sem sagt kom hingað til lands eftir að hafa verið mikið úti með okkur við unnum úti og mentuðum okkur og svona og kemur hingað til lands skoðum 14 og fer að einangrast og þá fórum við ykkur að það var eitthvað meira að og hann sem sagt lokaði sig svo inn í herbyggi fór í menntaskólan í MK og kláraði þar eitthvað 2-3 eða 3-4 en náði ákveðis prófum og okkur fannst það sliðilega en hann var samt aldrei með neinum krökkum algjörlega vinalaus og svo endaði hann á því bara að lappa út úr skólanum og vilja ekkert vera með lengur og fer heim og loka sín í herbyggi og ég held að hann bara verið meira að minna lokaðar þar inn í 2 ár. Nú það greinilegt að hann hefur haft námshæfileika því það svo merkilegt að því að hún já, rétt. Hún talaði það sko þessi sálfræðingur hann væri þroskaskertur en mér fannst hann gáfnum að fara slega að segja hvert ykkur 8 í frönsku ég sagði það líka í gríni hvert ykkur 8 í frönsku en hvað það hann náði ágætisprófum en hætti bara að læra að því að hún fannst félagslega hlutin var alveg ómögulegur hjá honum skilur og þegar hann lokar sig inni og kemur kannski út bara á nóttunni þá hætti hann líka að borða og þá græntist hann mikið og var bara orðinn illa haldinn af næringarskorti gerir það fyrir og þá endaði þetta þannig að sko þá fyrst tekur kerfið við sér og hann lagður inn á geðdeild út af þessu hann borðar ekki út af einhverju eða þunglindi eða einhverju þess að einhverja ekki talin sjúkdómur hann þroskaskerning en hins vegar fylgikvilli einhverju mjög oft þunglindi og ýmiss konar aðrir sjúkdómar, geðsjúkdómar og við vitum það að á Íslandi 7.000 fullorðnir einhverjir í dag, samkvæmt skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu og af þeim talið að síðan 1.400 sem eru
með geðræn vandamál. Já. Og í kringum þessa 7.000 sem við kallum, erum kannski 3-4 nákomnir ættingar og þá getur það margkvæðan þremur, það eru 21.000 manns sem að snúast í vandanum í kringum fullorðna einhverfa, hvort sem það eru geðræn vandamál. Ef þú tökum sem dæmi 1400 með geðræn vandamál sem menn að leggja inn á geðdeildir, að þá gæti verið það í kringu þá þegar þetta fjölskyldu upp á 3-4 og þá erum við komnir í erum við ekki að tala 4.000, 5.000, kannski meira sem að líða fyrir þetta að fá enga þjónustu því að kerfið segir bara nei, við getum ekkert gert og við stöndum upp með það við fórhaldinir. Nú sá ég í punktunum sem hún sendi mér að hann var búin að fara margar ferðir á geðsjúkrahús meðal hans Klepp þar sem hann fekk rafmeðferð. Já, okkur var sagt að það myndi kannski gagnast, hann var svo ægilega þunglundur að hann var talið líklegt að hann næði sér að því og við gátum ekki þannig að hann treyst lækninum og sagðum já, það bara sluðis, það breytti ekki nokkru og ekki bara það, þetta suma sem hann var lagð þarna inn, þá var verið að prófa á hann einhver lyf því að þeir hefðu mátt vita, ef við vita eitthvað einhverfu, að einhverfu taka öðruvísi við lyfjum, geðlyfjum, heldur en við hinnir óeinhverfu. En það fyrst sem mann bara ekkert eftir á þegar maður tala við fleiri. Geðlæknar eru með bara svona eins og maður segi svart og hvítt, þeir eru mjög ólíkir í sínum skoðunum það hvernig það var að hjálpa. Þannig maður heyrir svo mismunandi mismunandi ráð og ég er búin að heyra ráð sem algjörlega svart og hvítt frá geðheilbrigðiskerfinu. Og það þannig að mér finnst vanta alla samfellu í þetta. Og ekki bara það heldur að vera að gera tilraunir á syni mínum með einhver lyf og senda hann svo heim og láta mig það að passa upp að hann taki þessi lyf og kannski að finna út af því hvort hann líður vel. Þetta sumar sem ég mann svo glöggt þegar hann kemur út að geðdeild hann með poka af lyfjum sem hann að taka og hann leið svo illa að ég þurfti að sitja við hliðina á honum í rúminu á kvöldin og reyna að róa niður og hugga. Hann var grátandi yfir þessari kvöl sem lyfin ollu honum. Og öllum sama. Hann hefði enga læknir að hringi, geðlækni, hann var bara sendur heim af geðdeildinni. Á þessum tíma var hann búsettur heima hjá ykkur? Já, hann var heima hjá mér og við vorum með hann og hann hefur bæði verið heima hjá mér svona öðru hvoru og svo hefur hann líka verið í sinni eigin íbúð. Þannig að þetta verið svona ping-pong og eftir kannski þessar innlagnir sem hafa verið ansi leiðilegar þá hefur hann verið sendur bara út og þá hefur maður stundum þurft að taka hann sjálfur og hafa hann hjá sér eða þá hann hefur fengið að vera í sinni eigin íbúð. Þannig að þetta er svona algjör reiðuleysi og algjör hringlandi, svo mikil hringlandi að ég get ekki lýst í. En eru engin úrræði fyrir einhverfa? Nú eru til dæmis sambýli fyrir líkamlega fatlaða og... Já, þeir eru einhverjir eru svo ólíkir líkamlega fatlaða að þeir geta verið þetta andlega veikir en þeir geta líka verið með alls konar áráttu hegðun og þeir geta verið með, já eins og ég segi, fengið svona æðisköst og reiðiköst og þá getur verið erfitt að hafa á einhvers staðar inn á heimili. En þannig að þessi sambýli fyrir fatlaða passa ekki alltaf fyrir einhverja. Þeir eru ekki fatlaða líkamlega. Þeir eru ofta ekkert endilega svo illa fatlaðir andlega. Þeir eru bara með svona hálfpartinn svona alltaf sér. Vilja loka sig af og vilja ekkert vera með öðrum, vilja ekki fá fólk inn til sín og kannski ef þeir mæta einhverjum frá gangi getur tekið upp að öskra á það. Það getur verið Tourette. Þannig það eitt hliðarverkurinn af einhverjunni. Þannig að ég nú búin að setja mig það við línu þetta á þessum 10 árum að ég náttúrulega orðin sem einhverja ásviði. Getum að fara að tala eins og einhverju læknir en ég það ekki. Ég ætlum að taka það fram hér að ég ekki læknir og vil nú ekki fara að láta fólk fara að hlusta á mig með einhverja ráðgjöf í því heldur talið við læknum þetta eða sálfræðinga. En ég allar þetta sem ég hef upplifað og þetta er svona mitt mat á stöðunni að kerfið í rúst og það sem ég finnst vera vont við þetta kerfi er þessi svakalega endurtekning og þessi það er ekkert samstarf á milli félagsþjónustu og heilbrigðiskerfis. Það er bara eins og þetta bara veggur, eldveggur kallar maður þetta. Hann lendir eiginlega einhvern veginn þarna á milli. Alveg hræðilega. Svo kom sá tími sem að þið treystu ykkur ekki til að hafa hann heima lengur. Já, guð, því að hann alltaf var farin að vera með háa læti og
og lokaði sinni að við komst í gegnum félagskerfið sem var Hafnarfjörður tók vel við og ég ætla ekki að tala lítið Hafnarfjörður að þeir gerðu það vel að bjarga honum íbúð en það reyndi svo ekkit vera, það reyndi skammgóðu vermir, þetta hvað 2018 eitthvað, að þá hann settur í íbúð í Hafnarfjörður, litla íbúð í félagslegu húsnæði og hún var mjög afskekt einhverstaðar út í svona einhverstaðar út í útbæði. Já, og hann var það bara einn inni og lokaði sig af og var bara ekkert minglaði einn en það gera þeir ekki þessi einhverju og smátt fóru hann að fá deburð og leiða á allt það og svo sprakk það í daginn hann kom til heim og grét á gólfinu og sagðist vilja deyja. Þá var komin á þann stað sko. Og þá var hringt þá var hann farið með hann í geðdeild til hann að hjálpa honum einu sinni enn og þá ætluðu þeir í Hafnarfjörð að setja hann á Klettabæ, hann það heimili fyrir svona fólk sem í vanda í Hafnarfjörði og hann gráðbaði að vera ekki lagður þar inn og ég sagði bara já, sonur minn, ef hann vill ekki fara inn þá fer hann ekki inn. Kannski hefði ég átt að segja já við því, en ég studdi hann í því að vera ekki að fara eitthvað sem kallaði hæli. Nema það endaði þannig. Og svo leiði ég íbúð fyrir henni í Reykjavík og segi nú skulum við bara sjá hvort hann náður ekki að lifa einhverja betra lífi og fer að tala við Reykjavíkurborg hjálp fyrir hann því að það reyndist ekkert gagna að sendja hann inn á geðdeildir og þeir hafa sagt að líka geðdeildina, það gagnast ekki eftir að hafa prófað það. En ég prófaði að reyna að finna með félagslega þjónustu en hún reyndist alveg handónið Reykjavík reyndist gjössalega handónið sko. Og ég búin að fá einhverja fræn til að lesa yfir einhverja lagabálka og það ekki hvað margir bálka sem Reykjavíkurborg hefur brotið á honum, hans réttindum. Við tala nú ekki bara stjórnarskráin sem að kveður á það að allir eiga að fá heilbrigðisþjónustu við hæfi. Það svo, já, ég segi það. Og ég segi það bara fullum fjöldum að það búið að brjóta á þessum dreng mínum svo illilega að það skammar. Hvort að við nennum að vera að fara í einhver málaferli út af því þá þú veist hvernig árangurinn af því. Það nú bara allan nokkuð. Eingöngu væri ég tilbúin að fara í málaferli út af þessu til þess að reka og til að gera betur við einhverja aðra og kannski fyrir hann einhvern tímann. Hvort sem ég fengi það, en ekki út af einhverjum peningum. En nú dættu mér í hug, af hverju fekk hann ekki aðstoð heima við þegar hann var farin að búa einn? Já, þannig að hann vildi svo lítið við fólk tala. Það þetta með einhverfuna og það það sem þeir kunni ekki á félagsþjónustan. Félagsþjónustan, ég ætla bara að segja það, hún kannski ekki nægilega vel mönnuð, hún oft mönnuð á ungu fólki sem hefur litla reynslu af því að vinna í þessum aðstæðum. Því að ef þú ætlar að taka einhverfan og fara heimsækjan til þess að fara að hrífa hjá honum, þá vill hann ekki hleypa inn, því hann vill ekki sjá fólk. Þannig einhverfur. Þú verður bara að kunna þetta. Og það þýr ekki að senda einhver unga stúlku eða unga strák til þess að banka upp og alltaf vera að þrífa. Hann þarf að kunna á þig. Hann þarf að kynnast þér, hann þarf að smátt að ná trúnaði eða trausti á milli. Það hafa enga þolinmæði og enga getu í þessi félagskerfi. Hvort sem er Reykjavík, nú har hann Selfoss líka, hann eitthvað ekkert fá neitt þar og Hafnarfirði. Þannig þetta þurfa að vera að bæta. Þeir þurfa að eyða meiri peningi í þetta félagskerfið að sjálfa fólk í að tækla einhverfa. Við erum að tala 7.000 einhverfa á Íslandi, þurfa mismunandi mikla þjónustu, en þeir þurfa að kunna að þjóna það. En þeir kunna það ekki. Þetta bara eins og með hvert annan sjúkdóm, það þurfa að vera sérfræðingar sem að þekkja þetta í þaula. Það ekkit. Og meiri segja með hámenntaði félagsráðgjafa sem ég hef nú talað með mjög marga, með ekki hvað marga háskólagráður, þeir hafa bara ekki hugmyndu hvernig að tækla þetta. Þeir segja bara þetta, ef þú tikkar ekki inn í þessi bók, góði, glemdu þessu. Það hefur verið að sækja eitthvað skilur í kerfinu og þá þarf það að tikka í einhver boks sko og einhverjir tikka ekki endli öll þessi boks. Ertu fatlaður, ertu lamar, ertu eitthvað skilur. Það er algjört úrræðaleysi. Engin áhugi til að bæta. Ég er búin að tala við fulltrúa heilbrigðisráðherra, búin að fara að fund með þeim og þeir bara liggur sáðu borðið. Félagsráðuneytið vist einn úr hópi sem við erum hópur sem hefur verið að bjarga fram bækur okkar og læra á reynslu hvors annars 6-8 manna hópur sem öll eru með börn á þessu róli, svona 20-30 ára og ég ætla ekki að lýsa því hvernig ástandið búið að vera hjá þeim hinum ég er að segja frá mér núna en ég ætla ekki að fara að lýsa því hvernig ástandið búið að vera hjá hinum en það er alveg skelfilegt foreldrar hafa farið út á vinnumarkaði, þeir hafa brunnið yfir fengið hjartaáföll þarna alls konar upp og komið í skilnaðri og glemir því ekki.
Eitt sonun bara á sjálfsmorðsvakt af því hann alltaf að reyna. Pappin þurfti að keyra hann nótt upp á Akranes til þess að kippa hann þar upp í fjörunni. Og ein mamman, hún fer heim til dóttur sinna daglega til þess að sinninni bara þrífa komið mat fyrir hann allt í hún vill ekki fara neitt út. Og hún vill helst ekki sjá neina þjónustu frá kerfinu. Því að kerfið kannski býður upp á þjónustu, en það skorti getuna til þess að þjóna. Ég tók eftir því í punktunum sem hún sendi mér að koma oft fyrir orðið samstarfsvilji ekki til staðar. Þetta bara þreytandi fólk, þessi einhverju. Hvernig þetta búist við því að veikur maður hafi samstarfsvilja? Já, segðu. Það nú eins og þú veist, við veitum öll ef að þú ert annarkvort þunglindur einhver, þá ertu nú bara þarna niður í hólu og lokar að þér, dregur gluggatjöldin fyrir og vilt ekki sjá neitt. Þá ertu það veikur, skilur. Og hvað gera menn þá? Labba það bara burt og síðan látum mann bara hanga þarna? Nei, það gera menn ekki heilbrigðiskerfi. Þeir eru að kunna að takast á við það. Mér virðist á þessari frásögninni að honum hafi verið kippt inn á hennar ýmsu stofnanir, geðsjúkrahús og svo bara hent út eftir einhvern smá tíma og síðan bara ekki söguna meir. Síðan átt hann bara sjá sig sjálfur. Já. Engin eftirfylgni. Engin eftirfylgni, alveg bara. Ég fengið þá til að skrifa bréf fyrir til þess að ég hefði einhvað bréf með mér því að þegar hann var hent út síðast af geðdeild þá var bara mér tilkynnt að hann fengi að vera þarna fram til lok mars núna og þá hafði við ekki aðstöð til að hafa hann heima hjá okkur því að konan hrædd við hann getur tekið einhver æðiskastuna eins og það gerir, ég nú ekki hrædd við hann því að hann mun aldrei veita neitt óbeldi, hann bara öskrar á fólk, hann minnst að líkur á þessi drengur beita óbeldi á öllum sinni ekki. En hvað hann alltaf bara öskrar á fólk og segir ýmis ljót. Það er kannski rétt að taka það fram að hann hefur aldrei verið háður áfengi eða eiturlyfi. Hann sko mikil heilbrigðis hans aðal hugsun, en líka heilbrigði, hann hefur aldrei smakkað vín, hann aldrei reykt. Ég hef einstaklega sér reynd að fá hann til að fá sér bjór, hann breytla ekki, það er alltaf gott hjá hann. Og svo er hann aldrei reynd að neitt annað, óskaplega heilbrigður. Og núna til þess að hann fari líka sagt alltaf reglað því að hann vil líta vel út, hann er grannur og spengilegur. En þannig að það vantar ekki að þetta er fyrirmynd annarra barna. En það sem er hjá honum, hann er bara með öðruvísu höfuð, hann er bara með, eins og einhver sagði, Makedons með að vera með IBM og það eru margir þekktir menn í heiminum sem hafa verið taldir einhverjir, Da Vinci og nú Bill Gates já, og hvað við getum haldið áfram að tína til þessar snillinga. Dálítið skrýtnir kaurar, skrýtnar skrúfur er sagt oft. Og við þekkjum mikið að skrýtnum skrúum og þeir eru sennilega eitthvað aðeins einhverjir. En við megum ekki taka sig einhver að henda þeim út, því að þá erum við að missa kannski að því að hér verður bara til nýtt Macintosh á Íslandi. Já, eða eitthvað. En gæti ástæðan verið svo að hverfa hefur svona margar og ólíkar byltingamyndir? Já, það er eitthvað sem að verður til þetta er þróun heilans, svo að það gerist í móðukviðu og allt það og DNA og allt það, þá verður heilin mismunandi og þá koma þessir einhverju bara eins og við erum öll, við erum ólík, ég og þú erum ólík og þannig er það með þá, þeir eru ólíkir og einhver sagði að þú hefur hitt einn einhverja, þá er hitt einn einhverja. Það er ekkert að generalisera neitt þar. Og þeir eru einstaklega oft næmir. Og það er kannski það vonda við minn son, hann er svo næmur á fólk. Ef að fólk ekki spila svona, eins og hann finnst það ekki gott eða heiðalegt eitthvað, þá bara smellur eitthvað hjá honum og hann vil ekki tala við það. Það er einhver svoleiðis, hann er svo hundur með eitthvað líkt næmur, en hérna, hann er sett eitthvað þar. Og þannig er það að þegar ég fer með hann í félagsþjónustu, hann tala við þetta fólk og hann horfir á það smástund og svo lítur hann undan og þá segir, já, þá er það búið. Þá getur maður ekkert fengið hann til að spila með. Því að hún finnst karakterin ekki alveg skilja hvað er í gangi. Auðvitað eru margir uppteknir, ég skil það. Ég veit að einhverjir félagsráðgjafar eru kannski með 90 skjólstæðinga á herðunum og það er kannski vandinn að þeir eru svo uppteknir. Að þeir hafa ekki tíma til að setja sig inn í mál og reyna að ná til personar og vera svona skilningsker og skilja stöðuna. Þannig það er bara að taka þessi sem eru með peningaráðin hér, það snýst alltaf peninga greinlega, að þeir þurfa að setja peningi það í einstaklismiða þjónustu. Þeir þurfa að gæta því að tengingin milli félagsþjónustu og heilbrigðiskerfisins sé næg. Því ég er lent í því að félagsrakið sem er með hans málastjóri, hann kemst ekki inn í gögn hann frá Landspítalanum, það er ekki hugmynd það.
og ég má ekki taka gögnin því að hann náttúrulega fullorðinn, ég get ekki gengið að þeim heldur og þá spurning hvernig ætlar hann að geta að sé hvað búið að vera í gangi upp á Landspítala þessi félagsráðgjafi hann kemst ekki inn í þau gögn og þá þarf hann, strákurinn minn sem situr helst heima og vil ekki tala neitt að fara upp á heilsugæslu og tala þar við einhvern heimilislækni það að hann sendi gögnin til félagsráðgjafans. Þetta getur tekið marga mánuði og svona þetta kerfi og þess vegna hafa málin tafist svoleiðis mánuð eftir ár út af kerfislægum blokkenningum. Bara blokkenningum. Okay. Og hvað heldur þetta kosta okkar samfélag að við séum að þvælast í þessu foreldrarnir? Ég búin að segja sögunans, ég þarf ekki að segja hvað oft, 20, 30, 40, 50 sinnum við annarkvæmt heilbrigðisstarfsfólk eða félagsráðgjafa aftur að því hafi ekki gögnin hann. Skilur, þau ætti ekki að lesa hann hvað hefur verið í gangi síðustu 10 ár. Nei, þau hafa ekki neitt. Og hvað sem ég tala við Selfoss eða Hafnarfjörð eða Reykjavík þeirra engin sameiginlegan svona einhver gagnabanka yfir málin og alls ekki heilbrigðis því það bara að loka á það, heilbrigðiskerfi svo heilagt. Og tölum ekki það að heilbrigðiskerfi að taka hann alltaf inn á geðdeild, hvað það sé búið að eyða miklum peningum í vittleysu. Með öll þessi börn okkar sem hafa verið lögðin á geðdeildir í tíma og ekkert verið gert annað en að loka þau inni því það er ekkert hægt að gera því að geðkerfi virðist ekki kunna á þetta og þessi lyf sem að gefa þeim virðist ekki virka heldur af því að það virka öðruvísi á heila hérna einhverfu og ég var að reikna það til með öllu þessu vinnutappi kannski upp undir tugum þúsunda Íslendinga út af þessu vesinni með börnin. Þetta getur verið að henda 30 milljörðum í vaskinu Íslendingar á ári. 30 milljörðum ef við viljum fara að reikna þetta alveg í topp. Það er ekki smá tala. En þessi sjúkdómur, hann hefur þá sérstöðu að fólk missir oft stjórn á skapi sínu og það hlýtur að vera hræðileg lífsreynsla þurfa að svipta svon sinn sjálfræði. Það er ekki grín. Og hann hefur margsinnis komist í kast við lögregluna vegna þessa. Já. Sko þannig að þegar hann tekur þessi Rauði Kross sósum og þá það kannski út af það að einhver að banka glöggan, hann tónlistarmaður. Hann fór í gítarnám í tónlistarskóla og þá þegar hann gripi í það að taka gítarinn oft kannski á föstudagskvöldi þegar hann leiðist að vita allir að skemmt sér út á lífinu þá langar hann að gera það líka. Hann aldrei farið á bar, aldrei. Og ég var búið að gera það eitthvað og hann vil það ekki. En hún finnst það vera skrítin staður. En þá fer hann kannski gítarinn og fer að spila sjálfur eitthvað með tilhætti á það og þá kannski bankar einhverjum nákvæmni eðlilega, segir sjálf á hurðina og þá verður hann reiður. Og þá allt í einu öskrar hann nákvæmni og þá verður nákvæmni hrættur og hringir lögreglan. Og lögreglan kemur og hann var nú í jarðhæð síðast og þá bara fór lögreglan innum hurð, salahurð með kúpinni, braut hann upp og svo hann læst sín í herbyggi og lögreglan fór þar inn og tók hann og vissi ekki að hann væri einhverjur og tók hann alltaf fyrstu tökum og eins og gerist með lögreglan sem þarf að passa sig, ég ekkert að ásaka þá en það var það bara samskipti að ég var ekki á staðnu, ég var annars staðar og vissi ekki að þessu fyrir bara eftir á og þá var hann tekinn á lögreglustöð og þetta er ekki fyrst sinn. Hvað var gert við hann á lögreglustöðinni? Það var sett í fangaklefa, og hann skallaði hurðina og þegar hann kemur heim eftir morgun eftir, ég náði hann upp að geðdeild nóttina kemur hringingum ég hringdi lögreglunni og vildi vita hvað það væri því ég frétti af þessu, nágranni hringdi í mig, hann vissi hver síma minn og lögreglan hafði tekið hann og hann hringdi í hana og allt í upplátt. Hurðin brotin og inni og hann var búin að brjóta bramla allt í íbúðinu því hann brjálaðist þegar hann sér að þau eru að hringja lögreglu. Hann braut íbúðinu allt stútaðinni. Svo taka hann inn á lögreglustöðina og setja hann bara inn fangaklefa með þeir að átt að sagði hvað ég að gera við hann og þetta var ekkert merki á honum og hann talaði ekkert við á svo sem og þeir taka hann svo fyrir rest og fara með það geðdeild, það gera nú oftast og þá kemur hringing hérna miðanótt frá einhverjum lækni á geðdeild og hann vissi ekki neitt þennan dreng þó að hann væri búið að koma þarna held í 4 sinn með 5 sinn, hann vissi ekki vita neitt, þannig ég að lesa upp allt fyrir hennan unga lækni þarna og hann sagði ég ætla bara að kanna máli, við ætlum að hafa hann í nótt og við látum vita í fyrramálið og svo kom hringing klukkan eitthvað 11 að hann er útskrifaður og þá þurfti ég að taka drenginn, hann var ítt út hurðina með tösk, ekki heldur, nei, hann var ekki með neitt með þessi ítt út hurðina bara og henni læst á Þetta vekur nú ýmsar spurningar að þurfa að hringja á lögregluna til þess að taka veikan mann.
Ég þekki þetta nú á eigin reynslu vegna þess að ég var í lögreglunni í gamla daga og þetta voru ein erfiðustu útköllin sem við fengum að þurfa að fara heim til foreldra sem að voru í öngum sínum, jafnvel grátnandi og þau máttu horfa upp á drengi sinn handjárnaðan og borin út. Mér fannst það verst, ég upplifði það líka. Þegar hann var þarna fyrir austan hjá okkur, ég var bjó fyrir Austanfjall og býr þar ennþá. En ég náði að finna fyrir hann aðstöðu þar og hann var búin að gera slilt þannig að geta leik og einhverju og þá var hringt til lögreglu. Ég vissi náttúrulega ekki að það hefði gerst, svo var hann hringt í mig, ég keyri alveg í kvelli í 10 mínútur þangað sem hann var og þegar ég kem þá með hann í handjárnum svona fyrir aftan bak og ber hann út í bíl, ungan saklausan dreng minn, að þá láði að pappin ryki nú bara upp og alveg hoppandi reiður þegar hann sá þetta. Þá kannski kem ég að næstu spurningu, hvaða áhrif hefur þetta haft á þig? Þú segir mér frá fólki sem í samstarfshóp með þér sem hefur farið mjög illa út úr þessu. Hvernig áhrif hefur þetta haft á þig og þínu? Jú, ég fekk heilablóðfall í fyrra, janúar 2024, fekk heilablóðfall mjög lítið samt, þannig að það var nú bara smá, svona brannaðis yfir. Og ég sé alltaf í grín að það brann yfir svo hluti sem var undir fyrir nema það var ekki gott og það var mikið svona áfall fyrir mig. Þú telur að ástæðan kunni að vera bara álag sem að þú varst í? Það er ekki ólegrætt. Ég kann ekki segja það. Ég hef búin að búa mikið álag mjög lengi. Nú alltaf segja menn, við segjum nú ofta að við bara stendum þetta á okkar svo skilur. Við erum svoleiðis týpur og sömmir hverjir sko, eins og ég nú gamall þess að vera alltaf svoleiðis jaxl sko. En það má maður ekki, maður verður að hugsa heilsuna. Og það hef ég því miður heyrt allt og mikið frá öðrum sem ég með í hóp og ég dálítið svona dreg vagnin aðeins þar með öðrum sem eru mjög duglegir að reyna að finna lausn og fá úrbætur í kerfinu en það hefur gengið mjög hægt þess að 6, 8, 10 mánuði nema það hefur reynst þungt fyrir mig og það reynst þungt fyrir hjónaband mitt af því að það eins og lífið að ég verið með að hugsa þetta dag og nótt og það gerum við sem eigum börn sem eru svona illa haldin. Við erum með síman alltaf í hendinni og býðum eftir hringingunni yfir því að hann hafi orðið reiður að fengi einhver köst eða eitthvað og lögreglan væri að koma og taka hann og svona, Þannig meiri segja sko núna í mars síðasta innlögnin hans þegar var tekin þarna í íbúðinni á jarðaðinni og lagður á Landspítalann þá segja þið bara hann farin út í lok mars og ég segi nú og þá fer ég að reyna að ræða við borginu hvort það getur fengið húsnæði því að þeir vildi ekki fá hann aftur í þessa blokk sem hann bjó í því að hann hefði brotið alltaf bramlað og öskað á fólk og íbúðinni voru blöðrættið hann og bara mótmælti hallega hann kemur aftur og þannig ég átti ekki neitt kona mín þorði ekki að fá hann heim og þannig ég bara sitt upp með það að hann kemst hvergi í húsnæði veistu hvað ég geri? Ég hringi út í Kaupmannahafnar leigi húsnæði þar tek hann í dyrunum á Landspítalanum þar sem hann með tösku, ég búin að pakka allir niður í bílinn fyrir okkur 2 við fljúum beint út af Landspítalanum til Kaupmannahafnar við förum þar í íbúð möbluðum það allt upp því að ég þarf ekki að hafa neins í íbúð þá var hann lítið hús og fer að leita að einhverju í danska kerfinu sem tekur nú smá tíma og eftir mánuð þá ég svona orðin dálítið vissum það að þetta geti tekið mig eftir ár að koma honum inn í danska kerfið, kannski 6 mánuði eða mögulega ár. Því ég gafst bara upp á Íslandi, ég sagði bara ekki neina leið til að hafa hann hér lengur. En þá kemur einhver hringing hérna frá einum og hópnum og segir að það sé eitthvað von til að hafna fyrir minni en að mæta þessum aðlum sem á þessum stað. Þetta alveg skrítið, það sveitafélögur í staðan þetta þjónustu og mér jákvæð fyrir því hvað sem veldur. En ef ég segi nú þá ætla ég að sjá hvort ég geti þá komið heim og til konar minnar og því að við erum skilja mammans og ég getur niður í konu og mammans getur niður í manni og þannig að við erum svona alltaf svona, ég og Nikona og hann þá með mér og við komum heim og þá leiði ég Airbnb íbúð fyrir hann til þess að hann geti verið einhvers þar og bara með hann þar og reyna að sína honum og svo sé ég það ég verða að kaupa eitthvað fyrir hann því ég gæti ekki leikt fyrir hann því ég var svo hættur að maður myndi brjóðast á framlega hjá leigjandum svo ég kaupi fyrir rest íbúð upp í Hafnarfirði upp í Hrauni litla 2 herbergja íbúð og þar hann núna og ég að bíða bara spenntur eftir því fyrsta lagi segist heilbrigðisráðherra að taka á þessum málum sem heita geðmál býstu við í lok
tímabilsins, kjörtímabilsins, hann mun ekki gera það fyrr, segir heilbrigðisráðherra, skilabóð frá henni. Á meðan hann að pumpa peningum í hitt og þetta, eins og ég held skurðaðgerði vegna brjóstaminguna, það er mjög mikilvægt. Elsku konarnar með stóru brjóstin. Og einhver fleira, það er verið að pumpa peningum í svona gæluverkefni. En meðan sitja þessi einhverju, eins og minn sonur, og þeir eru 9 sinni líklegri til að fremja sjálfsmorð en venlegt fólk. Já, það kemur fram í bóttornu þínum að hann hafi hótað því og það sem vakti líka athygli mín að hann virðist vera með einhverja ranghugmyndir að hefna sín á kerfinu og reiður út í allt og alla og jafnvel verið að spekulir í einhverjum voðaverkum. Já. Hann hefur talað Breiðvík, hann myndi vilja fara í það að skjóta fólk og allt það því hann hatast til samfélag sem hafi hafnað honum, segir hann. Samfélag sem vill hann ekki og hann nú stór og sterkur en ég veit að hann mun aldrei beita nokkurn mann ofbeldi, það þekki ég minn dreng vel, en svona vitleysa. Hann í einhverjum hópum, einhverjum alþjóðlegum hópum sem á vefnum, þessi vefur náttúrulega gera alla kolrugla, að þar allt mögulegt í gangi, þú þekki það, allt að ljótasta sem hægt að hugsa sér og þar hann í einhverjum hópum sem hatast út í konur og allt það og þannig maður dauðhræddur þegar hann segir svona hluti. Og sagðir áðan að svæfir með síman við hliðina á þér og ættir alltaf vona á hringingunni að eitthvað skelfilegt hefði gerst. Svo tók ég eftir í hérna að á einhverjum tímapunkti sögðu bara meðferðaræðilar við getum ekkert meira gert. Jú, þeir hafa ekkert getað og þeir viðurkenna það, þeir geta ekkert gert. Þeir vilja meina að þeir hafa ekki þekkingu eða hvort það bara, til að opna drengi minn eða fá hann til að því að hann svona, hvað kallar það, antisocial, það að segja reiður út í samfélagið og konur einhver leiti. Ekki kallmenn mikið, en þetta sem ég fengið svar, bæði hjá geðheiminum og besti geðlæknir landsins skilt mér, sagði fólk um mig, sagði mér að koma mér út með hann. Það var þannig í fyrra, Ég ætti bara að fara mér út, ég fengi ekkert hér. Nú þykist ég vita á sért búin að kynna þér meðferð þessa fólks í öðrum löndum. Já. Það er alveg ljóst að við höfum miklu meira stuðningsnet, það er meira stuðningsnet í þessu löndum, það er ekkert tipptopp. Það er ekkert land sem er með almennilega, nefnum kannski Bandaríkin, ég hef ekki komist til að skoða þau. Ég hef ekki farið þangað, ég heldur ekki farið til Englands, ég hef skoðað eingöngu þessi Norðurlönd og helst Danmörku, því ég þekki Danir mjög vel og var þar sjálfur í námi. Danir eru með miklu breiðara net, en það tekur bara sinn tíma og þá verða foreldrar fara bara báðir erlendis til þess að vera með barninu sinu og sinna því að reyna að koma barninu inn í danska kerfið. En það er þá aðeins með því að flytja út og fá kennitölu og allt og reyna að sjá hvað þú komir inn í barninu inn í kerfið. Því að það er miklu fleira í boði. Ég þekki dæmi af svona máli í Noregi þar sem þetta var einmitt einhverfur einstaklingur með geðfatlanir líka. Vinkona mín var forstöðumaður á þessu heimili. Það voru 7 manns sem unnu á þessu heimili. Hann var einn í heimili og það var sjúkraþjálfari, það var iðjuþjálfari og þroskaþjálfar, læknir. Miklu meira eitt, miklu meira. Héldu algjörlega utanum hann. Algjörlega. Og ég skal segja alltaf að þetta er spurning um pening. Þetta er spurning um pening. Ísland, við höfum ekki pening í þetta. Það hef ég séð. Ef þú setti pening í það að veita einstaklingsmiðaða þjónustu, gagnvart þessum einstaklingum, þá er þetta leyst. Þá væri við foreldrarnir kannski ekki brunnir yfir eða á leiðin að brenni yfir og fengið það þjónustu en þurfum. Það er ekki flókið. En það er svona, það er spurningum hvað er mikil vilji hjá fjárveitingavaldinu að þeim sem að stjórna þessum málum til þess að veita peninga í einstaklingsmiðaða einhverfu þjónustu því að þeir eru eins ólíkir eða eru margir. Ég verð nú að segja það að ég kíkti Danmörkur og þá eftir mánuð var ég svona dálítið að brenna yfir sjálfur að því að þetta var dálítið snúið að vera einn að dangla í þessu en ef að foreldrar vilja prófa að flýja land sem eru ekkit óþekkt að menn flýji land út af einhverjum vandræðum eða fá heilbrigðisþjónustu erlendis, við þekkjum það sjálf að það er mjög mikið það við sækjum erlendis að það er ekki að veita þjónustu heima, bara krafnisjúklingar og fleira. En þannig að ég vildi meina að þeir ættu annarkvort að setja lögum það að við fengjum
stuðning til þess að fara út og finna þjónustu fyrir börnin. En það eina sem alltaf vandamál, það tungumál. Foreldrar fara í einhver land sem kannski taki tungumál. Þau eru í störf vinnu hér heima, þau geti ekki hætt vinnu. Það ekki þau vilt að hætta vinnu hérna heima og fara út og fara finna sér vinnu. Það geti, nú ég að tala aðra, ekki mig. Ég hættur að vinna, sko. Búin að seldi allt mitt og bara hættur að vinna. Og ég get alveg tekið þann tíma sem þarf í þetta. En, og svo það með barnið manns, eða fullorðna barna, að það sé sátt við að fara ælendis og byrja nýtt líf þar í nýju kerfi og það getur verið aldrei snúið. En ég velti fyrir mér, Ólafur, nú hefur þú gert ýmislegt fyrir drenginn, meðal annars leikt íbúðir og keypt íbúðir og þú er orðið fyrir miklu vinnutapi og hvað eina. Hvað gerir fólk sem að bara ávalla til hnífs og skeiðar? Ekki. Sko, ég er svo heppin að ég var í vinnu, þannig að ég gæti hlaupið og frá og það var svo menn ég gæti, það var vinna, ég gæti hlaupið frá vinnu svona þegar ég þurfti, en ekki alltaf. Nú ég hef haft svona sæmilega laun, þannig að ég hef ekki þurft að geta hjálpa á honum. En þannig að auðvitað fyrir þetta tekur þetta í hjá mér. En ef þeir sem eru í allt öðrum málum, ég þekki þau sem eru með börnin sína á samanstað ég, þau eru bara nært gjaldþroti. Já. Og þá bara spurningu hvernig það gerist. Því það bætist á ofan á fjárhagslegar áhyggjur og það að barnið svona illa haldið og þurfa að vera alltaf á bakvakt. Þetta náttúrulega ekkert grín. Þannig að það endar bara einn við þessi foreldrar þau bara enda í burnout. Það sló mig að heyra að þú væri búin að verja alltaf 35 milljónum. Já. Ég myndi, ef ég týni það til með öllu sem ég hef farið í þetta síðustu 10 ár, þá held ég að ég geti kallað þetta það, já. Þó að það kannski skipti minnstu máli í stóra samhenginu þá er þetta óskaplega miklu peningar. Þetta er svakalega peningar. Og auðvitað ég talaði við lögfræðingur það hvað stend ég gagnvart þessu kerfi. Ég eins og var lítilega, ég nú svona alltaf erfiður ég hef kent það mungum að maður eitthvað ekki að leita í kerfið, maður eitthvað bara bjarga sjálfur, þú veist. Þannig að ég beið lengi með að leita í kerfið og fara að tala við félagsþjónustuna og allt það, að því að mér fannst ég geta hjálpa honum eitthvað sjálfur. En svo kom ég ljós að ég get það ekkert, ég hef ekki fagkunnust til þess og ekki nokkuð leið. Og ég svo talaði við lögfræðing, góðan mann og spurði hann að þessu, hvað gerir maður gagnvart kerfi sem brýtur á manni? Já, það er ekkert annað. Og svo fór hann yfir einhverja lagabálka og sagði þetta er eftir að hafa kynnt sér máli vel og það kostaði mér smá peninga, eitt kostan viðbútt. Þannig að ég er með því handóna núna, ég get farið í málaferli, leita til umboðsmanns Alþingis og kært á fyrir að brjóta á honum, sinni mínum og eitthvað á mér líka. Það er eins og það sé ekkit mál fyrir þetta kerfi okkar, hvort það með framkvæmdarvaldið eða hvort það eru sveitafélögin að brjóta lög. Nei, það virðist vera gert í æðimörgum tilfellum. Já. Og fyrir fólk að leita réttar sín staði nánast óhugsandi gagnvart kerfinu. Það er þannig, og það sem sagði ég við þannig lögmann, hvað fæ ég út úr þessu? Hann sagði, það er ekkert mikið sem þú gæti fengið út úr þessu, það er ekki líklegt að ef þú ferð allar upp í Hæstarétt að hann muni dæma þér í hag. Ástæðan er svo að þeir dæma ekki ríki til þess að sekt fyrir það að við getum ekki veitt fjármunum þá Hæstarétt komin inn í pólitík. Og hann vill ekki fara þangað. Og við dæmir okkur þessna ekki í vil. Það er dálítið kaldhæðnislegt. Það hefur oft verið nefnt dæmi Magnús, ég man ekki hvað svona hann var, fyrrverandi ráðherra sem fatlaðist. Og þá kom ýmislegt gott út úr því, þessu ræðilega hlut sem gerðist hjá honum. En hann fór að beita sig fyrir málefnum fatlara Var það ekki þannig að það var ekki Davíð Oddsson lagður inn á Landspítalann og þá sagðist hann myndi ætla að selja Símann og byggja nýja Landspítala eftir að hann hafði verið lagður inn. Það er nú það bara að leggja inn á geðdeildina. Ja, spurning hvort þetta þarf að þau eru að finna þetta á eigin skinni til að gera eitthvað. Ég segi það, kannski þess þess. Við óskum við þess alls ekki en það er eins og enginn skiljið þetta almennilega nema þeir sem að þetta brennur á. Nei, það er það mjög segi. Og það er alltaf svona sama. Skeitningaleysi er algjört. Það er bara að maður horfir á það og það sem maður er að tala við og þeir eru eins og í sopn, þessi háls bara að fara að festa blund þegar maður er að lesa þetta upp. Þetta er satt. Maður á ekki til orð. Þú ert orðið langt þreyttur. Ég er orðið svo þreyttur á þessu, ég er orðið svo pirraður á þessu. Og það væru það allir.
ég held ég haldi stillingu minni núna og ég hef nú gert það fram að þessu en ég hef sumið var hoppandi reiður. Það einn í hópnum mínum, við kallum okkur hóp sem kallum Gleymdubörnin, við erum með á Facebook, þannig fólk getur farið þar inn og sé Gleymdubörnin. Hann alveg bálreiður, pappinn, sko. Við papparnir erum dálítið svona, vöðum í máli, það er að reyna að róa okkur niður, konurnar í hópnum, en hann miklu verið, hann svo reiður yfir þessu, hún finnst það svo svakalt. En það hann búin að fá hjartaáfall þessi maður út af þessu, sko. Þannig við erum bara að lenda í því við foreldrarnir, við erum að brenna yfir, skilur. Og það kannski það versta. Ef við værum ung og full af krafti, við erum kannski komin á þann aldur, 50 kannski, þegar þessi börn fara að verða svona, búa við erfiða tíma. Þau fara ekkert að lendi kannski stórum vandamálum, kannski svona ekki fyrir enn svona 18, 19, 20, þá fara einangra svo mikið, þá var ekki skólum lengur og eitthvað, skilur. Þannig að þá lendir þetta okkur fóldrunum og þá voru við kannski komið vel yfir miðjanaldur og þá höfum við ekki þann kraft sem við þyrstum. Þannig hún kona sem gerði eitt sem ég tek ofan fyrir henni, hún tók sér til og stofnaði sérstakann skóla í Garðabæ fyrir son sinn sem hefur málstól, heitir það, einhver. Ég tek ofan fyrir þessu unga kona, hafa gert þetta, við bara þessi eldri þarna, sem erum með þessi fullorðnum börnum, við erum bara orðin og gömul í svona slag. Við erum bara brunnin yfirleiku. Svo verðist líka sem að það sé meira gert, ég hef þá tilfinninguna, sé meira gert kannski fyrir þetta fólk meðan þau eru börn. Já, mikið meira. Og þannig að þau sem ég þekki í þessum hópi, þau lentu því að vera svona, ekki tekin of vel á þeim. Minn sonur til þess var að þvælast milli landa. Og það var nú klúðrið. Hann býr í Belgíu og hann býr í Kaupmannahöfn og svo býr hann í Íslandi og svo býr hann aftur í Kaupmannahöfn og eitthvað. Þannig að ég var að ferðast á milli í vinnu og eitthvað svona. Og þá kom hann alltaf með. Þannig hann datt aðeins út fyrir það að fara inn í góða þjónustu sem 5-6 ára jafnvel fyrr. Hefði kannski ekki uppgötast alveg strax því hann var ekki það illa einhverfur, sko. Því að einhverjar hún blossa kannski upp aðeins á einhverjum tímabili, kannski unglingsár. Þannig sko, og svo getur hún aðeins minkað þeirra frá líður. En mörg börn fá góða þjónustu í skólum og sko sem betur fer og það gert vel. En önnur fá ekki nægilega góða þjónustu og það erfið. Mismunandi þess eftir sveitarfélögum. En svo þegar þú kemur inn í 18 ára aldur, en þá það ekki til staðar lengur svo þjónusta, þá bara allt í nættu komin sjálfur bara átt að fá þér í vinnu og fara að búa og eitthvað að vera. Svo hef ég heyrt að fólk reki sig á það að þegar börnin verða 18 ára, þá eru orðin fullorðin. Þeir eru fullorðin einstakleikar og þá verður kerfið allt miklu þyngra því foreldrarnir geta ekki... Já, við megum ekkert gera. Farið inn í málið. Megum ekki gera. Og það nú eitt sko, við þurfum að skrifa, þau þurfa að skrifa upp einhverju vottorðum að við megum tala fyrir þeirra hönd. Flestu þjóðum megum ekki taka stóra ákvarðanir fyrir þau sem hafa með fjármál að gera. Þannig við erum ansi blokkaruð fóreldrar í því að halda utan þau. Og þannlegandi eru við minnst ef ég hringdi núna upp á Landspítal og vildi fá að heyra hvernig hann hefði það, þá mættur ekki segja mér það. Hugsa sér. Og ég sé pappans, sem alltaf mér finnst oft svona mikið merkilegt mál að vera pappin, en það bara ekki nóg. Þannig að þá mega ekki segja mér það því að hann alltaf fullorðinn maður og það svoleiðis. Og í félagsþjónustunni sama blokkeringin og allstaðar blokkering. Og eina sem að mér tókst þó að þegar ég bara lögfræðingin að kanna málið, hann þurfti að sækja gögn, þá fékk ég hann til að skrifa lögfræðingur kunna búa til eitthvað vottorð sem að ég lét hann hvítt undir sjálfan, hann vissi alveg hvað við vorum að gera, að þá gat lögfræðingurinn sótt þessi gögn. En fyrir venjulegan mann út í bæ að gera þetta, þannig að vera með einhver svona vottorð sem þú býr til ef það ekki búið til að viðkomandi stofnun. Þú þarft jáfnvel að fá viðkomandi til að skrifa undir kannski 5 vottorð eftir við hvernig þú ert að tala. Það ekki nóg að gera eitt central vottorð fyrir alla sem þú þarf að tala við, félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta eða lögregla. Þetta mikil skriffinnska. En Ólafur, nú drengurinn 29 ára gamall, ekki satt, eða maðurinn, þetta nú fullorðinn maður. Í upphafi þegar hann var greindur, þá var þér sagt að hann myndi sennilega aldrei geta bjarga sig sjálfur eða gift sig eða eignast börn eða hvað það nú var. Ég gerir ráð fyrir að þú hefur ekki trúað því þá. Vistu, við pappar erum svo sérstakar skepnur, sko. Þú heyrst grínir svona minn ekki hommi, eitthvað skilur, já. Það allt. Í svo lítið afneitun. Afneitun er svo mikil hjá okkur.
mæðurnar eru skynsamari, þær taka á þessu svoleiðis að þær svona hugsa já þetta kannski það sem það með ske og byrja að vinna út frá því, en við kallarnir segjum bara nei við tökum strákinu og hann verður bara að byrja að vinna, fara í skóla og allt það, en svo reyndist hann ekki að sögast og ég hefði haldið. Nei, en nú hann orðið þetta gamall og þú ert búin að standa í þessari baráttu í öll þessi ár. Hvernig horfuru á framtíðina hjá honum? Guð, fyrsta lagi ég núna að bíða eftir einhverju svari frá bæjarfélagi Hafnarfjarðar það hvað ég geti hjálpa honum. Ég búin út á honum íbúð þarna og ég veit að hann mun þá verða þar eins lengi og hann getur og hann fer ekki að gera einhver leiðindi. Ég sé ekki neina framtíð í öðru en þess að hann verði hérna dinglandi í íbúðinni milli þess að ef hann gerir leiðindi verður hann lagður á Landspítalann þar sem að verður einhverja daga eða vikur og sviftur og þegar hann með erfiðleika það þá hann bara svæðurleikum verður einhverjum svefnbílum til þess að þeir fái frið. Þannig þetta með sennilega vera þannig. Lögreglan taki hann, keyra hann á Landspítala. Samir hringurinn. Getur hann hugsað sig sjálfur? Getur hann elda mat? Hann elda nú óskaplega skrítjan mat og ég alltaf að reyna að fá hann til þess að koma til mín og borða, hann nennir því ekki náttúrulega. Eða þá ég að reyna að beða hann að fara inn í næringa hugsununa og eitthvað. Jú, hann getur elda. En hann ekki sérlega duglegur að þrífa, hann vil helst ekki að neitt komi inn til. Hann grípur í þrið þegar ég íti í hann og svo fer ég til hans að hjálpa. Hann þvær af sig, hann ofsalega snyrtilegur þegar hann kemur út úr húsið, hann ægilega fínn og snyrtilegur. Hann passar mikið upp á útlitið. Það sem gott. Hann hafi hugað því. En hann alveg hættur að taka lyf, hún finnst ekkert virka. Þannig að það nú kannski spurning hvað hann á að vera að taka þau að þau virka ekki. En læknar hafa verið ávísan ýmis lyf. En hann vill helst ekki fór niður á þjónustu. Hann vill ekki að hann verið stimplaður eins og maður segir öryrki eða eitthvað þannig. Hann öryrki, hann 100% öryrki. Og það vill helst, ég veit ekki hvort það var hægt að sjálfa hann í að vinna, held maður vildi maður sjá hann geta að fara að vinna fyrir þess að farið af þessar örorku og séð sig sjálfur. En það allavega engin hjálp frá kerfinu til þess að kúpla honum út úr því. Það hjálp honum til að byggja upp eitthvað. Til dæmis að klára skólan, menntaskólan. Ég hef ekki fengið neina hjálp frá kerfinu til þess. Þau verðast ekki hafa mannskapi í það eða þekkingu eða eitthvað. Þau hafa ekki neina þekkingu einhverju. Það vantar að þau eyði miklu meiri peningum í þessu 1400 eða 7000 einhverja, hvað eru margir sem eru út á götu, sem ekki eru lengi í skólakerfinu. Eyði einstaklingsmiðaða þjónustu, kerfin tali saman, þetta verið miklu fókusar þjónusta hjá öllum sveitarfélögum, öllu landinu. Tölum við ekki á Akureyri, síst Akureyri þar sem að drengurinn sem var hérna að fara í sjóin hérna í mars, hann var frá Akureyri, hann Hjalti. Ég var sambandi með mamma sem hún talaði við mig líka því hún veit að ég að berjast í þessu og það alveg skemmilegt ástand þar. Þannig að við bara segjum all land, takk ykkur til, sveitarfélög, einbyttu ykkur að þessu fólki, hjálpið þessu fólki til þess að lifa eðlilegu lífi, eyði pening í það. Ef þið ekki tími því og vilja eða í einhvað fín hús eða eitthvað hallir eða hvað við erum að tala já, þá ég bara ekki með ykkur. Hlýtur að hafa áhyggjur af framtíð sonarins bara þegar þið farið því að hann ungur maður og þá ert þú kannski ekki til staða lengur eða þið til að hjálpa honum. Ég í óðaðan að undirbúa það núna, hvernig það verði. Ég að reyna, ég náttúrulega hef ekki getað vunnið mikið í þessi suma því að allir í fríum. Ef ég sendi post þá kem ég ekki vinnu fyrir 7. ágúst eða 15. september eða hvað þetta heitir. Þannig ég ekki nokkur mann, en ég í óðaðan að undirbúa það. Ef það gerist eitthvað sem ég lendi bílsleysi. Ég eini aðilinn sem sinna honum. Finnur þú fyrir vonleysi? Öðru hvoru. En samt baráttuandinn staðar? Það nú hefur íslenski baráttuandinn, hann hans erfiður. Hann getur farið illa með okkur kallana, sko. Já. Við getum jáfnvel enda á því að fá heilablóð alltaf þessu. Ólafur, tíminn hlaupinn frá okkur. Þakka þér. Trúið því hver sem vil, en þetta málefni sem að þarf að huga betur að það alveg ljóst. Ekki spurning. Þakka þér innilega fyrir komuna og gangið allt í haginn og sinniðinu. Takk fyrir. Þetta með lokið og við sjáumst eða hittumst að vikuliðinni. Verið sæl. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum alla vikuna verið að ræða áfengismál í einni eða annari mynd. Við höfum beint spjótum okkar einkum að því hvort það sé í lagi með viðhorf og annað í sambandi við ungt fólk. Í dag komin Katrín Ella Jónsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri sálfélagslegu meðferðinar á Vogi sem gestur. Vertu velkomin. Sæl, takk fyrir að fá mig. Bara þakka þér fyrir að koma. Svo ég seti þig og áhorfendur og hlustundur aðeins inn í svona ástæðu þess að ég baði ykkur frá S.A.A. að senda einhver fulltrúa. Þá sem sagt höfum við í rauninni allri vikunni verið að ræða við forvarnafulltrúa, kennara, verkefnastjóra hjá Reykjavíkurborg og fleiri til dæmis afleiðingar aukins aðgengis áfengis, aukna unglingadrykkju að haldið fram, ítök markaðsafla og linkind eða áhugaleysi fjölmiðla á að sem sagt fjalla með gaggrínum hætti mál sem þykja nú leiðileg og neikvæð, og það hefur verið spurt hvort ekki sé lengur samstæða það að íþróttir og áfengi ættu aldrei að eiga samleið. Við höfum rætt skólaforðun, áhrif COVID, heimsendakvíða og það margt sem ég langar til þess að spyrja þig en ég ætla að byrja bara aðeins á því svona að minna á það að það staðrendir það ekki að því yngri sem við erum þegar við byrjum að nota vímugjafa, því líklegra að alvarlegur vandi þróast. Jú, það bara akkurat rétt. Við vitum að það einn af þessum sterku áhrif og þáttum að því yngri sem að við byrjum að nota einhvers konar vímugjafa, þá ég að auka líkur á því að ég mögulega þrói með mér alvarlega vanda síðar á lífsleiðinni. Já. Ekki tilviljun að áfengiskaupa aldur 20 ár? Nei, og í rauninni ef maður myndi fylgja rannsóknum ætti hann að vera hærri í rauninni. 25? Já. Út frá þessum framheila Akkurat. Rannsóknum? Já, og það nefnilega einmitt það sem við þurfum alltaf svolítið að hafa hugfast þegar við erum að tala unga fólki okkar. Við tölum kannski unglinga en við erum í rauninni, þurfum eiginlega bara að tala ungmenni sem eru þessi aldur alveg upp í 25 ára aldur, og það þessi tímið þegar heilin okkar ennþá bara að þroskast. Já. Og maður getur litið á það sem svo að á þessum árum, þessum mótunar árum, úlingsárum sem eru eins og við mörg þekkjum bara átt erfiðu tími og margt að gerast í okkar lífi á þessum tíma, að heilin okkar algjör svampur og þannig hann að læra og einhvern veginn, við getum hugsað eins og hann sé svona opinn, og þannig þá skiptir máli hvað fer onni í hennan svamp á þessum tíma, sko. Já. Við getum reynt að hlúa vel að honum og setja einhvern veginn það góða í hann, og þá auðvitað vex hann og verður vonandi bara flottur og stöður einstaklingur seinna. En auðvitað ef við förum að hugsa öðru sem hann eða einmitt förum að nota vímuefni eða áfengi eða eitthvað snemma á lífsleiðinni, þá erum við mögulega að skapa einhverja hættu og að heilin þroskist ekki alveg eins og hann kannski á að sér að gera eða ætti að gera. Já, og af því að ég komin á þann aldur að ég man tíman að tvenna í þessum efnum, þá get ég upplýst það út frá minni reynslu að það skiptir mjög miklu máli hver tíðarandinn í þjóðfélögum eins og Íslandi, hvaða viðhorf eru til dæmis til þess að krakkar séu að drekka. Ég man þá tíð þegar langflestir 15-16 ára krakkar út á landi var viðurkennt að þau gætu bara drukkið af sér hausinn á sveitaböllum eða öðrum, og jafnvel var það bara hluti í því að mannast, bara svona manndómsvíksla. Síðan kemur tímabil, það talað íslensku leiðina. Akkurat. Í því að stemma stigu við unglingadrykkju, og margt gott, það fyrir tíma
internetsinn sem svona almennstækis fyrir tíma samfélagsmiðla. Síðan svo við skrólum áfram, það gengur vel, við erum frekar stolt af árangrinum, það kemur COVID. Það verið sitt hvað að hafa fallið á milli skips og bryggju í COVID og þá kemur svona líka einhver kannski áreitis faktor inn í líf ungmennana sem svona heimsenda kvíði, dauðakvíði, loftslagsmálin líka þarna inni. Fleiri og fleiri börn lenda í einhvers konar félagslegri röskun eða hvað maður á að segja. Og sama tíma þá núna hins seinni ár þá staða markaðsaflana mjög sterk og aðgengi að áfengi aldrei verið meira og við höfum verið að fjalla semst íþróttastarfið sérstaklega. Ástæða til að staldra við og hafa áhyggjur af framtíð barnanna okkar í þessu andrúmi sem nú er? Í rauninni bara mjög góð spurning að velta fyrir sér. Ég held að það sem kannski við þurftum helst að þess að bara skoða sem samfélag bara þessi kannski almenna normalisering á neyslu áfengis. Þú veist, við erum farin að áfengi fara að vera hönd á fleiri stöðum myndi ég segja heldur en kannski þótti eðlilegt hérna áður. En það samt margt búið að breytast í neyslu mynstrinu líka sem að, þú veist, sumir gætu kalla gott en að öðru, þá þetta kannski orðið sýnilegra og meira normalisera en var áður. Og það kannski alltaf það sem við þurfum að hafa í huga bara með börnin, því við erum auðvitað fyrirmynd fyrir börnin og þegar við erum að normalisera einhvern veginn áfengi, að það sé hluti af svo mörgu sem við gerum, að þá erum við auðvitað að kenna það áfram, að það sé einhvern veginn eigi að vera hluti af einhvern veginn öllu sem við gerum. Þá að hafa kannski áfengi hönd sem að kannski ekki alveg skilaboðum sem við viljum vera að senda. Nei. Eitt dæmi sá ég fyrir nokkrum árum á Instagram að fjölskylda labbar á fjallstind á Íslandi. Það voru kannski fóriðarnir með hvítvínsflösku og það poppa kampavín eða eitthvað svoleiðis og við komumst upp á þennan tind. Skildi maður nú ætla að góðu efnin í blóðinu séu nú næg til þess að þú þurfir ekkert að auka etanól eða áfengi, alkohól til að þú bara, manni líður svo vel þegar maður komin upp á fjallstind að það eiginlega heimskulegasti staðurinn til þess að fá sér í glas bara öllum stöðum í heiminum. Þetta held ég dæmi um þessar aðstæður, þessar normaliseringu á að alltaf þegar þú ert að gera eitthvað eða þú fagnar einhverju þá að fá þér áfengi. Íþróttahreyfingin annað mál og nú skiptir engu máli hvað klukkan það skiptir engu máli hvað vikudagur þú getur að þér virðist alltaf hringt í einhvern aðila sem kemur með áfengi til þín innan skammrar stundar. Það veit enginn einu sinni hvort það löglegt eða ekki en þetta eru ansi mikla breytingar. Já, þetta eru vissilega mikla breytingar og kannski líka með þessu sýnileiki og markaðsöfli eins og segir, þú veist, við sjáum kannski meiri líka auglýsingar sem að voru ekki kannski jafn sýnilegar áður þá staði sem selja þá áfengi sem eru orðnir fleiri. Þannig að þú veist, við vitum að í rauninni aðgengi líka orðið aukið núna og við vitum líka að aukið aðgengi þýðir oft aukið neysla sem getur þá þýtt aukin valdi. Jú. Það sem að mér finnst líka kannski alveg verst að nefna, við erum að tala um áfengi en það ekki bara kannski áfengi sem við þurfum að hafa huga á þegar við erum að tala um unga fólki okkar. Ég myndi segja að þetta líka sama þróun það sem við sjáum á sem nikotínvörum. Fjárhættuspil eru mikið einhvern veginn fyrir augum ungmenna og einhvern veginn eins og það sé í rauninni svolítið stílað á unga fólki okkar. Það talað þetta í útvarpsþáttum og fyrirmyndir ungra einstaklingar í klæðinaði merkt þessum fyrirtækjum eða einhver slíkt og ég held að það sé líka alveg einhvað sem við þurfum að hafa hug á. Foreldrar eru kannski sumir mjög vel á verði og eru að fylgjast með því hvort að börnin sín sé að nota áfengi en það að fylgjast með hvort að þau séu með fjárhættuspila app í símanum eða einhvað slíkt sem líka vandi sem við erum að sjá aukningu á hjá okkur. Ungt fólk að með fjárhættuspila vanda.
Já, hvað á foreldrar að gera sem krakka í framhaldsskóla sem dreng sem hittir aðra drengi 2-3 kvöld í viku, allir með nikotínpúða, dreipa á bjór en enginn verður sínulega drukkin, að spila póker. Já. Hvað eiga foreldrar að gera? Já, það nefnilega kannski snúna spurningin í þessu, hvað á að gera? Það náttúrulega kannski veltur svolítið á aldri ungmennana. Það verður auðvitað kannski aðeins flóknar þegar fólk eru sjálfráða. En ég held að fyrst og fremst sé það hlutverk foreldra bara að vera tengt börnunum sínum. Tala við þau. Eiga samverustundir. Náttúrulega bara, við veitum að það eitt af þessum svona forvarnar atriðum auðvitað bara samvera, en ekki bara samvera, því að ég held að við séum í rauninni eiga meiri samveru með börnunum okkar í dag. En nú samt komin alls konar tæki sem trufla þessa samveru. Þannig að við erum kannski á sama stað, en eru tengsl, erum við að tala saman, erum við að vita hvað börnun okkar að gera, erum við að spyrja þau spurninga, eiga þess að bara svona hversdagslegu samræður við eldhúsborðið sem að skipta bara svo miklu máli. Eitt sem hefur breyst alveg rosalega mikið síðan ég var unglingur er að við stunduðum okkar lítt dygðuga líferni alltaf í felum og aðgreindum okkur mjög sterklega frá foreldrum okkar, mjög ung og snemma, og það var ekkert óalgengt að mín kynslóð væri bara að flutta heim 16-17 ára gömul og bara ekkert samband við foreldrana eða lítið samband næstu árin þegar fór nú í hönd mikið háska skeið. En núna það sem margir nefna, það er traust, það er sýnileiki á líferni sem að gæti falið í sér einhverja áhættu, flokkast ekki undir lesti og flokkast að einhverju leiti undir lesti en svona innan marka. Þú þekkir klemmuna með það hvort foreldri eigi að fara í ríkið fyrir krakkan sinn og þá frá og með hvaða aldri. Þannig að þetta er eitt sem ég kalla á mínum aldri getur nefnt jákvætt til sögunar. Það er að það er svona minna veggurinn á milli foreldra og ungmenna, hann er kannski lægri núna. Já. Og sem að vissu leiti gott, myndi ég segja, þú veist, kannski svona þessi gamla lenska sem að einmitt maður þurfti vera meira einhvern veginn í felum út því að annars var maður bara gjörsamlega tekin á teppið, það er svona þessar miklu kannski skammir sem kannski áður tíðkuðust. Við vitum í dag að það hefur voru lítið upp á sig. Við þurfum frekar að vera eiga þessi samtöl og við þurfum, og það er erfitt að ætla að einhvern veginn að fara að skamma ungmenni sem að við vitum að byrjað kannski að prófa áfengi. Sérstaklega það er traust á milli. Akkurat. Já. Þá er mjög mikilvægt að eiga bara þessi samtöl, að reyna að upplýsa að þú veist, ég er ekki sátt við það, ég myndi óska þess að verður ekki byrjaðar að drekka og mér langar að biðja þau að hugsa það, þú veist, að hvort þú getur reynt að fresta þessu pínlítið lengur. Út af því að við erum að reyna bara að venda þennan heila, við viljum reyna að þau passi upp á heilan sinn eins lengi og hægt er. Og það er rosa stór og erfið spurning að svara að hve miklu leiti ungt fólk er að taka eigin ákvarðanir og að hve miklu leiti því er stýrt í gegnum samfélagsmiðla, internetáhrifin og alls konar skilaboð, stýrt inn í heim sem kann að vera háskalegur og það getur varðað hvernig þau verja tíma sínum, það getur varðað það hvort þau neita áfengis eða annarra efna og svona og það sem að hún sagði hún Harpa Henríksdóttir, kennari, grunnskólakennari sem er líka verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg í vikunni, er að við vorum svo stolt af þessari íslensku leið, hvernig okkur tókst að stemma stigu unglingadrykki og gjörbreyta íslensku samfélagi, en hún segir nú eru komnar nýjar breytur, þannig að það dugar ekki að dusta rykið á gamla skapalóninu og heyrðu annað þjóðarátak þetta, af því það eru svo tímanir hafa breyst ekki, tæknin hefur breytt öllu. Akkurat, og það er svona eins og ég mitt kannski nefndi á hann að þetta snýst ekki bara samveruna lengur. Hver er samveran þegar hún er? Og því að við erum
flest öll og líka við fullorðna fólki erum alveg jafn segum það að týna okkur í símanum og bara hraða samfélagsins. Það, ég myndi segja heilt yfir bara fyrir okkur sem samfélag eru orðnar rosalegar kröfur á okkur öll einhvern veginn. Það mikill hraði og það erfitt einhvern veginn að standa undir þessu öllu saman og svo ég samt að fylgjast með hvað barnið mitt að gera og ég á að mæta skólaskemmtanir og hann á að vera íþróttum og þetta erfitt og flókið og hann bara freistandi að fá sér í glas þar maður fyrir að sofa. Bara gæti verið. Þannig að mér finnst svona, líka við fagfólki þurfum líka átt okkur á því. Við vitum það líka að þetta flókið oft og það ekkert alveg klift og skorið í þessu eitthvað. Ég get ekki afhent ykkur núna bara einhvern leiðbeiningabækling, þú gerðu bara A, B, C og þá myndi allt ganga vel. Við erum öllu þetta bara einstaklingar, við búum við mismunandi aðstæður og svo getur verið bara aðrir áhættu þættir hjá kannski börnunum okkar sem eru krefjandi, einhverjir eru kannski með einhverja geðrænar áskoranir sem að við vitum að svona setur þeim meira áhættu einmitt ef það einhver skólavandi, skólaforðinu einhvað, það er svo margt sem getur verið líka annað sem við þurfum þá að fá aðstoð með að grípa inn í. Það er ekki hægt að horfa kannski beint á áfengisvandan algjörlega sér. Nei. Það þetta umhverju allt, bara líður börnunum okkar vel. Því að það yfirleitt einhver kannski ástæði fyrir því að fara að sækja í vímuefni. Það oft til þess að fá einhverja meiri spennu í lífið. Kannski þeim bara leiðast og mikill dauður tími. En líka kannski bara líða þeim ekki nógu vel. Nei. Og að fást við eitthvað vanda og finna sig ekki í hópnum sínum eða einhvern veginn eru einangruð og kannski það ástæðan og þá þurfum við nefnilega að skoða það. Já, og ég nefndi aðeins COVID áðan. Við erum enn að sjá merki þess að þá hafi svona ákveðin þjónustar lagst í dróma og það hafi svona ákveðnar, við erum ekki enn á öllum vikstöðum komin aftur á stað, það, eftir COVID? Nei, það var náttúrulega bara margt sem gerðist í COVID sem að gerði þetta bara líf okkar allra pínu, svona við þurftum að einhvern veginn horfa hlutin upp á nýtt. Já. Og ég held að við vera alveg sérstaklega erfitt fyrir unga fólki okkar sem að fekk ekki einhvern veginn eiga alveg eðlilega skólagöngu, það einangraðist, fekk ekki sömu tækifæri að öðlast félagslega færni og ýmislegt svona sem að ég gæti alveg trúa að við eigum ennþá eftir að sjá kannski einhverjar svona sjá hvað áhrif það hafði á fólki okkar. Ég held að við séum alveg að sjá það nú þegar einhverju leyti. En ég held að við eigum alveg þess vegna vona að sjá meira af því þegar líður á. Hjá okkur allavega mistum við kannski niður úrræði sem að ég að binda miklu vonir að við getum sett aftur á laggirnar sem var svona ungmennastuðningur sérstakur fyrir unga fólki okkar innan S.A.A. sem var þá ætla ungmennum sem að glíma við einhvern áfengis eða vímuefna vanda hvort sem þau hafa komið til okkar til meðferðar eða ekki, bara ef þau líta á sig í einhverjum vanda þá voru þau velkomin að koma til okkar því það mjög mikilvægt að þau eigi einhvað athvarf þar sem að fagfólk sem getur tekið á móti þeim og hjálpa þeim í þessari stöðu að skoða hvað stendur þeim til boða. Ég veit hins vegar að það eru margir aðri góði staðir í dag. Bergið til dæmis hefur grip mjög vel ungmenni veiti líka og svona staður sem þau geta leitað þannig að það auðvitað alveg einhvað í boði en margt held ég myndum við vilja gera áfram betur. Hvernig S.A.A. í stakk búið til að taka á móti ungu fólki í meðferðir? Við sinnum náttúrulega ekki beint ólur af ungmennum. Við erum með svona sér ungmenna deild á Vogi sem þá fyrir 18-25 ára. Það köllum við ungmenni í meðferðinni hjá okkur. Auðvitað kemur það fyrir að það koma til okkur einhver ólára ungmenni sem þá bara með það alvarlega vanda að þau eiga heima hjá okkur. Niður í hvaða aldur? Veistu það? Ég myndi halda við erum yfirleitt bara þá rétt þennan lögræðis aldur. Já, 16, ekki yngri. Annars í rauninni aðrar stofnun sem að eiga stiðið við þessi ungmenni sem eru svona ung. En við erum höfum alltaf reynt að lækja mikið upp á því að ungmenni fá góða þjónustu í okkur. Við erum til dæmis með stuttan biðlista
þau eru í rauninni í forgangi að komast til meðferðar á Vog, unga fólki okkar. Þurfa yfirleitt ekki að bíða lengur en í 3 vikur alveg max, sem við myndum kalla mjög stuttan biðtíma, svona almennt séð. Að því gefnuðu að náða 18 ára aldri? Já. Biðin er líka þá stutt fyrir þessi örfáir sem hafa komið til okkar, en það er þá alltaf unnið í miklu samráði við barnavernd og foreldra og annað. Þannig að okkur finnst mjög mikilvægt að þessi stuttu biðtími, út því að við vitum það líka unga fólki okkar, það þarf oft svona aðeins fleiri atrennur, ef maður segir svo. Þau kom oft inn bara eins og örugglega við þekkjum flest bara, ef við hugsun sjálf tilbaka þegar við vorum ung, þá hefur maður mjög sterkar svona hugmyndir það að vilja vera sjálfstæður og ákveða hlutina sjálfur og svona þegar maður er á þessum árum. Það er svolítið svona ríkt í manni að bara viti þetta sjálfur, sko. Og það svona reynir þá oft á það að þau koma til okkar, er ekkert alveg svona vissum að þau vilji kannski gera allt eins og við kannski myndum leggja til, en og fara þá út og máta sínar hugmyndir og kannski finna fljótt að þau þurftu kannski eitthvað aðeins meira. Og þá er biðin stutt að koma aftur til okkar. Og þannig reynum við svolítið að vinna þetta með unga fólki. Við viljum að þau, að þeim líði sem best hjá okkur svo þau vilji koma aftur. Og það getur alveg þurft nokkuð skipti. Já. En fólk aðeins, Íslendingur aðeins byrjaðar að senda þeirra eigin börn sem hefur vandast stríða út fyrir landsteinuna. Já. Og jafnvel farnir að borga það úr eigin sjóðum og það eru til sögur af fólki sem er búið að hefur mist húseignir sínar vegna meðferða út fyrir landsteinuna af því að því hefur liðið eins og úrræðin hér séu ekki sem skildi. Já. Ég kannski get ekki beint tjá mig það, ég veit ekki nákvæmlega hvað úrræði þetta eru erlendis. Ég myndi segja að við Íslendingar erum bara mjög heppin með þau úrræði sem að standa okkur til boða hér. Í rauninni bæði líka bara kostnaðarlega séð, sko. Við hefum mjög greitt aðgengi að meðferð á Íslandi og það kostar lítið á meðan við hvað meðferð erlendis mitt er að kosta, sko. Og ég myndi segja allavega eins og hjá okkur og S.A. þá reynum við eftir bestu getu þetta mæta öllum á svona einstaklingsmiðum basis. Við reynum það og ég myndi segja líka að við erum alltaf að verða betri því að bæta okkar þjónustu. Við erum komið með mikið að bara fagmenntuð fólki inn líka á meðferðarstöðuna sem var kannski ekki áður. Þannig að ég myndi segja að við erum að ná að mæta fólki mjög vel og sinna þeim á í rauninni alla vegu. Við erum með félagsráðgjafa, við erum með sálfræðing, við erum með áfengisvímuefnaráðgjafana, við erum með hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkralega, þú veist, allt þetta fólk til að sinna fólkin okkar sem best. Já. En varðandi unglingadrykkju, hvort hún er að aukast eða ekki, ég upplýsti það að ég hefði ekki lesið fréttir af því að unglingadrykkja væri að aukast, en hér hefur verið fólk sem heldur því fram og það er svona orðið líflega umræðan þetta á alls konar Facebook þráðum. Gögn, hvað segja þau? Ég mitt var mjög fárvitin þá varst að segja mér frá þessu, sko, að ég hef ekki alveg séð, sko, gögnin sem sýna þetta, en ég veit að rannsóknir og greining hafa verið að fylgjast með þessu og ég veit ekki alveg þú veist þeirra nýjustu tölur frá 2024. Nei, sennilega ekki komnar. En það sem kannski ég get tjá með er náttúrulega bara hvað sjáum við hjá S.A. Og það sem við höfum náttúrulega verið að sjá síðustu árin er í rauninni að það eru færri ungmenni að koma til okkar en áður. Við erum í rauninni að sjá fækkun af ungu fólki að koma leita þjónustu S.A. Allan að leita á Vog. Þannig að hvað þýðir það? Við veitum auðvitað ekkert alveg hvað það þýðir. Nei. En hins vegar það sem við erum að sjá líka er að það er búið að vera breyting á þeim ungmenni sem koma til okkar núna, að þau eru flest í mun alvarlegri vanda en kannski var áður. Já. Þannig að þótt að þessu færri ungmenni sem koma til okkar, þá eru þau ungmenni með mun alvarlegri vanda heldur en var áður. Og fjölþættari vímuefnanotkun kannski? Já, fjölþættari vímuefnavandi, alvarlegri vímuefnavandi og kannski meira bara líka aðrar áskoranir með. Já. Og
það tala um aukningu á áfengisneyslu. Ég skoðaði nú eitthvað aðeins tölunar áður en ég kom og það sem að við kannski sjáum að vissulega virðist áfengisneysla í ungmennahópnum okkar einhvað vera aukast, einhvað lítið. Cannabis sem áður ennþá einhvern veginn það sem að flest ungt fólk sem kemur til okkar að nota. En það sem við höfum náttúrulega mestar áhyggjur af hjá SÁ er ópíóðavandinn. Við erum búin að sjá gríðarlega aukningu á notkun ópíóða. Bara núna, ég held að það sé búið að þrefaldast á síðustu 3-4 árum. Já, það er hræðilegt. Fjöldin af þeim sem að koma inn með ópíóðavanda. Og lífsæta bara. Já. Þannig að eins og ég segi, vandinn orðin alvarlegri. Munurinn á samt umræðum áfengi eða ópíóða sá að ég held að ég og þú við getum verið sammála það að ópíóðanótkun verður aldrei samfélagslega viðurkennd á Íslandi. En við höfum lifað þessi skeið þegar neysla áfengis samfélagslega viðurkennd, bara af hálfu alls þjóðfélagsins. Og nú eru bara margir sem að virðast trilla sig svolítið við þeirri tilhugsun að þessi gamla fortíð kunna vera að banka upp og aftur. Og einmitt að skapalónið sem við notuðum síðast, við höfum ekki úrræði til þess að, ef við þyrftum þá að uppfæra okkar úrræði. Og íslenska leiðin eins og mér skilst að sé bara hugtak í Evrópu og jafnvel víðar. Að kannski eigi hún ekki lengur við og er þá einhver að smíða nýtt skapalón? Einmitt, ég held að sé alveg margt gott í þessari íslensku leið sem að við meðum kannski ekki gleyma. Eins og við erum búin að vera að tala um tengsl og samvera með foreldrum skiptir alltaf máli. Að vita um börnin, tala við þau. Hvað eru þau að hugsa og fást við? Hver eru vinir þeirra? Hvað eru þau að gera í frítíma sínum? Líka tómstundir, áhugamál, íþróttir. Hvað eru þau að gera? Við veitum auðvitað það, eins og ég sagði hann, þau eru með ennþá að svampa heila, heila sem er forvitin og vill skoða og kynnast einhverju nýju. Þá þurfum við líka að vera sem kannski foreldrar og umönnunaraðilar, við þurfum að þá fylla tómarúmið að einhverju sem er gott fyrir þau að þau sé að kynnast betur og læra. Of mikill einhvern veginn frítími og kannski frjálsfrítími er ekki endilega eða það getur verið hættulegt kannski. Þannig að ég verði alltaf talsmaður þess að tómstundur og íþróttir og góð og uppbyggilega áhugamál eru af hennu góða. Við viljum að börnun okkar séu að sinna einhverju slíku. Rútína og festa. Já, rútína og festa og hafa einhver sem þú ert að vinna að verða betri í. Það að hafa tilgang og þetta skiptir okkur öll máli. Þannig að ég held að þetta muni aldrei hægt að verða verndandi þáttur. Þannig að þetta skiptir máli. En eins og ég segi, vissulega eru orðnar einhvern veginn breyttar aðstæður og við þurfum kannski að hugsa fleira. Ég held að við þurfum að hugsa líka bara við sem samfélag að styðja við hvort annað. Foreldrar þurfa held ég oft bara líka meiri stuðning. Við þurfum að hafa meira aðgengi kannski að þjónustu eða viðeigandi úrræðum. Foreldrar þurfa oft að fá stuðning líka í því að þetta gangi vel. Þetta líka snýst oft fjármagn og peninga og það það er ekkert allra á höndum að vera með börnin sín í tómstundum og íþróttum og öllu saman. Þannig að þá er það er stærra mál en bara einstaklingurinn sem getur kannski gert það. En ríkið hefur líka svo skorið niður fjárveitingar til forvarnamála. Og sama tíma og það gerist þá sem sagt er aðgengið áfengi að stóraukast. Vísbendingar að aftur séu að verða fleiri ungir sem neyta þess og þetta með íþróttastarfið það er einhvern veginn er menningar viðhorfsbreyting í gangi eða ekki, ég veit að við getum ekki svaraði, ekki ég og þú en við þurfum kannski að velta því aðeins fyrir okkur og eru þið á SÁ líður ykkur bara núna eins og það sé ekkert nýtt að gerast, það sé bara allt sultuslagt eða hvað hafið þið, hver er andinn núna? Nýtt að gerast þá í
Sko, af því hér eru viðmælendur sem að ræða ógnir, auknar ógnir, tækni notkunin, það eru hvernig upplýsingum miðlað og það er þetta aukna aðgengi og það er íþróttastarfið þar sem að var áður heilagt og krakkarnir og aðrir í skjóli fyrir áfengi að bara þessar samfélagslegu breytingar, þær kunna valda því til dæmis að þið á Vogi bara vona á holskeplu af skjólstæðingu síðar. Það er engin þannig umræði í gangi hjá ykkur. Sko, ég myndi segja að við höfum haft pínu áhyggjur af þessu svona aukna aðgengi. Já. Maður hefur alltaf áhyggjur af því þegar sérstaklega kemur ungu fólki og maður heyrir þessa umræðum að það sé orðið auðveldara fyrir ungt fólk að verða sér út áfengi. Það skiptir raunverulega máli. Það skiptir máli. Aukið aðgengi, aukið neysla. Það er auðvitað þannig. Þannig að vissulega lítum við ekki á það sem jákvætt. Það sé aukið aðgengi. Hvað varðar íþróttafélögin? Ég held að íþróttafélögin í sjálfu sér hafi bara sinnt mjög góðu starfi og En við teljum það ekki fréttnæmt. Nei. Við teljum það sjálfsagt. Já. En hvað svo sem svo gerist á sem leikjum sem er kannski það sem mér heyrist vera til umræðu, sko, það er auðvitað einhvað sem að mér þarf kannski bara að halda áfram að þess að ræða, þú veist, er þetta... Það er skrítið að koma inn í fyrir ekki að þau teka þér orðið, en það er skrítið af því ég hef átt börn í íþróttum að koma inn í íþróttahúsið miðjan dag og sjá hellinga fullorðnu fólki með bjórflösku og klukkan er bara 1:30 og þarna eru sko miklu fleiri börn. Akkurat. Og maður bara býr, hvernig gat þetta gerst? Einmitt, og þar maður spyrir þarf áfengið til að hafa gaman á þessum íþróttaleik og er það kannski barnana réttur að fá skjól frá því? Já, ætti ekki fullorðna fólki sem fær sér í glas þá bara vera stúkað af í einhverju hliðasal og fara ekki með flöskuna yfir í áhorfendastúkur. En þetta er svona, þú veist, menn tala um viltavestur, enga reglur, svolítið svona gamla íslenska, engin ber ábyrgð og samanber þetta með mögulega ólöglega sprúttsölu í dag, lögreglan nennir ekki að rannsaka máli eða hefur ekki tíma eða finnst það ekki skipta máli að rannsaka þau. Það eru skriftin tímar í gangi. Já, og þá líka hugsa maður, sko, ef það á að leyfa aukið aðgengi og aukna sölu, að þá væri kannski eðlilegt að fjármagn væri þá veitt í að við getum haft betra aðgengi að meðferð. Já. Maður myndi óska þess þá líka að við til dæmis getum haft opið allan á sér synga á meðferðstöðum og að við fáum fjármagn til að hafa þessi úrræði sem skipta máli eins og fyrir unga fólki okkar. Voru sumarlokanir sem bitnaðu unga fólki núna þetta árið? Ég myndi ekki segja heilt yfir gengu þessi fjárveiting sem við fengum til að hafa opið í sumar gekk vel. En við auðvitað erum alltaf, þetta snýst oft alltaf auðvitað peninga. Við þurfum auðvitað að hafa fjármagn til þess að geta gert betur. Við viljum auðvitað geta aðstoðað suma hópa sérstaklega. Og það er oft kannski það flókn í því. Það þarf auðvitað meiri pening þegar við ætlum að gera eitthvað sérstakt og eitthvað meira. Og við viljum auðvitað gera meira fyrir unga fólki okkar. Og foreldra, ekki síður. Það er mjög mikilvægt að foreldra fái stuðning sem að eiga ungmenni sem er í vanda. Því að það er ekki auðvelt verkefni að eiga ungmenni sem er komið í vanda. Er ekki til eitthvað bara nánast geymslu úrræði að börn sem eiga við mikinn vanda að stríða, foreldra þeirra eru uppgefnir og börnin eru senda á einhvern stað, foreldrarnir fá bara frí frá þeim á meðan. Bara geymsla fyrir börn í rauninni án meðferðarstarfs og meðan tíman stendur bara til þess að allir í fjölskyldunni kikni ekki á sama tíma. Nú bara veit ég það ekki alveg, sko, hvernig það er. Ég myndi nú alltaf vona að það væri einhvers konar umönnun og fyrir ungmenni sem á í hlut, sko. Jú, það eru umönnun, sko, en
en þessi tím ekki, hann fyrst og fremst fyrir aðstandendur. Já, og það alveg mjög mikilvægt að þau fái stuðning líka. En nú til fólk sem horfir á okkur og það hugsar, já, þetta nú bara helvíts aumingjar og þú veist, allir sem að verða fíknina bráður aumingjar og við erum reyndar færri kannski sem að hugsa þetta í dag en fyrir 100 árum en þetta nú viðurkennt samt í huga margra að bara ráðast að þeim sem að eiga erfiðar en aðrir. Ef ég væri, þú sem sagt fagstjóri sálfélagslegu meðferðina á Vogi, þýðir það að fólk í einstaklingsviðtölum hjá þér eða ertu svona alveg utan þess? Það ekki beint í einstaklingsviðtölum hjá mér. Ég meira kannski bara stýra hvernig meðferðin sjálf fer fram og að reyna að bara styðja við áfengis- og vímuefnaráðgjafana og sálfræðingana og félagsráðgjafana í sínum störfum. En vissulega hef ég sjálf unnið á gólfinu, ef svo má segja, og hef ágætist reynslu í því. Já. Þannig að ég hef líka alveg reynslu af því að vera að hjálpa fólki. Já. Ef að setja á svið að ég 18 ára strákur sem á í miklu vanda með, ég fíkill eða alki og ég er komin í meðferð á Vog og ég setja hérna á móti þér í fyrsta viðtalinu og ég spurði, Katrín, akkur ég í alkoholisti, akkur get ég ekki kontrolleraði mína neyslu. Hvað að mér? Hvað segirðu? Já, sko það sem er bara mikilvægt alltaf að skoða er að fara bara að skoða í rauninni kannski þróuna. Hvar byrjaði vandinn, hvernig hefur hann þróast í gennum tíðina, hvað önnur, svona hvað aðri áhættu þættir eru þannig að liggja baki, þú veist, hvað hefur gerst á þínu lífskeiði sem hefur svona settið á þann stað sem úrst núna og því að það mjög mikilvægt að þegar við erum að hjálpa fólki til bata að það bara svona átti sig á því sem undan hefur farið kannski að átti sig á einn stöðu það að fást við einhvað annað, þú veist, er búið að vera kannski undirliggjandi kvíði í lengri tíma sem það var sjálft að reyna einhvern veginn að meðhöndla og oft þetta margt búið að gerast á leiðinni þegar fólk hefur verið að þróa með sér vanda. Fólk hefur kannski lent í ykkurum áföllum, það kannski ekki alveg búið að átta sig á því bara hvað það sem eru svona fíkni kveikjurnar hjá mér, þú veist, hvað það sem ég þarf að skoða í umhverfinu mínu, það að passa upp á. Þannig að ég held að svona fyrst og fremst erum við alltaf bara að reyna svolítið að kynast einstaklingnum, skoða hvað hann að koma og reyna að hjálpa honum að þá að takast á við þá vandan. Ég meina, ef hann að glíma með einhvern kvíðavanda eða einhvern annan vanda, þá erum við auðvitað að reyna að hjálpa honum að einhvern veginn að átta sig á því að það sé einhver sem þurfi að gera svo að það gangi betur í framhaldinu. Við þurfum líka bara hjálpa honum að læra að þekkja með þessi svona rauðu flögg, hvað það sem að getur ýtt undir fíknina eða þessar hugsanir að vilja fara að nota. Því að þetta er oft sérstaklega viðkvæmur tími svona fyrstu mánuðina. Já. Börn sem ekki tilheyra hópi, eru þau útsettari fyrir fíknina? Já, við veitum að það eru margir áhættu þættir fyrir að þróa með sér vanda. Við veitum að það að upplifa sig utangátta eða tilheyra ekki hópi er einn áhættu þáttur. Að einhvern veginn eigi ekki samfélag, þess vegna er líka það að upplifa sig eitthvað samfélag skiptir máli. Það gangi illa í skóla eða einhvern veginn upplifa eins og þú eigir ekki samastað í skólanum, það getur líka verið áhættu þáttur. Glíma með einhvers konar geðræna vanda, einhverja áskoranir, þannig er áhættu þáttur. Því yngri sem við byrjum að prófa, það eru þetta áhættu þáttur í sjálf sér, umhverfið okkar. Hefur þið hitt skjólstæðinga þar sem það rann upp fyrir þeir að þau áttu aldrei séns, þau fættust inn í aðstæður sem bara voru þannig að allt tal sjálfstjórn, viljastyrk og aumingjaskap bara hendiði til hliðar, þetta barn átti aldrei séns? Auðvitað eru skjólstæðingar okkur oft með bara misjafnlega góð spil á hendi eins og maður segir sko. En það er samt ótrúlegt sko bara hvað einhvern veginn
býr mikil sigla í mörgum. Þannig að það, þú veist, auðvitað eru kannski meiri líkur á því einhver sem að elst upp við mjög svona bágar aðstæður og kannski mikil fíknandi inn á heimili og hjá báðum foreldrum með eitthvað slíkt. Auðvitað verður kannski geti verið erfiðara, flóknara fyrir þann einstakling, en það er samt bara svo magna hvað er líka bara siglu rannsóknir sína að það þarf ekkit endilega þýða að viðkomandi fara að nota vímuefni. Jafnvel geti það verið bara að hann hugsi bara ég ætla ekki að verða eins og mamma og pappi eða eitthvað svo leys. Þannig að það er auðvitað erfitt að segja sko. Það getur einhvern fara á báða vegu þótt að kannski líkurnar séu. En ég held að við þurfum alltaf líka með þetta að hafa trú á því sko, aldrei að gefast upp þótt að einhvað sé erfitt sko. Við þurfum að hafa von að fólk geti bara náð bata og það er held ég að það sem er mest gefandi í minni vinnu er að sjá fólk ná bata og ganga vel í lífinu. Því trú ég. Já, og bara megum alls ekki missa vonuna sko. Það og þá finnst mér svo mikilvægt að tala það og eins og sérstaklega með unga fólki okkar að muna það líka, þú veist að þótt einhvers er búin að fara einu sinni í meðferð, það þýðir ekki að hún hafi ekki virkað. Sumir þurfa bara aðeins meira og meiri stuðning og kannski vissum við ekki einhvað sem að þarf að fylgjast með eða þarf að styðja viðkomandi betur með eða eitthvað slíkt. Þannig að það er alltaf von sko. Við þurfum alltaf að muna það sko. Heldur betur. Og að muna líka bara þessa vendandi þætti, þú veist, eins og ég hugsa núna, þú veist, við auðvitað kynnumst hjá SA og auðvitað fólkinu kannski sem er að glíma við alvarlegan vanda og svo erum við núna hérna að tala um úlingadrykkju og hvað er foreldrar að gera. Veist, það er ekkit endilega að allir muni þróa með svo alvarlegan vanda en það er líka hvað við gerum þá núna þá með að börnin okkar eru ung og að reyna að styðja þessa verndandi þætti sem skiptir líka svo miklu máli. Þessi eiga góð tengsl vera með börnin, hafa þau ykkur í góðri virkni, uppbyggilegri virkni. Bara hlúa vel að þeim, að þau bara það eiga ykkur til að tala við, fyrir ungt fólk, það skiptir máli. Hafa von og tilgang, trúa einn getu. Þetta eru svona hugtök sem skiptir máli líka. Akkurat, og bara frábært að fá þetta fram hjá þér. Maður lítur gjarnan svo á sem að hlutverk blaðamennskunar sé einhvers konar alþýðu fræðsla en hér á samstöðinni erum við líka í þjóðfélagsumræðu og greining og rýningu á samfélaginu og það er margt sem bendir til þess að við þurfum að reyna vekja sterkari viðbrögð eða meiri öflugri vitund hjá fólki að mjög hraðar og miklar breytingar hvað varðar aðgengi, áfengi og normaliseringu og svona eru að stað á sama tíma og margir sem hafa áhyggjur af ekki síst unga fólkinu okkar. Við hefðum líka getað setið hér í klukkutíma og rætt vanda eldri borgara sem er vaxandi vegna einmannaleika og einangrunar og við getum örugglega spjallað saman klukkustundu saman hvers vegna verður þessi alkoholistinn ekki hinn. Þetta er allt saman mjög áhugavert að ræða en ég þakka þér Katrín Ella Jónsdóttir fyrir að koma og uppfræða okkur og upplýsa ykkar starf hjá SÁÁ og þín viðhorf og það sem þið hafið séð í þessu starfi. Já, bara takk kærlega sem les. Og þá verður þátturinn ekki lengri í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur, við þakkum ykkur samveruna. Verðum hér aftur með rauðaborðið á mánudaginn en alls konar dagskrárliðir í mildtíðinni. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.